Klukkan 8, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðunni. Nú það ekki sagðar fréttir því að samkvæmt ákvörðun menntamálaráðherra, eða menningarmálaráðherra, Loga Einarssonar, þá eru breyttar reglur styrki til fjölmiðla sem að eiginlega kippa fótunum svolítið undan því að Samstöðin geti verið að vaxa eins og vorum að reyna með því að vera að segja fréttir. Þannig að við verum bara að horfast í augu við það að stjórnvöld ætla að auka styrki til moggans og sínar og svona stæðstu miðlana sem eru í eigu auðfólks en breyttu reglunum þannig að Samstöðin mun ekki fá styrk, líklega eini fjölmiðli sem er að fá styrki núna. Það er vegna þess að við erum í útvarpi og sjónvarpi en þeir vilja að við séum á vefnum sem er mjög kostnaðsamt og skaffar okkur enga tekjur. Þannig að við verðum bara að horfast í augu við það og reyna að finna aðra leið til þess að halda Samstöðinni gangandi. En við erum samt hérna með fréttamennina, Björn Þorláks og Sigurjón Magnús, þau með ekki segja fréttir. Nei. Heyrðu, það er hérna, ég ætla samt að vekja athygli á fréttatíma Sýnar í gærkvöldi, sagði hann. Já, það sem að Þorgerður Katrín var bara frá utanríkisráðherra var alltaf tíman, mjög vel gert. 17 myndur. Já, mjög vel gert. Já, en engin fréttamaður, bara Telma gerir þetta bara einn. Já, mjög vel gert það. Já, ég veit það, Telma er klár. Hún spurði vel. Hún bara kláraði fréttatíman og hún var með mjög lifandi og góða spurningar fyrir Þorgerði. Mér finnst líka að silfrið vera mjög vel mannað í gerð. Já. Það kom svolítið með þetta, þeir með 5 viðmælendur og er með 40 pluss mínútur. Ég tók eftir því að Ingólfur Bjarni Sigfússon, hann er titlaður sem hvað? Ég hefði sleppt honum hann, því hann er svona fréttamaður og hitt og allt svona fræða fólk og hann passaði ekki inn í hópinn. Fréttamaður, hann er... Við vorum að leika okkur aðeins áður við byrjum að hvort við ættum að vera svona þátt fyrir Alzheimer-sjúklinga sem heitir hvað heitir hann þannig að þú ert til að byrja þér að því. Ég er að segja það. En hann var... Þannig að Ingólfur, hvað heitir hann? Bjarni Sigfússon. Já, nei, hvað hann titlar sig? Það er ótrúlega flókið. Já, að þeir eru með sér fréttamann yfir svona... Hann var sérfræðingur RÚV í öryggismálum. Já, einmitt. Nei, fréttamaður. Nei, ég heldur öryggismála fréttamaður. Nei, það stóð hann að Smári. Horfður ekkert á það? Nei, ég hlustaði bara. Horfður á sjónvarpið? Já, ég gerði það í gærkvöldi. En talandi þessa titla rúvarana og hvað er mikið álag á þeim að ég gat ekki annað en glott einhvern tímann, alltaf ekki verið í byrjun desember, þá upplýsti Baldvin Þór Bergsson einhverja breytingu innan RÚV og mér minnir að hann hefði orðað á þannig að nú væri hann að fara úr 200% af vinnu í 400% af vinnu. Hann er yfirmaður, hann er varafréttastjóri, hann er yfirmaður dagskrárgerðar fréttadeildarinnar, sérst þá yfir Kastljósi og Silfrinu og allir þessu. Hann er eitthvað á netinu líka ekki? Jú, gott ef ekki. Sko, hann er eiginlega, ef þú áttu eitthvað erindi RÚV, bara hringja beint í hann. Heldur að myndi svara? Ég fór á heimsóttan, ég var í einhverju spjalli þarna með málefni milli jól og nýjárs. Það var fínn þáttur, það voru við líka 4 gestir og áttu að vera klukkutími. Tölum fram við það og hann sagði, nú þurfum við að fara að klippa þetta. Það sagði, hvað byrti þetta alls saman? Var þetta í útvarpi? Já. En mér finnst þetta svo áhugavert þegar þeir eru að segja að þeir sé að fara úr 200% af vinnu í 400% af vinnu vegna þess að mér finnst starfsemi Ríkisútvarpsins núna bara mjög mikið undirlögð af verktökum. Bara svona eitt dæmi, hún frábær vinnusystir mín fyrrverandi á Fréttablaðinu, Margrét Erla Mokk. Hún er frílans á Rástvö. Gaman að vinna með henni. Hún er æðisleg. Var hún ekki hætta í einhverju starfi hana? Nei, hún hætti í sirkusnum. Hún bara er frílans og hún er bara á morgnana eftir hátíð og kvöldin. Hún er bara alltaf. Og ég veit ekki hvort allir hinn eru í veikindafríi, hvort sem þeir eru í 200 eða 400% af vinnu. En já, mér finnst þetta bara pínulítið komískt að við myndum alveg vilja sjá fréttadeild Ríkisútvarpsins vera enn iðnari við að færa okkur efni og mér finnst það pínulítið vandræðilegt þegar fólk þar er að lýsa því yfir að það sé í 200-400% af vinnu. Mér finnst maður ekkert alltaf að sjá það. Það gerir það ekki lengi að vera 400%. Nei, en eflaust er mikil ósýnileg vinna og allt það þarna. Kannski er þetta eitthvað svona, það er Trump tala prósentur. Hann talar hann ætla að lækka verð á eggjum 600%. 600%? Já. Sem að ekki veit alveg hvernig á að gera, þannig að kannski er þetta eitthvað svoleiðis prósentur. Á hann eggin. Herðu,
Sko áður en að við ræðum hvað í fréttunum að þá svolítið svona eitthvað að gerast í pólitíkinni, ég veit ekki hvort við að ræða það eitthvað að við tölum svo lengi það hvort að Guðlaugur ætlaði að bjóða sér fram með ekki og hann búinn að vera að hugsa þetta einhverja 3 mánuði og ég hélt það út í 2,5 mánuði að segja hann myndi ekki bjóða sér fram en svo var þetta svo leiðilegt að vera alltaf að segja það sama þannig ég sagði, ég er í láði að neyðilega annars gæti ég sagt, I told you so því að þú sagðir alltaf að hann myndi bjóða sér fram eðlilega en þá bara kemur ljós hann að leika leik sko. hann er að vernda Hildi þannig að það fór enginn í frambóð og ótta við að enda á milli þeirra tveggja. Sko, ef Sjálfstæðisflokkurinn fer í meirihluta þá verður hann borgarstjóri. Já, en Sigurjón, af hverju sagðirðu ekki þetta þá þegar við vorum að tala um þetta? Ég sagði að hann ætlaði að bjóða sig fram og hætta svo við á síðustu stundu. Þú sagði það ekki? Þú sagði að hann ætlaði að bjóða sig fram. Já, ég held að verði samt borgarstjóri. Ég ætla að flækja máli svona mikið. Já. Nei, það þarf ekki allt vera fyrir sér strákar. Mér finnst þetta alveg forvitnileg kenning að hann geti samt verið borgarstjóraefni Sjálfstæðismanna. Nei, mér finnst það ekki. Já, forvitnileg kenning. Þú veit að... Mér finnst það kenningin þú ert að segja er að hann hafi valdað stólinn til þess að kæmi ekki mótframbáð á Hildi. Já. Þannig að hafi alltaf staðið til að hann myndi svona í... Alveg fram að deadline. Þetta var alltaf fáralega langur tími, ég held að það hefði búin að vera 3 mánuðir eða ekki. Já, alveg fram að deadline, sko. Pældi því, sko. Þetta er svona leiðilegasta Hamlet-sýning sem að með sér. Það er að bjóða fram eða því að bjóða fram. Það tók á okkur spennandi slag, sko. En sko, ég held nú líka að það geti spilað inn í þetta sem að þú hefur meðal annars skrifað Gunnar Smári, að sko flóttin úr Sjálfstæðisflokknum, úr þingflokknum. Ég held að það sé leiðilegt að vera í þingflokknum. Ég bara, þú veist, einhverstað verður að stoppa lekan. Einhverstað verður að stoppa lekan. Ég með Vilhjálm Árnason, í spjalli hér í kvöld og og ég ræði við hann meðal hans þetta, frambúð Guðlaugs og flóttan og Sjálfstæðisflokknum og hvernig stemningin inn í þingflokknum. Hann hann talar nú eiginlega þannig að það má á honum skilja að hann sé mjög bjartsýnn á að verða bæjarstjóri í Reykjanesbæ að loknum kosningum. Er hann ekki úr Grindavík? Nei, í Reykjanesbæ. En er hann ekki úr Grindavík? Jú, en hann talar þannig, það eru 3 frambjóðendur sem ætla að berjast oddvitasætið hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjanesbæ og hann talar þannig að mér fannst að liggja í orðum hans að hann var í mjög bjartsýnn. Þannig að hann er á leiðinni út úr þingflokknum ef þetta gengur allt eftir. Eins og þú hefur skrifað Áslaug Arna er í orlofi, hún er í skóla, þarna einhverstaðar í burtu, Þórdís Reykfjörð gæti verið á leiðin inn í annan flokk. Hún er spilað mjög sérstakt hlutverk. Mjög sérstakt hlutverk. Hvernig hún talar, eins og sé algjörlega bara í sínu umboði. Ég hef hitt hennan ágæta Vilhjálm og ég spurði hennu þetta. Ég sagði mér þess að frá spádóm í Gunnar Smára það að hún færi í Viðreisn og hallar hund í Samfylkinguna í janúargluggunum. Og þetta þótti Vilhjálmi Árnasyni, rittaraflokksins, algjör fásinna. Hann myndir alltaf segja það. Ég verði að setja stjörnu hérna því ég var að segja þetta þegar það var verið að byrta völvuspá vikunar eitthvað svona, ég var að reyna að vera með svoleiðis efni, sko, ég var ekki raunverulega að spá þessu. Ég veit það, en sjáðu hann segir það að Þórdís Kolbrún sé eftirsóttari á fundi hér og þar í heiminum heldur en núverandi ráðherrar að hún geti sér svo gott á sem utanríkisráðherra að hún sé bara number 1 sko, við það. Já. Hún hefur ekki lent í blues síðan hún var með vinkonum sínum í COVID að jöglast pínlítið eins og sagt er á leikskólanum. Það finnst þú ekki svona áberandi að hún er að búa sér til eiginlega kannski vegna þess að hún finnur til svona sjálfsöryggis að hún sé ekki svona háð þessu. Þess vegna hún tala miklu frjálsara heldur en eiginlega nokkuð þingmaður. Já, ég sammála, hún tala mjög frjálst. Að fullu sjálfstrausti ritskoða sig ekki neitt, lætu vaða og það er mögulega undanfæri einhvers. En ég var nú bara að reyna að búa til einhverja svona skemmtilega völvuspá. Ég ætlaði að spá til dæmis að það myndi ekki gjósa, sem að væri mjög sérstakt fyrir svona völvuspár. Það er alltaf spáð að verið gos. Hörðu, talandi það. En þá er náttúrulega stór fréttur upp á Lóninu. Já. Sigga Magga, Oddsdóttir, hún er að vera fórsæri. Alveg rétt. Muni ekki það að talað um að vera alveg sérstakt samband á milli hennar og Sólveig Önnu í Eflingu og það veri svona hluti af því að hvernig samningarnir fóru síðast. Það mér ekki að þessu. Jú. Og svo persónulegt samband. Þannig að mér bara nefni þetta svona að það getur haft afleiðingar þegar eitthvað svona gerist. Að þau þurfa að finna eitthvað nýjan.
En hvað finnst þið, er þetta ekki miklu betra jobb fyrir hann að vera, Jú, heldur en þetta. hún var forstjóri, eða ég veit ekki hvað þessi forstjóri, hérna já.is. Já, svo var hún konu í Lífíu, sko. Hún var Lífíu. framkvæmdastjóri í Lífíu. SA, Bláalónið. Já, hún kom hingað til okkar Mm. og þá kom það í ljós þess að hún kölluð Sigga Magga og ég heiti Sigurður Magnús og var alltaf kallað Siggi og þegar ég var lítill og var að stríða mér þá var ég kallað Siggi Maggi. Það er á það Þannig niðurlega. við vorum eiginlega nöfnur, eða nafnar. Einmitt. Ég og En er hún ekki bara að taka gott starf? Jú, hvað heldur? Ég held að. Hún er bara karrieristi, hún er ekki Já, ég held að. Svo í líka, pólitík. ég var að lesa sko, að þetta er uppbygging víða land sem Bláa lónið mikið meira heldur en þarna lónið sko. Þannig að þetta er heljarinnar fyrirtæki. Ein risabygging. Ætlið þið að sækja sem framkvæmdastjórar þessa? Ha, Ætlið þið að sækja sem framkvæmdastjórar þessa? já, ég er nú saman það, já. Og það er nú áhugavert að komast í starfsviðtal hjá þeim, svona, fá aðeins að veita Hvað kröfur gerir? Já. En er ekki, sko, af því að tala um pólitíkina, Gunnar Smári, eru ekki flestir að velta fyrir sér ráðherra hrókeringu Flokks fólksins? Ó, ég held að það sé svona spenna fyrir því. Já. Við fengum mjög góða ábendingu í dag. Við fengum ábendingu. Já, ekki segja hvað. Nei, segjum ekki hvaðan. Inga myndi skiptum Hvað hún var. Um hvað var, jú, látt hana. Inga myndi skiptum ráðuneyti. Já, Já. hún, Og Inga yrði menntamálaráðherra og barnamálaráðherra í Guðmundar Inga stað. Ekki gert ráð fyrir Guðmundi Inga. Og hvað, Ragnar Þór þá í húsnæðismálinu? Ég hef heyrt tvennt með það. Ástalofa? Ég hef heyrt tvennt með það. Ein ábending er að Ragnar Þór fái ráðherraembætti. Tókuð eftir því hvað var talað vel um Ragnar Þór á hálfu stjórnarandstöðunar eftir fjárlagavinnuna núna fyrir jól. Þeir fóru upp í pontu, framsóknarmenn, sjálfstæðismenn og allir og höfðu orðaði að fyrrabræði hvað Ragnar Þór hefði leitt og vinnu vel. Það er oft gert svona rétt áður menn fá rýtingin. það er svoleiðis. En sem sagt, heimildarmönnum mínum innan flokksfólksins ber ekki alveg saman hvort Ragnar Þór fær ráðherradóm eða Áslaug. Áslaug, Heitir hún ekki Áslaug? Áslaug. Hún heitir ekki Áslaug, hún er alltaf kvöldu það. Áslaugar. Já. Baldursdóttir. Já, akkurat. Og en það sem að ég læriði við ég setti klukkutíma í dag að reyna að fá eitthvað grafið upp. Og það sem að kom helst á daginn var það að enginn veit neitt innan flokksfólksins. Það eru þingmenn sem vita ekki neitt. Það er bara eitt sem veit eitthvað og það er Inga Sæland. Það er bara eitt sem veit eitthvað og það er Inga Sæland. Svoleiðis eru Hún formið. heitir Ásthildur Lóa, voru að tala um hana? Já, nei, svo voru að tala um hana Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttir. Já, hún er í ráðherra. Ég myndi ekki setja það. Ástalóa gæti hæglega komið tilbaka. Við höfum séð svona óformlegar viðhorskannanir. Ég spurði þessu í svona Facebook-hóp sem við erum og það með það ótrúið hvað voru margir sem að vildu segja já. Ég bara spurði því, finnst ykkur að það var eitthvað sem hafði skrifað þetta? Já. Og það, ég meina, það var bara margir metrar af að þú vilji fólks til að koma, að þú kemur okkur á þræði og það eru 150 búin að segja já. Til hvers að þú að bæta við einu? En það var bara, þetta var komin bara 100 viðbót. Rosalegur svona vilji á því að reisa við Ástalofa. Þetta er ennþá umræðefni að hún hafi sagt af sér að ósekju. Já, ég er þeirra skoðanar. Ein mistök með hvað hafa ráðherrar ekki gert. En hvort myndi þetta strákar styrkja ríkisstjórnina eða veikja eða myndi það breyta einhverju? Breytir engu. Breytir engu? Það er náttúrulega bara Guðmundur Ingi fór í hjartaaðgerð og er lengi að ná sér og það er bara skipt út manni og en þetta með að Inga fari í menntamálinu, það er svona hiti kringum þau, það er líka hiti kringum húsnæðismálinu. Já. Sko, Jakob Jarnar er nýbúinn að skrifa blaðamaður á Vísi, er nýbúinn að skrifa færslu þar sem hann segir að það sé ótækt að maður án nokkurrar menntunar sé menntamálaráðherra. Þar á hann við Guðmund Inga. Hann er að iðnmenntaður. Jakob, já, en til þess að stýra ráðuneytinu, sko. Iðnmentum telst ekki þá með það. Það er að vera iðnmenntaður. Já, hann er eitthvað. Það skipta máli, sko, ef að Jakob Jarnar sem er
eitthvað bíja í bókmyndafræði eitthvað derra sig og það finnst bara ekki vera nóg að vera iðmenntaður, ok. En ég held að Jakob Jarnar eigi sér marga skoðanabræður. Hann kannski búinn með meistararitgerð, það rétt. Ég held að Jakob Jarnar eigi sér marga skoðanabræður. Ég held að þetta sé ekki styrkleiki flokksins, hvað sem hann finnst þetta saman. Hann kom illa fyrir maður fyrsta, þegar hann kom hann fram og Guðmundur Ingi, og nú var það á kallinum, en það má ekki, það ekki. Mér finnst það, þetta særi mig ekki að menntamálaráðherra sé svona, hann er nervus, hann er líka bara þennan að halda stundu þegar hann að halda ræður í þinginu og þau veit að sumir eru bara nervusir og það er bara þannig, sumir eru feimnir og aðrir eru aðeins málhaltir og hverjum er ekki sama, ég meina hvað, alltaf vera einhvern veginn að þú þarft að vera einhvern veginn sannað og settu verðugur, hver er það? Er það bara Björn Bjarnason sem er verðugur? Hvað er það helst af öllum? Já, ég veist að það er ótrúlega leiðilegt alltaf þetta diss á fólk og svona. Ég hitti mann sem ég hafði ekki séð í langan tíma. Og ég segi, hvað átt að börnum? Og hann sagði, ég á 2. Já, hvað er það? Þá sagði hann, dóttir mín er viðskiptafræðingur en sonur minn er bara smiður. Og sagði, bara hvað? Smiður? Hvað er það vittlausur þetta? Mér hefur fundist þetta að vera snúast við síðustu ár. Ég ber miklu meiri virðingu fyrir þeirri ákvörðun ungra Íslendinga að læra trésmíði heldur en að fara í enn eitt flu fræðanámið sem enginn veit hvort eða hvernig gagnast. Og mér hefur fundist, starkaði minn sem er að verða 18 ára, sonur minn, hann segir mér að það þykir mjög cool hjá yngra fólki núna að farið innan. Þannig að kannski er þetta sem þú ert að segja að með Guðmund Inga, ef hann býr yfir einhverju innámi. Hann er það, ég bara man ekki hvað. Nei, ok. Kannski vera bara í öldungadeildina og tekur bíja í bókmenntum sem það færi að vera menntamálaráðherra og Jakob Jarnar stendur með honum. Akkurat. Hjálpar honum með heimalærdóminn. Ég hitti engan sem hefur áhuga á... Þetta er mentasnopp í Jakobi Bjarnar félag okkar. Kannski, ég veit ekki. Jú, víst. Ég heyri engan sem það er ekki talað við mig oddvitaslag í samfélkingunni. Mér finnst það svolítið merkilegt. Maður myndi haldið þetta að væri svona, það er eitthvað við þetta sem er óspennandi. Þú veist, reynið að fá okkur til þess að tala um þetta. Já, ég ætla að spyrja því. Hvort heldur það komið sterkar inn í þennan leik? Heiða eða Pétur? Ég myndi veðja á Heiðu. Já, ég líka. Ég lísti þeirri það er eiginlega þannig að þegar ég segi Heiða þá verður þú að velja Pétur. Ég get gert það. Áður en ég gera það þá ætla að segja ég held samt að Heiða vinna en Pétur er minn maður. Hann spilaði með KR í lok ferilsins. Í rökræðu pólitík við Vilhjálm ritara Sjálfstæðisflokksins sem við nefndum áðan mætir hér í kvöld Sara Björg Sigurðardóttir sem er núna varaborgarfulltrúi í Reykjavík og býði svo fram í 3. sætið og ég leyfði mér að lýsa minni prívatskoðun í spjallinu þegar ég var að beina til hennar spurningum. Mér sýndi Samfylkingin leiða fram 2 vonda kosti í oddvitasætið og gæti reynst flokknum dýrt. Þannig séð dauðafæri þegar flokkurinn er með allt þetta fylgi og landsvísu. En ég ætla, við erum að tala um spádóma. Ég get sagt Björn að manneskja sem er sækja 3. sæti, hún getur ekki sagt já við þessari spurningu. En ég ætla að spá því hér og nú að Samfylkingin fái frekar lélegt fylgi í borgarstjórnarkosningunum í maí. Ég held það líka. Mun lélegra en hefur verið að mælast á landsvísu. Vegna þess að það er ákveði klúður í gangi með þessa oddvitastöðu. Það er ekki stemming hana. Það er ekki stemning og við vitum það alveg. Núna eru allir að bíða eftir því að miðflokkurinn leiði fram eigið borgarstjóraefni og við vitum alveg að hvort sem okkur líkar það vel eða illa, þá er orðið svo mikið oddvitablæti, það er svo mikið leiðtogablæti, það er svo mikið fjallað oddvitana að Þú ert að velja borgarstjóra? Já, meðal annars og ég held bara Samfylkingin, ég held að Kristrún hafi einhvern veginn bara klúðrað þessu. Ég átti alltaf vona á að það kæmi annar frambjóðandi. Þegar Pétur tilkynnti sitt framboð, þá held ég að það yrði 1 eða 2 Stefán Jón fleiri sem kæmu. Stefán Jón? Nei, er hann ekki alveg búinn? Hann er svo gaman. Við erum ekki í Ameríku, þú kemur ekki með manna en ekki hún á 70-saldur. Jú, hann er komin á 80-saldur. Hann er yngri en ég. Er hann yngri en þú?
En hann komin áttræðisaldur, ekki? Ég held að sé 55 mótur. En Guðmundur Árni, hann náttúrulega átti svona sprett í lokin. Já. Hvað verður hann? Ég veit það ekki. Þetta hann í Hafnarfjörðum? Hans hlutverk hefur alltaf verið rosalega veikt síðan hann tók við varaformennsku hjá Samfylkingunni. Það hefur minkað, það var svona stemming fyrst og svo bara maður voru að gleyma hann. Ég ætla að spá Samfylkingunni 15% af fylgi. Ég ætla að bæta við vegna þess að ég held að ríkisstjórnin í maí verði miklu meiri í mótbyr heldur en í dag. Svo það vel þannig að það ekki þannig að koma einhver svona gustur frá velvilja fólkskakvæmt ríkisstjórninni inn í sveitarstjórnarkosningar, ég held ekki. Nei. En eitt rættu við líka og verður rætt í kvöld við rauðaborðið, ég, Sara og Vilhjálmur, Sara Björg, að þeim finnst ekkit ólíklegt að upptaktur sveitarstjórnarkosninganna mun að einhverju leyti litast meira af móðurskipunum heldur en oft áður, þá meina ég flokkunum á landsvísu og viðhorfið þeirra til utanríkismála heldur en verið hefur. Ég held að þetta geti bara alveg gengið eftir. Ég held að stóru línunar þarna úti, við hrekjumst og vitum ekkert hvernig við höfum að snúa okkur í þessar alþjóðapólitík, það er tala um að taka Grænland og nota Ísland til að taka Grænland og eitthvað svona. Og það er áhugavert ef sveitarstjórnarkosningarnar draga að einhverju leyti dám af afstöðu stjórnmálaflokkana á landsvísu til utanríkisstjórnmála. Já. Þið eru ekki trúaðar að það sé. Ég held að verið leikskólanir enn og aftur. Þannig að ég er aðeins aðtöða hérna. Hvað var það? Nei, það er ég er með einhvern lista við Vínabæi. Ég sé að það kemur ekki fram að Reykjavík, að Núk sé Vínabæi Reykjavíkur. Ég bara velta fyrir hvort að Heiða ekki að fara bara til Núk bara. Já, vera þar svona í kosningabaráttunni. Ég er grænlendingur, alltaf svolítið svæðu. Já, en einu megum ekki gleyma, það á eftir að við þessu skoðanakonum svona daginn, að þar vantaði hún var eitthvað skrítin þessu konu. Voru til vinstri. Það hlýtur ykkur að fara að mæla þetta, Já, og ég þá trú að Sanna muni alltaf ná alveg lágmarki einu með sér. Já, ég held að þetta er alltaf erfiðara hjá henni núna heldur en síðasta. Ég er ekki svona vegna þess að út með litrófið og vinstra megin við samfélkinguna sem í ríkisstjórn. Ég myndi telja það í Reykjavík að það er svona toppurinn þar er bara 20 plus, Er ég ekki að segja að þú nárið í öllu á eitt stað? Nei. Þannig að þetta er miklu, ef þetta frambóðina gengur upp og þetta er vel að þessu staði, þá heldur hún hafi miklu meiri möguleika núna heldur en þegar hún var hjá sjónvarpsstöðvum. Og ég er líka Upton Sinclair, þannig góða rítótt fyrir því sem að bauð sig fram undir nafni sósíalista í Kaliforníu og svo aftur undir nafni sem að ég man ekki hvað hét, eitthvað svona bændur fyrir fríð eða eitthvað, nákvæmlega sama stefnuskráin, en hann fekk held ég 12 sinnum fleiri atkvæði þegar það var ekki nafnið sósíalisti. Og hann komst að þeirri niðurstöðu að það er ekkert að stefnin okkar, það er bara vörumerkið er ónýtt. Það er langt sem ég hitti Jón Baldvin fyrir utan húsi heimaðunum upp í Mosfellsdal. Nei, upp í Reykjadal. Er það ekki eitthvað staðar í svona hálfgerðum afkima? Hvað er það að gera þar? Nei, bara ekki langt frá, ég var á Reykjalundi, vorum við svona göngutúr og þá var hann að eitthvað stúsast í bílnum sínum og þá fór hann að tala um þig og sósíalistaflokkin. Þá sagði hann að mér lísti vel á þetta allt sem hann er að gera nema nafnið á flokknum. Þú kannski gert þetta líka. Já. Hann hafði miklar, ég átti að skila því til henni, ég gera það núna mörgum ára síðar. Þetta illa til fundið þetta nafn sann. Það er eitthvað eftir að koma eitthvað fjörinn í samfélkinguna, ég reyndi að fá þau 2 og það er bara, ég næði líklega ekki þessari viku. Ég veit ekki af hverju. Þau 2. Pétur og Heiðu. Þau ætla að koma eitthvað saman. Þau þekkjast ekkert, Ég ætla að kynna þau bara. Hildur, það verður þá bara slagur hverju vera með inn á lista. Og það verður ábyggilega jafn sundurlautur hópur og hingað til, eða ekki? Einar Þorsteins að mjög erfitt fyrir hann að koma inn í kosningabarátuna. Hann mæltist með 0 menn í síðustu konu. Er ekki? Mjög lítið allavega. Ekki engan mann. Flokkur fólksins þarf að koma með nýja frambjóðanda. Já. Kannski. Hún ætlar ekki að halda áfram, Helga. Nei, hún er búin að vísa þér.
Það eftir að koma í ljós hvort að Píratar, VG og Sósíalistar hvort þau bjóðu fram og hvað áhrif þetta voru til vinstri hefur. Gæti verið að menn sæju svo sengð sína útbreyta. Taldur þau VG? Já, VG, Píratar og Sósíalistar. Svo er þetta með miðflokkin þar sem að Björn Ingi er eitthvað starf og Börónum er eitthvað starf að finna frambjóðanda. Þannig þú í frambjóð. Það var sagt einhvern veginn að hann var eiginlega bara flótti fyrir að leita frambjóðanda. Hann er komin upp í Mílanó eða eitthvað þetta heitir. En hann er nú svolítið búin að lofa bara einhverju bombu að verða einhver rosa kandidat. Hvort hann er fundið nú þegar veit ég ekki. En verður, hvort sem okkur líka betur það verið, er ekki bara sæmilega líklegt af því þú ert að telja þetta upp. Þetta er svo mikið stemningsleysi. Mér finnst það. Já. Þess vegna var ég að þessu, sko. Akkurat, sko. Því að það er ekkert skemmtilegt í neina þessu. Það er dauða færi fyrir miðflokkin. Að bara, búm. Já. Og hvað, koma með útlendingaandúð og hérna banna kynfræðslu í skólum. Hvað er það meira sem verður með? Þeir myndu taka aftur þrengingar og hætta þessu helvítis lofslagskjaftaði og umhverfismálum og bara þrjá bíla á mann og hérna jafna þröngu blokkirnar við jörðu og reisa einbýlis og bara dreifing byggðar, afsetningu byggðar. Þegar ég var að tala um Björn Inga, þá held ég að verið þannig að hérna, hann kemur rétt fyrir lókun til hérna Sigmundar. Og Sigmundur spyr, hver á að vera að leiða listan? Sko, ég bara lendi í vandræðum, sko. Þannig að ég fann engan, sko, þannig að líklega verið ég bara að taka þetta. Ég ætla að fá þessu. Já, þetta er góð spá. Því við erum í svona, þetta er svona völvuspá sem við erum með. Það er ekki að taka marka á okkur. Nei, við erum að róta jólin. Það er hérna síðasti 13. í dag. Völvuspá, heldur þessi ekki alltaf að vera með þær hérna? Jú. Ég var að hugsa að spá líka miðflokkur undir klofna árinu og helmingur hann var gengin í sjálfstæðisflokkinn. Ég var að hugsa að spá því. Á hverju byggir það? Bara því að hérna, umbótaflokkur Farage er með svona draumum að besta niðurstaðan væri sko sameiningu í íhaldsflokkinn og bjóða sér fram. Og því að það er svo mikill skildleiki á milli íhaldsflokksins í Bretlandi og sjálfstæðisflokksins hefur alltaf verið. Og þeir eru bara að upplifa þessu með samtengt taugakerfi og þeir munu allt í einu horfa á það að besta leiðin fyrir sjálfstæðisflokkinn er eiginlega að ná svona endurnýjun og getum við ekki náð þarna til dæmis Snorra Másinni sem að vill ekkit vera undir Sigmundi Davíð lengi sko sem er bara þannig típa. Þannig að það verði ágreiningu þar á milli og miðflokkurinn klofnar og Snorra Mássonar armurinn gangi inn í sjálfstæðisflokkinn og hann muni leiða sjálfstæðisflokkinn einhvers þar. Að ég segi ykkur söga Snorra Mássyni. En ég tekka fram að við erum að búa til skemmtilegar spár. Við erum ekki að spá því sem við höldum að gerist. Nei, en á ég segi ykkur söga Snorra Mássyni. Hann er markað séni, maðurinn. Það gekk ekki alveg vel, hann var ritstjóri, hann bjóð til fyrirtæki og það gekk ekki vel. Nei, en segjum að honum að fara fram. En við þrýr örugglega draugum allir í efa Snorri Másson hafi endilega þær skoðanir sem hann heldur á lofti. Allavega ég er í þeim hópi. Ég held hann bara svona, hann áttar sig á því að það er markaður að núti fyrir þessum skoðanum og svo gengur hann aðeins lengra á öðrar. En allavega, hann hérna, það voru tónleikar með einhverjum mjög vinsælum svona rap hljómsveitum hérna fyrir nokkrum dögum og Snorri Másson var á tónleikunum og hann lét stilla sér upp með öllu unga fólkinu, þau fengu sjálfu á honum og framhaldsgælingar sem ég verið að tala við, þeir segja að Snorri sé bara á vörum mjög margra. Súperstjarna. Í Mentó. Já, súperstjarna í Mentó. Og hvað sem má Snorra segja, þá nennir hann að vinna þessa vinnu. Hann er 24/7 í þessu, í þessari ímyndarsköpun og í því að hugsa um þetta. Og ef þetta hefur virkað út í heimi því að þetta ekki að virka hér. Já, og þetta er en í hvað tilgangi getur maðurinn farið, búið sér til einhverja skoðanir af því að það er hljómgrunni fyrir þær, en við erum ekki sannur í því. Það er ekki hægt að plata sjálfan sig. Það sé ekki eitthvað svona pestur eitthvað stað sem er að bóða fagnarerindi og hefur ekki trúið því. Já, eitthvað sliður. Já, það er til. Er það til? Já, það er vist. Eins og trúleysi presturinn. Er hann svoleiðis? Ég held að hafa nú ekkert allir íslenski pólitíkusar fyrir daga Snorra verið fullir af einhverjum pólitískum hugsjónum. Mér finnst þetta bara metnaður að standa í þessu sko. Og ég hef heyrt þetta með miðflokkin, heyrði það fyrst fyrir mörgum árum. Þá var ég staddur einhver staðar í Þinnisveit og einhver staðar, ég er ekki alveg klára hvað sveitamörkin eru, eða einhver staðar þarna
undir hérna Húsavík og áður fyrir upp á heiðina og þá var ég að tala við bónda og hann sagði sko, hérna, ég var að sem ég tala oft við bændur og sko, hvernig stendur á því að hérna bændur að kjósa Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn eftir, þú veist, öll svik þessara flokka í ónýta byggðastefnu og bara algjörlegt andleysi. En alltaf kjósið þá. Það segir, nei. Fólk alveg hægt að kjósa Framsóknarflokkinn. Við höfum ekki séð Framsóknarmann hérna bara árum saman. Miðflokkurinn, hann alltaf sko, ef við erum með fund í fjallaskilanefnd, að þá ringi síminn og Sigmundur Davíð hérna og verið með fund á eftir. Má ég kannski renna við? Já, endilega, komdu bara. Hann sagði að það var alltaf miðflokksmaður mættur. þar sem þeir voru að funda. En þeir eru ekki séð Framsóknarmann síðan bara einhvern tímann fyrir Halldór Ásgrímsson. Sko. Ég tek undir þetta. Í mínu héraði Vogum í Mjósveit voru allir Framsóknarmenn nema það voru 2 sjálfstæðismenn. Og það voru bara 2 kratar í allri sveitinu og 1 kommunisti held ég, hvort þið voru 2. Svo gerði sér það upp. En hérna, Framsóknarmenninir núna eru allir meir og minna orðnir miðflokksmenn. Ég held að sé meðal annars út af þessu. Það er bara þannig. Það er Eljusemi. Og talandi að því við vorum að tala um Guðlaug Þór, ég er alltaf dáðst að Eljuseminni hans. Ég var einu svona í S.A.A. og átti erindi við hann þegar hann var heilbrigðisráðherra. Og hann sagði, já, við skulum bara hittast og getur ekki bara komið á morgun 20 mínútur í 8. Svolítið snemma sko. Allt í lagi, jú, hvar? Það er kaffihús á horninu á Hallarmúla og Suðurlandsbraut. Ég man ekki hvað hét, það sem að Lemon var síðan, þetta var eitthvað. Og ég kem þar inn og það er enginn þar inn nema hann að tala um einhvern mann og hann sér mér svona og bendir mér á að fara eitthvað. Já, þannig að þú varst ekki fyrstur í rauninni. Og svo kemur hann að tala við mig og það kom annar inn og hann vísaði hann annað. Hann var með fjöltefli í pólitík og ég hugsaði bara, vá, hvílík elja í þessu manni. Gulli átti. Ég dáist ekki á skoðunum, en ég er ekki annað að þetta dást þessari elju. Já, ég tek undir þetta. Gulli var náttúrulega, hann átti góðan tíma. En sko, Gulli ekki svolítið búinn? Eins og margir sem eru þarna valdamestir núna í hans gengi og klíku. Það er nú fræg setning sem einhver stjórnmálamaður sagði, eða einhver erlendur, að vandi við stjórnmálaferilin er það að á endanum verður fólk leitt á okkur. Það er náttúrulega þannig. Þú getur ekki verið bara áratugum saman og allir voru spennti fyrir hvað þetta fara að segja. Veistu hvort það er þannig í nágrannaríkjunum að bara eins og það hefur verið hér, menn eru 20, 30, 40 ár bara sem þingmenn. Hefur þú séð myndir af bandarísku þingmennum? Er það þannig þar? Er þetta alltaf sama fólki? Þeir eru að nýra þess aldrei, sko. Það eru menn að setja á þingi kannski í 30 ár. Corbyn kom á þingið í Bretland á sama tíma og Steingrímur Sigfússon. Mér finnst þetta að vera allt og mikið talað sérstaklega hérna á Íslandi, vera að tala svona endurnýjun, en það hefur verið miklu meiri endurnýjun hér en nokkuð staðar annars staðar. Og hversu mikla endurnýjun viljið? Ég var eitthvað lendi að tala um einhvern mann daginn sem var að tala um þetta og þá var hann bara eiginlega farin að tala sinn og það mætti bara ekki vera nema bara 3-4 ár og þá ætti að henda fólki. Það verður að vera eitthvað svona smá stofnanaminni og það get ekki allir bara farið í því þegar við erum á ritstjórnum. Möndu við vinna á ritstjórnum þar sem að enginn hefði meiri reynslu þetta en 4-5 ár. Nei, besta ritstjórnum er bæði með nýtt fólk, með nýjar hugmyndir og svo alveg þrautreynda ástæður í kring. Það gengi bara ekki. Það er rétt. Herðu, en við erum að fara að, við ætlum að hafa rauðaborðið í kvöld. Og ég ætla að byrja á hann Baldur Þórhallsson kemur hérna. Og ég náttúrulega, þetta er svo spennandi þetta í sambandi við Trump og Venezuela og Grænland og allt saman. Ég ætla að tala við hann og sérstaklega stöðu Íslands. Hann hefur verið með, hann er sérfræðingur í smáríkjum og ég var nú satt frá því að það þótti ekki vinsælt á sín tíma að vera að kalla Ísland smáríki það verið að tala Ísland niður en ég ætla að tala við hann um það og eina af þessum vínbúðum heitir smáríki ég tala við hann um að því hann eina kenningum hans er að smáríki geti ekki farið best á því að smáríki finnir sér eitthvað skjól og ég ætla að spyrja hann hvort að hann sé virkilega leggja það til að við höfum skjól hjá Donald Trump. Þannig að tala við hann um það og ég býst með Evrópu og fleira. Það er alltaf skemmtilegur viðmælandi Baldur og fjörugur og líflegur. Já, maður stundum þakkar fyrir að hann var ekki forseti. Já. Maður vil bara hafa hann þar sem hann er.
Herðu, en það hérna, þú ætlar að tala við Söru Björg Sigurðardóttur Já, og Viljám Mattarsson, já, Grindvíking, sem að gera tilraun til þess að leiða saman fólk með ólíkar skoðanir og ólíkum flokkum en samt til þess að eiga málefnilegt og uppbyggilegt samtal og umræðan fyrir víða völl, hún fjallar hvað maður að segja, snögga bletti í borginni okkar og tegir sér líka aðeins út fyrir það og fer yfir í landsmálin og aðeins yfir utanríkismálin og ef ekki bara vera svolítið duglegir fram að sveitarstjórnarkosningum að leiða saman fólk úr ólíkum flokkum og ólíku byggðarlögum. Ólíku byggðarlögum. Það mætti kannski nota tækifæri núna að af því ég er að norðan og ég er landsbyggðarmaður. Já. Að sko benda ykkur, ég veit ekki hvort ég horfa í þessa vél eða eitthvað sluðis. En sem sagt, þegar þið eruð landsbyggðarfulltrúar, sveitarstjórnarmenn og aðrir sem eru í frambúði, þegar þið leitir Reykjavíkur, hafið þið samband við okkur. Af því að það er miklu skemmtilega að taka svona viðtöl inni við Rauðaborðið í þessu stúdíói heldur en á Zoom, bara svona smá hint. Já, vel bent. Herðu, þú ert með viðtal á eftir ljós og skugga? Já, það fannst mér mjög forvindilegt. Ásta Logadóttir talaði við hana. Og hún er sérfræðingur í þessu, verkfræðingur og svo líka sérfræðingur í ljósi, birtu og já, svo bara hún er svo merkileg sko. Það er til dæmis gluggar í norður eru bara dásend. Norðurbirtan er bara mjög góð og hún, en svo er þetta listmálar vilja hafa þá birtu. Já, en svo er það náttúrulega annað. Það er það að það vera að byggja hús og það sem er svona blokkir, það sem að neðstu íbúðina, neðstu hæðunum fá bara ekki sól, fá bara ekki birtu. Ég held að það sé svolítið heklureiknum, ég lappa fram í á leiðinni í vinnuna ég og það ég verið að horfa á þessa glugga, þú veist það er mann aldrei skýra sólana. Nei, og þetta er alveg með ólíkitum. Við erum með myndir aðeins að reyndir ekki að heklureiknum, heldur orku. Já, þetta er svipu dæmi bara. Það er alltaf sama tekningin. Já, þetta er svona gáma byggingar bara. Og svo sko byggingarreglugerðir eru þannig að þeir sá sem er að byggja, hann ræður að sér miklu. Þetta er allt öðru í öðru löndum og þessi þétting byggðar sem hefur verið fer oft út í þetta að tróða. Já, að ekki sé gert nú mikið grein fyrir gert ráð fyrir hvað birtan er mikil svirið. Já, mikið af íbúðu það sem er bara gluggi bara á einni hlið og mjög djúpar sko, þannig að þú ert komin inn í íbúðuna, kannski komin, ég veit ekki hvað, 8 metra inn. 8 eða 12. Já, þá ertu bara komin í hálfgerðan bíósal bara, það sem að ljósið hefur aldrei skínið inn. Já, og svo til dæmis skiptir máli með eldhús, svona hvernig byrt er þar, því að það er svona vinnuherbyrgi og sá sem er að elda, honum verður að líða vel, bara er það, annars hætti fólki að elda bara hringir bara í volt. Nei, þetta er mjög gaman að hlusta á það, mjög gaman og ég bara ráðleg fólki að En í gamla daga held ég að í eldhúsunum að þá var vaskurinn og svo gluggi að því fólk var að vaska upp. En nú eru mjög margir konum með uppþvottavél. Þetta er þessi íbúði, ég held að ég búi í húsi frá 1930 eitthvað og þar er vaskurinn og útsýnið við vaskinn, þannig að maður getur verið að vaska upp. Ég var svo heppinn að bílaði uppþvottavél og var bíluð í nokkra mánuði, þannig að ég gæti notið útsýnið sem ég vaskaði upp. Samband hugar og handar, mér finnst þægilegt að vaska upp í handar. Slaka vel á. Gera það vel. Já. Það er mjög gaman að vasku vel. Já, ég hef verið kokkur til sjós og þá er þetta fín vinna að vasku upp. Já, en henduð ekki út kýru eða svona að það var viðbrent? Já, ég var reyndar að vera með kokki sem að brann við hjá honum og svo, ég mist hann það tóttist vera hell úr honum eitthvað og svo, ég misti pottinn. Það eru talandi um að fólki að koma við þegar á leið í bæinn, hann Vilhelm Vilhelmsson er sagnfræðingur og hann er ég held að heiti forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Hvammstanga. Hann kom við rétt, við höfum lengi ætlað að taka þetta spjall.
En tilvílun að við náðum saman og hann skaust hérna inn á leiðinni norður. Já, frábært. Hann gaf út bók hérna fyrir nokkrum árum vistabönd. Þetta er sjálfstætt fólk, svolítið svona gorgist titill á bókinni. En hérna, það hefur verið endurbreytt hana. Það er svo mikil áhugi Íslendinga á vistaböndunum að ég held að gerist varla að sé endurprentun á bókum sagfræðilegt efni. Ég þarf að lesa þessu bók. Já, en ég ætla að tala við hann um vistaböndin af því að það er bæði að fá svona skýra mynd á því hvað þetta var raunverulega af því að stundum erum við með svona svolítið einfalda mynd af þessu. Já. En líka ræða við hann um svona þetta. Við höfum verið með vitur hérna sem því eru haldið fram að þessi áföll geti erfst og að við sem þjóð verðum að eiga við sum áföll sem orðið fyrir og þá er ekki að tala kannski um Vestmannaeyja eða gos eða eitthvað svoleiðis. Þetta er kannski fyrst og fremst eitthvað fyrirbrigði eins og þetta því að í ættum og uppruna okkar flestra er fólk sem að lifði við mjög erfiðar aðstæður inn í vinnu, hjúa, búskap. Já. Og að við ættum að tala meira um þetta því að við getum ekki náttúrulega að lifa endalast í einhverju helvítis hetjusögu. Nei, þetta er samt Smári, þetta eru alveg magna á sögu sem eru til. Já. Og Þetta er með heimi bestu, ég er búin að lesa alveg ógrínna svona, mér finnst þetta alveg magna. Þú meinar að það séu líka til margar hetjusögur. Hann er að skrifa þess vegna heitir þetta sjálft fólk að því hann var að leita að viðbrögðu fólk sem hafði búið við þessar stöður hvernig þau voru að reyna að rýmka réttindi sín okkur fleira en þetta er persónusögur, hann er svona átök sem eru bara inn á einstöku bæjum og eitthvað fleira þannig að þetta er ekki við eigum engan Malcolm X sem að barðist fyrir réttindum vinnuhjúa því miður. Nei, en samt bækur Tryggva Emilssonar eru náttúrulega alveg. Já, en það er ekki þessa baráttu í svona. Nei, en stöðu fólks og að búa heiðabíli alveg skelfilegt. Til að treysta á kannski 6 vikna sumar og þá er alltaf gangu upp svo er til matur bara út veturinn eins og söguleyti hinn bókin sem heitir sjálfstætt fólk fjallar það. Já, til dæmis, já. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld. Sakniði fréttatíman okkar? Sakniði fréttatíman okkar? Ég er að fá svona, fólk er að gráta það að við getum ekki haldið út í fréttum. Ég bara konarinni finnst þú alveg gott að ég sé núna heima á matmálstímum. Herðu, við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo kemur hann Baldur Þórhallsson til mín. Þetta er augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Í grimmum heimi algjörlega nauðsynlegt að fólk sýni miskunn og við skulum biðja fyrir því að fólki verði sýnd miskunn. Það eru það margir út allan heim sem að verða fyrir óréttlæti. Biðjum fyrir friði og miskunn fyrir þeim. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á miskunnsemi. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Jæja, krakkar. Þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið Stétt, Bolholti 6. Opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Ég heiti Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Herðu, þá það heimurinn sem bara upp í loft. Ég í einhverju umræðinni verið að tala veröld sem var, sem náttúrulega bara vísun í heimsenda
bók sem var skrifuð og margir ykkur hafa lesið sem náttúrulega hugmynd það að það rísi upp bara eitthvað allt annað afl sem eyði eiginlega flestu því sem gott var í heiminum. Ég veit ekki hvort það sé of dramatískt en það svona tilfinning sem mann hafa að við sem algjörum strömmkvörfum og hingað til að ræða það kominn Baldur Þórhallsson, prófessor í Stórhólmsheiði. Hvað segirðu þú hefur nú haldið á lofti kenningu smáríki og þeim sé best að vera í skjóli einhvers stórveldis líklega. Já. Eigum við að vera í skjóli Trumps? Já, bara takk fyrir boð og gleðilegt ára á þessum viðsjárverðu tímum. Varðandi kenningu mína skjól að smáríki þurfi á efnahagslegu, samfélagslegu og pólitísku skjóli stærri ríkja eða alþjóðastofnana að halda. Líka hernaðarlegu, hernaðarlegu, varnarlegu, diplomatísku, þá held ég að svo kenning hafi aldrei verið meira relevant. Ég hef nú eitt mínum karriér í akademíunni að benda á veikleika smáríkja við lítil fögnuð íslenskra stjórnmálamanna sem marga í akademíunni sem vilja helst fjalla tækifæri og möguleika smáríkja til áhrifa. Máttu ekki tala okkur sem litla? Má ekki tala okkur litla? Nei, við viljum að tala okkur sem stóra. Sem stóra, það hefur aldrei þannig. Þannig að það var þannig, þegar ég stofnaði rannsóknarsetur smáríki því ég kem úr námi 2001, þá vorum við gagnrýnd mjög mikið og ég gagnrýndur opinberlega þingmönnum, ráðherrum fyrir að ræða Ísland sem smáríki. Og við vorum með þess að teki fyrir að mér sagt á ríkisstjórnarfundi vegna hvað hefur verið agalegur þessi ungu háskólamenn upp í Háskóla Íslands sem væri nú að stofna rannsóknarsetur smáríki og töluðu sífellt Ísland sem smáríki. Það er að tala það niður líklega. Það var það niður. Það er ykkur sagt það á fundunum. Það er að tala Ísland niður. Já, ég fekk nokkuð síndöl frá góðum stjórnmálamönnum úr utanríkisráðuneytinu þar sem var vinsælega beðin að hætta að tala Ísland sem smáríki. En var þetta spurningu við höfum verið í skjóli Bandaríkjanna og eftir að segja það við höfum að njóta þess að vera í skjóli Trump? Við þurfum ennþá á hernaðarlegu skjóli Bandaríkjamanna halda, já, en þegar kemur að efnahagslegu og samfélagslegu skjóli, þá höfum við verið í skjóli annars vegar Norðurlandana og hins vegar Evrópusambandsins. Þannig að þetta hefur verið tvískipt. Auðvitað var það þannig á tímum kaldastríðsins, sérstaklega upphafi kaldastríðsins, að við vorum í efnahagslegu og hernaðarlegu skjóli Bandaríkjanna, en samfélagsskjólið okkar eins og líta svo kom alltaf frá Norðurlöndunum. Í gegnum aðganga menntakerfinu þeirra að við vorum einfaldlega að taka upp skandinavíska velferðarkerfið. Við vorum á sameiginlegu vinnumarkaði, sameiginlega bara frjálsflæði fólks á Norðurlöndunum. Allar íslenskar stofnanir, þær eru stofnar fyrirmyndin eru norrænar stofnanir. Allt þetta í stuttumáli lítið á sem samfélagslegt skjól sem skiptir okkur mjög mikilvæga máli, en þá kemur mest á okkur samfélagslega skjóli frá Norðurlandasamvinnunni en í vaxandi mæli gegnum evrópska efnahagssvæðið, bara menntastefnan, rannsóknarstefnan, frjálsvinnumarkaður og svo framvegis, en við erum ennþá í pólitísku hernaðarlegu skjóli Bandaríkjanna. Það staðreyndin. Ef við lítum þannig á að hugsanlega eða núna eða í framtíðinni steðji okkur ógn af Rússlandi eða Kína, þá það Bandaríkjamenn sem veita okkur skjól. Grænlendingar getur sagt þetta sama. En þeir upplifa ekki skjól núna í skjólinu. Ekki aldeilis. Þannig eru við mögulega þeirri stöðu að þetta skjól geti orðið svolítið köld náhönd sem að það eins og sagður upp að þú mátt gera allt sem að þetta eftir í hug, Baldur, en bara við verðum að samþykja það. Þú mátt aldrei fara frá því sem að við viljum, myndu þau geta sagt við okkur. En það er verra saman með Grænlendinga, þeir ætla bara að taka auðlindirnar. Ef það er að marka Trump og utanríkisráðherra Trump segir að maður eigi að taka marka á hann. Já, þetta er bara alveg rétt sem þú segir og ég held að við eigum að taka mark á Trump og hans ráðamönnum. Þeir eru náttúrulega beinlínis að hóta Dönum, danska ríkinu, konungdæminu, að taka hluta þess, bara hernámi með ofbeldi og þetta náttúrulega höfum við aldrei séð áður. Eða ekki í tilfelli hegðun Bandaríkjanna gagnvart sínum bandalagsríkjum í Evrópu. Auðvitað hafa þeir komið svona fram, þeir hafa komið svona fram við ríki í Mið- og Suður-Ameríku og það hafa þeir gert raunin frá 19. öld af því þar hafa þetta til skilgreint sem áhrifasvæði sitt.
Sko, við erum, svo ég kom aftur á spurningunni þinni, þá erum við mikilvæg vörnum Bandaríkjanna sjálfra. Við erum þess vegna skilgreina ráðamenn í Washington okkur á þeirra áhrifasvæði vegna þess að telja ef að Ísland væri komið í hendur óvinarins, þá væri rauninni bara hluti af landvörnum Bandaríkjanna fallið. Vegna þess að þá er svo auðvelt fyrir óvinnugt ríki að sigla í Norður Atlantshafið og bara leggja kjarnorkukafbátum fyrir utan Manhattan og ógna öllu stórborgurum í Washington, í Bandaríkjunum. Þetta vilja þeir ekki og ég hef sagt sko, okkar varnir, gagnvart Rússum til dæmis, eru tryggðar svo lengi sem Bandaríkjamenn telja sjálfir að við séum mikilvægir í þeirra eigin vörnum. Og Rússar viðurkenna það. Viðurkenna það og við vitum það hins vegar þegar Bandaríkjamenn töldu okkur ekki lengur eins mikilvægar þeirra vörnu 2006, þá bara lokuðu þeir herstöðun einhliða og bara fóru. Þannig að þetta byggjar þeirra eigin áhættumati fyrir þá sjálfa miklu meira en fyrir okkur. Ég alveg viðurkenni það og alla tíð haldið því fram og ég held líka að því að við erum á þessu áhrifasvæði þeirra þegar kemur á öryggis- og varnarmálum, ég tel að þeir myndi ekki leyfa okkur að skipta bandamann. Við gætum ekki sagt upp varnarsamningnum, farið á NATO og ætla að gera bandalagsríki Kína. Ég held að Bandaríkin myndi ekki sætta sig við það. Skilur bara svo nefnið sem dæmi. Þannig að ríki sem eru áhrifasvæði stórveldis eins og þessa, tala ekki þegar álíka stjórnvöld eru við völd, það stígur fastir jarðar og þá mega lítil ríki síns lítils. Hvað megum við? Segjum að við myndum gera samning við Kínverja að breyta Keflavíkurflugvelli í einhverja svona umskipunar flughöfn fyrir vörur frá Kína. Myndu Bandaríkjamenn bara mæta svæðið það? Þeir myndu gera íslensku stjórnvöldum það ljóst að það væri ekki boðið og íslensk stjórnvöldum myndu fara eftir því eins og þau hafa gert hingað til. Við höfum alveg séð dæmi þetta, við sáum það Heldur að bandarísk stjórnvöld hafi stoppað Íslendinga í að taka þátt í Belt og Braut? Ég er alveg samfærður það. Pence varaforseti lýsti því yfir eftir hann átti fund með forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttir og saði niðurstöðu að fundarins væri svo að Ísland, hann gekk út af fundinum eins og hann gekk út af fundinum og lýsti því yfir að það hefði verið ákveðið að Ísland myndi ekki taka þátt í Belt og Braut. Íslenski forsætisráðherra kannast og vísa ekki við þá ákvörðun, en við höfum ekki þegið boð kínverskra stjórnvalda síðan að ræða þessi mál. Þessi ákvörðun var tekin út frá þessu sem þú út að lýsa að við erum hluta af öryggis eða áhrifasvæði Bandaríkjanna og það að fara gegn vilja þeirra myndi kosta okkur. Í öryggis- og varnarmálum myndi það, ég er ekki vissum við höfum val í öryggis- og varnarmálum, ég myndi ganga það langt, skilurðu. Í augnablikinu, í stöðu heimsmála eins og hún er núna, þá er ekki vissum við höfum val í öryggis- og varnarmálum. Og jafnvel kannski ekki 2006 því náttúrulega varnarsamningurinn var ennþá í gildi og við vorum ennþá í samvinnu með Bandaríkin en það er samt dálítið munur á Grænlandi og Íslandi vegna þess að bandarískir ráðamenn hafa allar götur frá því bara 19. öld sérstaklega á 20. öldinni skilgreint vesturhveljarðar frá syðsta odda Argentínu til nyrsta odda Norður-Ameríku, innifæli Grænland, sem bara hluti að þeirra svæði sem þeir vilja hafa tögl og haldir á. Það er alveg klárt. Við erum svona góðu eða illu. Góðu eða illu. Helst góðu, en ef það þarf að ilta þá gerum við það. Það er eins og sagan segir okkur í Mið- og Suður-Ameríku. Þeir hafa rauninni í Mið- og Suður-Ameríku þá hefur engu ríki nokkuð tíma leifst að vera til langa tíma með ríkisstjórn sem er mjög ansnúðin bandarísku stjórnvöldum. Eina ríkinu sem það hefur tekist til Kúbu. Öðrum ríkjum hefur ekki leifst af. Það hefur bara verið stigið inn í það. Og Kúba þurft að borga fyrir það með heiftarlegum viðskiptaþvingunum. Já, algjörlega. En við erum þarna svona mitt á milli klárlega áhrifasvæði Bandaríkjanna á Norður Atlantshafið sem þeir telja sig þurfa að hafa yfirráð á, en við kannski erum ekki alveg á sama stað á Grænland og auk þess sem hér er ekki að finna þessa góðmálma eða mikilvægu málma sem ég held að bandarísk stjórnvöld séu fyrst og fremst að sækjast eftir á Grænlandi og ástæðan fyrir því ég segi það er bandarísk stjórnvöld geta farið fram eins og vilja varðandi
bara varnir og öryggismál Grænland eins og þeim geta verið með hvað segir maður umsvið umsvið bandaríska hersins geta verið í smíkjur á Grænlandi og hann kæri sig þeir þurfi ekki að taka yfir Grænland til þess að vera með aukin hernaðarleg umsvið. Og þeir ekkert með neitt yfirþyrmandi umsviðar, enda þetta sem að Trump að lýsa einhverjar ferðir kínverskra og rússneska skipa, það líklega þetta bara yfirvarp, þar sem hann að tala fyrst og fremst að hann þarf út á öryggishagsmunum Bandaríkjanna, þá þarf hann að ná auðlundum Grænlands. Já, ég heyrði að í gær sagði Valur Ingimundarson, sagnfræðiprófessor, sem var mjög góð viðtali hérna hjá þér í byrjun desember. Hann sagði að það var ekki nema 150 bandarískir hermenn á Grænlandi og ég hefði eftir öðrum heimildum að þetta sé bara alrangt hjá Trump að það sé einhver mikil umsvif eða nokkur umsvif kínverskra og rússneska skipa. Við strendur Grænland, það sé bara ekki rétt. Það eru við rússneski kafbátar á Norður Atlantshafi, kannski kringum Ísland, það eru Bandaríkjamenn að fylgjast með, en það engin aukin umferð í kringum Grænland. Þetta bara uppspunni frá rótur. Þannig fyrst og fremst að horfa á auðlindir, eins og væri kannski hægt að segja með Venezuela? Fyrst og fremst og það var þessi blaðamannafundur á laugardaginn, hann var raunin stórmerkilegur. Fyrir margra hluta sakir. Eitt var það að bara Trump viðurkenndi það, raunin kannski bara fyrstu Bandaríkjaforseta, þetta snerist fyrst og fremst auðlindirnar, aðgangu auðlindinni. Það sem aðeins nýtt að Bandaríkin allir ekki einu sinni að vilja ekki einu sinni hafa lepp. Þeir vilja ekki hafa leppstjórn, þeir ætla bara að stjórna sjálfur. Trump segir að Venezuela sé stýrt frá Washington, sem virðist nú ekki vera alveg rétt, en það sem það vill helst, og það menn spyrja af hverju bara gera hann ekki bara hagstæða viðskiptasamning við Grænland og Danir og Grænlandingar hafa sagt, þú bara fær þennan viðskiptasamning sem þú vilt, þú mátt bara vera með þau hernaðar umsvið sem þú vilt, það nægir Trump ekki. Vegna þess, eins og ég sé það, hann þolir ekki neina milliliði. Hann ætlar bara að ráða þessu sjálfur. Hvernig það var náttúrulega blaðamennir sem að margir eru náttúrulega þaulvanir, í flestum fjölmiðlum þannig að þú ferð ekki í Hvíta húsið nema að vera með mikla reynslu og fólk með mikla þekkingu. Þegar hann var búinn að lýsa þessu yfir sig að þeir væru búin að ná völdum í Venezuela, að þeir ætla að stýra Venezuela, en samt var ekki Bandaríkjamaður í Venezuela og þá spurður náttúrulega blaðamennir, hvernig ætlar að gera það? Af því það skildi enginn hvernig það átt að gerast og hann manst ekki að hann sagði bara að þeir sjá þetta eitthvað svona, mjög skrítið og núna virðist vera af því það er svo erfitt að ráða í þetta það virðist vera að hann trúi því og Marco Rubio líka að þeir sé að stýra Venezuela í gegnum einhvern svona samkomulag við varaforsetann sem núna gegn í starfi forsetans hvernig eigi að stýra olíuframleiðslu. Já, en það ekki eins og þeir ætla að senda þarna að Rubio verði landstjóri í Venezuela eða? Nei, hvað sem að segja þessa árás Bandaríkjamanna á Venezuela og handtöku forsetans, það augljóst að Trump og hans fylgisveinar í Washington eru með tregi til þess að staðsetja hermenn í Venezuela, þeir gera sér grein fyrir því að það geti leitt til átaka og að bara bandaríkískir hermenn fara að falla. Þeir vilja ekki fara að flytja inn líkpoka frá Venezuela. Gríðarlega mikið af vopnum í Venezuela, það menningarleg hefð fyrir skæruliðasveitum, þannig þeir verðu að glíma mjög fljótlega við bara skæruhernað í landi sem er töluvert stærra en Úkraína til dæmis. Já, þeir munu gera margt áður en það kæmi til þess. Ég ekki að sjá að þeir ætla að fara að ráðast með herlið inn í Venezuela. Það kæmur ekki óvart, þeir eru fleiri árásir á landið, fleiri svona handtökur ef að núverandi stjórnvöld fari ekki einu öllu eftir vilja bandaríska stjórnvalda. En manni finnst nú eins og það hefur verið gerður einhvers konar samkomulag bak við tjöldin við þá Delcy Rodríguez, nú starfandi forseta núna og aðra og það má kannski segja hvað sem manni finnst þetta allt saman að ef að á að koma á frá þessari harðstjórn og koma á lýðræði landin alltaf má ekki lendi í ykkur algjör upplausn og kaos, það þarf að vera eitthvað tímabil, ykkur þarf að stjórna meðan að það verið að undirbúa lýðræðislega kosningar, það verið að undirbúa jarðveginn fyrir lýðræðislega öfl að skiptast á skoðunum.
Við hefur Trump takmarkan áhuga á þessu. Já, hann talar meira að það þurfi þetta til þess að geta komið olíuvinnslun í gang þannig að stór bandarísk fyrirtæki geti sko... Hún er meira umhugað það. Hann talar bara út frá því. Hann talar bara út frá því. En það má ekki heldur gleyma því að náttúrulega stjórnarandstaðan er náttúrulega líka öflugu Venesúela því bæði innanlands og utan, þannig hún mun ekki sitja þegjandi til lengdar að þessi núverandi stjórnvöld fái bara vera þar áfram og ekki verði kosningar í einhverju svona nánustu framtíð. Ég hef nú trú á því. Líklega hefur herinn sagt við Bandaríkjamenn að það yrði ekki friður það að stjórnarandstaðan kæmi og tæki yfirvöldin. Og þess vegna hafa þeir kosið að semja frekar við herinn. Það var náttúrulega varnarmálaráðherrann er 4 stjórnu hershöfðingi og mjög valdamikill maður líka. Já. Þannig að þetta hljómar svolítið eins og þetta sé samkomulag við gömlu að við mögum taka Maduro og við gerum svo samning í anda þess sem hann var búinn að leggja til að við bara aukum viðskipti við Bandaríkin, að slakna á viðskiptaþvingunum og þá verður aukin hagsæld í landinu og vonandi kemst á friður auktum í höndinni. Það gæti hafa verið nálgunin, já. En því miður verður við að vera að geta okkur til vegna þess að það sem að Trump kynnir hvað hafi verið gert út af hverju er eiginlega svo óskiljanlegt að það er eiginlega ekki hægt að trúa því. Nei, þó maður eigi að taka mark á því sem hann segir. Já, meðan að ég tel mjög mikilvægt að við tökum Trump alvarlega eins og það segist ætla að koma stjórnvöldum í Venesúela frá, ætlar að taka yfir Grænland, þá er ekkert að marka útskýringar hans. Það er ekki, en hann vísir talar oft af sér, eða talar af sér ekki, eða svona, hann talar svona, sakleysislega eða bara sem eins og Bandaríkjaforsetar hafa ekki lyft sér, þeir hafa aldrei vilja viðurkenna opinberlega. Hann hugsar upp á þessu. Já, að þeir séu að seilast eftir völdum í Mið- og Suður-Ameríku vegna auðlindana. Þeir hafa nú alltaf bara haldið í því svona fyrir sig, þó allir hafi vitað að það hefur verið annað. En nú bara segir hann þetta blákalt. Hann er að vísu að halda fram í tilfelli Grænlands að þeir þurfa grænlendingum út á vörnum að halda. Þetta snýst ekki það að ég held, þetta snýst bara auðlindirnar og þá held ég líka að bandarísk stjórnvöld þau eru ekki bara að hugsa til næstu 3 ára til lokkjörtímabil Trumps. Þau meta það svo og sem ég held að sé ákveðnir rétt mat, þau þurfa á auðlindum og málumannum í Grænlandi að halda til þess að vera ekki háð kínversku stjórnvöldum. Og stórveldi Bandaríkin er orðið í það erfiðri stöðu að það eru háð kínversku stjórnvöldum þegar kemur að framleiðslu bara hjá Tesla eða Microsoft eða Apple og þetta er náttúrulega ómöguleg staða fyrir ríki sem vill verða sterkast í heiminum. Kemur langt á undan þeim í fágætum málmum. Já, þannig að því leitunum til án sem ég vil allir þetta í huga réttlæta aðgerðir Trumps, þá verður að skilja þær út frá þessu. Og olían spila líka inn í þetta hann er engar þetta er bara nýlenduveldi. Já, bara afturhvarf til 19. aldar pólitíkur en við höfum aðeins að passa okkur á því að mér finnst að segja að þetta sé eitthvað alveg nýtt og eitthvað bara sem við ekki séð áður vegna það er ekki þannig, vegna þess að við höfum séð áður heimsmynd, þessi Bandaríkjamenn skiptu alltaf ríkisstjórnir í Mið- og Suður-Ameríku, við höfum verið í heimsmynd þar sem stórveldi skiptu heiminum milli sín í áhrifasvæði og tóku svona á í útjöðurunum, við höfum alveg verið í þessum heimi fyrr, hann hefur víst ekki verið til staðar síðustu 35 ár. Það er það sem er nýtt í stöðunni. Margir trúðu að hann væri bara farin og kemur ekki aftur. Já, margir trúðu á það. Og þetta er ný staða fyrir lítil ríki eins og okkur sem þar gæti staðið frammi fyrir því sem er kannski ekki staðið frammi fyrir áður og því litur það nýtt ef við þurfum að velja á milli Bandaríkjana og Evrópu. Svo er það líka það skiptir máli þegar ég veit ekki hvað þau kalla gríman falli eða tjöldin eru dregin frá eða eitthvað slúðis, það kemur ljós hversu þetta byggir á því að ná undir sig auðlindum til þess að gera Bandaríkin sterk að þegar þetta er orðið svona bert að þá er það allt önnur staða. Ég held að bara 3. janúar fyrir Grænland hafi breytt öllu
Það er ekkert skjól í einhverju svona hugmyndum alþjóðalög eða eitthvað svona. Þetta er bara eins og var sagt hérna einhvern tímann, þetta eru bara hagsmunir. Þetta er bara ógeðslegt samfélag. Það er engar hugsjónir, þetta eru bara hagsmunir. Og ég held til dæmis að eins og Kanadamenn sem hafa kannski verið að velta fyrir sig hvaða mark eigum að taka á þessu að innlima Kanada. Og allt í einu stendur utanríkisráðherrann og segir að við eigum að taka mark á hann og hann heldur áfram að svona í að þessu. Allt í einu er þetta bara óöryggi sem er á þessum svæðum sem að töldu sig að vera í skjóli vegna þau væri svona réttu megin einhvern veginn við búlín. Allt í einu er það bara farið sko. Já. Það tengist okkur svolítið held ég. Það er orðin Þess vegna verðum við að skilgreina okkar stöðu gagnvart Bandaríkjunum út frá bara hreinum hagsmunum Bandaríkjanna. Og þetta er ekki vinaþjóð, þetta er ekki forysturíki hins frjálsa heims, gleymum bara þetta þessu. Hvað er það sem Bandaríkjamenn ætla sér með Ísland? Já, sko, það sem þeir ætla sér með Ísland er að hafa Ísland í framlínunni og verja landið hugsanlegri árás í framtíðinu frá Rússlandi eða Kína, ég er ekki að spá því að sé að koma stríð, til þess að tryggja eigin varnir. Þeir ætla, við erum í framlínunni, þannig það á að koma vekk fyrir að óvinna sveitir Bandaríkjanna nái yfir á Norður Atlantshafi. Það ætlaði sér að gera, þess vegna erum við áhrifasvæði þeirra. Við heyrum hvernig íslenskir ráðamenn tala, þingmenn sem og ráðherrar. Mér finnst þér tala með þeim hætti að eins og við séum áhrifasvæði Bandaríkjanna sem við vissulega erum. Og það verður að skoða málflutning þeirra í því ljósi. Þeir eiga rauninni jafnvel erfitt með að tala með öðrum hætti. Þó ég hef verið að benda á það að mikilvægi þess að þeir tali mjög skýrt fyrir alþjóðalögum og fullveldisrétti ríkja og mér finnst þeir hafa nú skert á því. Utanríkisráðherrann hefur núna talað að mér finnst með afdráttarlausari hætti heldur hún gerði í upphafi. En auðvitað þurfa þau að, þetta er bara staðamála. Við erum áhrifasvæðir eins og hún nefnir. Það þýðir ekki sko okkur öll sund séu lokuð og þú segir sko það er ekki fyrir smáríkin. Sko alþjóðastofnanir eru helsta skjól sem smáríki geta fengið og það er miklu öruggara og tryggara skjól í alþjóðastofnunum heldur í tvíhliða skjóli lítilsríkis hjá einu stórveldi. Vegna þess að ef stórveldinu snýst hugur þá getur skjóli breyst í gildru. En stórveldi tekur ekkert mark á alþjóðalögum. Fyrirlítur alþjóðastofnanir, fyrirlítur Sameinuðu þjóðirnar. Já, auðvitað er það vand með þar, en það er... Tekur ekki mark á alþjóðadómstólum. En það er samt sem áður, það eru leikendur í alþjóðakerfinu, eins og til dæmis Evrópusambandið, sem er gríðarlega öflugt, bæði efnahagslega og er að verða meira hernaðarlega öflugt, sem skiptir máli og Trump verður að taka tillit til á einhverjum tímapunkti. Hann á í samningaverðin við Evrópusambandið á mörgum sviðum, þannig það skiptir máli. Ég held til dæmis að Ég held að hann fyrirlíti Evrópusambandið. Hann gerir það, en samt sem áður, sko að... Og þegar þeir hlaupa eins og hauslausar hænur einhvern veginn út af viðbröðum við honum, hann hlæra þessu, sko. Sleikja hann upp, sko. En það náttúrulega kemur til vegna þess að leiðtogar Evrópuríkja hafa ákveðið að láta bandaríska skattborgara borga fyrir sér varnirnar. Og er það bara hlaupandi og reyna að þóknast honum. Já, og það er afleiðing af þess. Þannig að þeir hafa ekki sjálfstæðu utanríkisstefnu. Ef að Evrópuríkin gætu staðið á eigin fótum þegar kemur öryggis- og varnarmálum, væru þau í allt annarri stöðu gagnvart Bandaríkjunum. Auðvitað, sko, maður vill ekki vera að tala fyrir hervæðingu, skilur, og verja þessum gríðarlega fjármunum í varnir. En það getur bara, ef þú vilt standa á eigin fótum, bæði til að verjast, sko, það eru daglega skærur að hálfu rússneska stjórnvalda í Evrópu. Það er stöðugar svona minni árásir rússneska stjórnvalda. Ef við viljum verjast þeim og verða sjálfstæðir gagnvart Bandaríkjunum, þá verða Evrópuríki að standa eigin fótum í öryggis- og varnarmálum og það mun kosta mikið. En þá er það að ná Evrópu saman. Því að þegar að Bandaríkin eru farin, segjum til þess út úr NATO, eða svona, ég meina áður sáttu Bandaríki bara vendan og sögðu hvernig þetta vera. Og það er bara svona þetta huglæga, þau eru þarna. Að það veldur því að þeir draga hönd sína tilbaka, að þá ertu með hringlaga borð
og þarna Þýskaland og Frakkland og Pólland og ég finna bara allt í einu að gera ólíkir hagsmunir í öryggismálum, í efnaðasmálum. En sem styrkleika Evrópusambandsins og Evrópu liggur í því að menn tala sér niður á niðurstöðu. Og það náttúrulega það sem við eigum að gera í alþjóðasamvinnu og skiptir mjög miklu máli fyrir lítil ríki. Lítil ríki eins och Danmörk eða Finnland og Svíþjóð, þau hafa innan Evrópusambands rödd við borðið. Það er ekki tillit til þeirra hagsmuna. Þau ráða enga veginn för, en það er ekki hagsmunamat þeirra, er ekki inn í ákvarðanatökuna sem á sér stað. Og auðvitað líka mikilvægt með Evrópusambandi þarf að við sína styrkleika, koma sterkt fram, en það er líka ákveðin sveigjanleika að leyfa þá. Það eru ríkisstjórnir í löndum eins og í Tékklandi og núna Slóvakíu og Ungverjalandi sem vilja feta aðra veg, kannski tímabundið hjá þessum stjórnvöldum, þá eru þau bara ekki með í einhverjum ákveðnum hlutum. Það er líka bara allt í lagi. Þá eru 24 ríki af 27 sem eru í samstöðu. Við ætlum ekki að þvinga litlu ríkin innan Evrópusambandins að gera eitthvað sem þau vilja ekki. Það bara brotnar sambandið. Já, það brotnar það bara upp. Þannig að þetta er hvorutæki mikilvægt að sína festu en að sína sveigjanleikum leið. Og það er það sem er kannski sérstaklega gott í þessari Evrópusamvinnu. Ég ætla ekki að vera með svona hæðni en Evrópa hefur komið sér saman núna hvernig kló á að vera á brauðristinni ná samkvæmum það. Núna þegar Bandaríkin er komin þá eru komnir þá er þetta öryggishagsmunir það, þú veist, tilvistarlegt öryggi ríkisins. Það er allt öðruvísi í Eystrasaltslöndunum heldur í Portúgal. Og Evrópa hefur einhvern veginn notið þess eða liðið fyrir það að Bandaríkjamenn eru þessi sterki aðili þannig að þau þurfa ekki að komast að samkomulagi svona megin erfiðustu málin. Þau hafa verið eiginlega sloppið við það með einhverjum hætti. Líka í sambandi við að nú út af hervæðingun og fleira þá er meira álag á Evrópu við viðbröðum og núna fara peningarnir að skipta miklu máli. Við sáum það í stuðningunum við Úkraínu að það klofnar á milli. Það er ekki allir til að horfa á þetta með sömu hætti. Þeir sem eru fátækari löndin sem hafa fengið eitthvað frá Brussel að þau horfa á það að kannski mun þá bara tæmast allir sjóði til okkar og þannig að það sem ég sé fyrir mér er að eins og Evrópa eftir að ganga í gegnum rosalega langan tíma þangað til að það sé hægt að tala sig niður á einhverja sameiginlega niðurstöðu í þessu stóru málum og ég er ekkert viss endilega að það haldi. Þú sér það bara, þeir gátu ekki skrifað undir samningu, fríverslunarsamningu þessi 4 lönd í Suður-Ameríku sem hefði, ef þú ert að tala að Evrópa verið að sína styrk, sem hefði verið lykilatriði til þess að sína þann styrk. En það var bara ekki pólitískt treg til þess að klára undirritunina. Nei, það hefur alltaf verið þannig þegar kemur að fríverslunarsamningum innan Evrópusambandsins vegna þess að þau eru öll hvert og eitt ríki er að vinna sínum hagsmunum sjálfsögðu. Það sem ég sé hins vegar miklu frekar er það að hvað hefur þrátt fyrir ólíka hagsmuni náðst til þess mikil samstaða aðgerðir í Úkraínu, að styðja við bakið Úkraínu, að stórauka útgjöld til öryggis- og varnarmála, við getum deilt hvort það sé en það hefur orðið samstaða meðal 24 af 27 ríkjum innan Evrópusambandsins að gera þetta og það er alveg rétt hjá þau hafa mjög ólíka hagsmuna gæta og ólík landfræðileg staða. Við erum með hlutlaus ríki eins og Írland og Austurríki innan sambandsins. Við erum með Portúgal sem staða nú ekki mikið ógn af Rússlandi, skiljiði, miðað við Eystrasaltsríkin, en samt sem áður er að nást samstað þessa málaflokka og hvernig Evrópusambandið er til dæmis að taka á þessu og til dæmis hvernig það tókst á við heimsfaraldurinn COVID á einstaklegan bara öflugan hátt að steig inn í það krafti sem hefur verið miklu erfiðara fyrir Evrópu sem heild sinni að takast á við faraldurinn ef Evrópusambandið hefði ekki verið til staðar. Það var lykilgerandi í því að útdeila bóluefni og það væri hægt að taka á þessu með skjótvirkum hætti. Þannig að ég líti á þetta meira sem hvað hefur rauninni gengið vel að ná saman þessum ólíku hagsmunum og reyna þó að taka tillit til allra aðalega við borðið og komast ekkur niðurstöðu. Auðvitað verður þetta eins og oft til þess að manni finnst stefnan ekki nógu skýr en hún er samt nokkuð skýr þegar kemur í Úkraínu og að tryggja varnir og öryggi. Það mættu rífa sér svolítið í utanríkisstefnunni frá Bandaríkjunum, til dæmis í varðandi Ísrael
og meiri sér viðskiptaþvinganir á Íran og svona, ég sé ekki pointið í því að Evrópa sér taka þátt í því. Bara skilur það ekki. Það má alveg rökstyðja það og það er náttúrulega mjög óskipta skoðanir meðal ríkja í Evrópu gagnvart Ísrael og stríðinu sem geisar á Gaza. En Evrópa alltaf verið svo háði að megi ekki fara gegn vilja Bandaríkjanna, þannig að þeirra utanríkisstefna alltaf svona hálf eins og hún sé með brotnan heskil, Get ekki beitt sér. Nei, vegna þess að hún háð vörnum Bandaríkjanna. Hún þarf að næstu komandi árum að tryggja það, hún sé það ekki lengur. Þá getur hún líka tekið miklu meira af skarið varðandi hvernig Evrópa sér fyrir sér samskipti til dæmis í Kína. Skilur, hvort hún vill að hún þurfi ekki að fylgja Bandaríkjanum að málum þar. Þegar Bandaríkjan ákváðu þetta að vera sín höfuðandstæðingur, það er ekki þar með þetta sé höfuðandstæðingur Evrópu. Við erum ekki að láta Bandaríkjamenn ákveða það fyrir okkur. Evrópa þarf að taka sjálfstæða ákvörðu það hvernig hún vill haga sínum samskipti við Kína. Þannig að það er mjög mikið þessu leiti. Þannig að ég hef ennþá trú á mikilvægi, ég hef mikið trú á mikilvægi alþjóðastofnana, sérstaklega á óvissu tímum sem þessum. Þegar Bandaríkin að grafa undan öllum alþjóðastofnunum, þá ert þú ekki einn af þeim sem vil henda þá Evrópusambandinu á bálið. Ég meina þær alþjóðastofnanir hafa aldrei verið mikilvægi heldur en núna. En aldrei veikari kannski. En það er reyndar... Nei, ekki Evrópusambandið. Þórdís benti nú á það, hefur bent á það hér líka í Silfrinu sem þú varst í, að maður getur líka séð það sem alþjóðastofnanir hafa kannski aldrei verið sterkari eins og alþjóðadómstólar. Já. En þannig það oft í svona heimsenda tímabili að það fjarar ekki allt út í aft, það getur verið svo sprikl. Til dæmis Norðurlandasamvinnan, þegar kemur að því við ræðum mikið öryggis- og varnarmál, hún hefur aldrei verið sterkari þegar kemur að þessu. Ég efast að samband á milli leiðtoga ríkjana, utanríkisráðherra ríkjana, þegar kemur öryggis- og varnarmál, það hefur aldrei verið betra. Og líka núna samvinnan okkar við Þjóðverja og Breta. Þannig að við erum smá saman að færa okkur í auknum mæli í að vinna með Norðurlöndunum og öðrum ríkjum Evrópu að öryggis- og varnarmálum. Við erum að fjölga í stoðum þjóðaröryggisstefnunar, erlendum stoðum þjóðaröryggisstefnunar, að ég tel ef að það kemur eitthvað upp á, ef að bandarísku stoðin brestur. Ég held að utanríkisráðherrann myndi ekki orða þetta svona, hún myndi ekki geta sagt það en ég held að ástæðan fyrir því og hún að stefna í þessa átt svo, hún ætla að vera búin að tryggja aðra stoðir ef þessu bandaríska brestur. En Evrópa mun ekki verja okkur gegn Bandaríkjunum. Það er bara ekki burðið til þess. Ekki í næstu áratuginu, ekki meðan við verðum á lífi. Nei, ég er nú ennþá því að okkur stafi nú ekki hernaðarlega ógn af Bandaríkjunum. Grænlandi stafur ógn af Bandaríkjunum, klárlega. Ég held hins vegar því miður að ef að Trump lætur verða af boðari stefnu sinni að taka yfir Grænland, sem Rubio og utanríkisráðherra segir við að taka trúarlega. Auðvitað mun Evrópa mótmæla mjög harkalega, Danir hæst sem og við og önnur Norðurlöndin, en ég held, eins og ég sagði í Silfrinu í gær, Evrópa mun ekki fórna NATO eða varnarsamstarfi eða viðskiptasamskiptu sínu við Bandaríki fyrir Grænland, það mun ekki gera það. Það kallaði sendiherrann á teppið, eins og sagtir. Já, og ég efast ekki það að Danir myndu slíta stjórnmálasambandi við Bandaríkin, skilur það gæti fara út í eitthvað þannig, mikil mótmæli, en það of mikið í húfi, ef maður bara metur þetta kalt, hvað sem manni finnst málið, það of mikið í húfi að slíta tengslin við Bandaríkin. Aðeins Evrópusambandið, því að það sem heldur Evrópusambandið núna ótti við Rússland, svo það náttúrulega eitt sem heldur Evrópusambandið saman, eru Bretarnir náttúrulega sem bjuggu til síni svona því hvað gerist þegar þú ferð út úr Evrópusambandinu. Þannig að öll löndi sem eru inni, þau vilja ekki fara út, því að Bretland hefur sýnt að það ekki góðu leikur. Já, þannig að öll andstaða vilji til þess að fara úr eins og var á Ítalíu og einhver leiti í Frakklandi og víðar að þetta er eiginlega fagnað. Já, mér er gaman að nefni þetta vegna þess að ég tek stundum Brexit sem dæmi það því að stjórnmálaskýrendur sem ég kannski tilheyri líka margir hverjir
hafa algjörlega ránt fyrir sér. Eftir að Bretland ákveður að í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga út úr Evrópusambandinu, þá spáðu flesti stjórnmálaskýrendur því að nú kæmi bara, nú myndi eflast andstæða í Danmörku, í Hollandi og í Frakklandi og þessi ríki myndu líka fara jafnvel út á næstunni. Ég var ekki þessari línu og sagði það er ekkert sem segir hvað þetta muni gerast þó að hreyfingar andstæðinga aðildar ESB voru sterkar í þessum 3 ríkjum á þessu tíma. Það þveröfuga gerðist. Þegar við sáu sem hún nefnir hvað gerðist í Bretlandi, hvað það efnahagslega óhagstætt fyrir Breta og samfélagslega óhagstætt, þá jókst stuðningur við Evrópusambandsaðild í öllum ríkjum Evrópusambandsins. Sko hefði þveröfugur áhrif heldur með héldu að myndi gera. Með héldu þetta er svona spillover, þetta er bara svona snjóbolti sem myndi undir vissi, það gerðist ekki. Þannig við skulum, og hvað sem Trump er að gera í dag, þess vegna skulum við ekki afskrifa alþjóðastofnanir og gleym okkur. Og ekki spá hægri bylgju þar sem einhverju Trumpistar munu taka völdin í öllum Evrópuríkjum. Nei, sko, ég hef ennþá trú á því, í þessu samhengi, að Bandaríkjamenn sjálfir munum snúa við blaðinu. Við sjáum það í þeim kosningu sem hafa átt sér stað eftir að Trump tók við völdum að demókratum hefur aldrei gengið betur. Skiljiði, þannig að það sýnir okkur að, og ég myndi bara gera ráð fyrir að svo þróun haldi áfram. En svo mættur bæta því við að þær niðurstöður ef að demókratar kæmust að völdum að þá mun það ekki verða jafn mikil breyting á stjórnarháttum og menn gætu ætlað. Það þarf eiginlega að fylgja með því að sömuliti breytti það sem að Trump breytti í utanríkisstefnunni að Biden hélt í bara áfram. Já, það er erfitt að... og það er eiginlega byrjað hjá Obama og þannig að það er ekki alltaf... Nei, við náttúrulega bara vitum það ekki nákvæmlega, en það er því náttúrulega mikill hins að munur á stjórndemokrata og republikana. Hann er því gríðarlega mikill, sko... Ég hins vegar held að Evrópa þurfi helst að óttast ef að þessi helstu ráðgjafa Trumps og ráðherra kæmist í valda. Þessi miklu hættulegri gagnvart varðandi tengsl, að við halda góðum tengslum milli Bandaríkjanna og Evrópu heldur en Trump. Og þá er ég að tala um Vance og stríðsmálaráðherrann og Miller helsta ráðgjafa. Þessir helstu ráðgjafar hans sem vilja ganga enn lengra heldur en hann. Ég held að sko Trump sé svona pragmatismi, byrsti. Meðan þeir eru hugsjónamenn. Og líta á Evrópu sem bara sjúka alveg. Já, og bara boða sem ég finnst lítið fjallaðum hér á landi, sko bara afskipta innanríkismálum í Evrópu. Aftur, þetta er ekki nýtt. Út frá sjónarhóðni einhvers konar hvítrað yfirburðaríkju, sko. Já, sko annars konar afskipta innanríkismálum, en á sama tíma, gleymum því ekki að þetta er ekkit nýtt. Bandaríkjamenn skiptu sér rosalega mikið að innanríkismálum í Evrópu á tímum kalda stríðsins. Þeir stóðu ekki fyrir byltingum, þeir eru í aðstöðu nú, reyndu nú eitthvað í Grikkland og eitthvað svona, sko, en sko, þeir reyndu að hafa mikil áhrif með stefnu sinni á innanlandsmál í ríkjum Evrópu. Það er ekkit nýtt, en þeir hafa ekki verið að reyna að gera það síðustu 35 ár, en nú ætla sér að gera það. Við þekkjum bara okkar sögu að það voru áhrifamenn í Sjálfstæðisflokknum sem fóru bara vikulega og fengu línuna í sendiráðinu. Þetta er komið fram í frásögnum manna. Já. Þessi kaldastríðið fyrir okkur er átök innanlands. Það stundu verið að tala um það eins og þessi heimsátök. Kaldastríðið er líka átök sem er inn í samfélaginu. Það sem er verið að baráttan völdin í verkalýðshreyfingunni og verið að halda fólki frá eins og bent á stöðum, lánum og bara einhverju vexend í lífinu út af stjórnmálaskoðunum, verið að fylgjast með fólki, skrá stjórnmálaskoðunni þess. Kaldastríðið var bara á götum Reykjavíkur. Já, og þá kemur því líka, þó ég hef mikið, eins og við nefndum í upphafi, mikið skrifað mikilvægi þess að smáríki njóti skjóls, þá nýtur smáríki aldrei skjóls að kostnaðarlausu. Það fylgir því alltaf ykkur kostnaður og hann getur verið efnaðislegur, en hann getur verið í því að þú þurfir að fórna utanríkisstefnu þinni. Hér á landi hef ég líka skrifað það, kostnaðurinn fólks í þeim innanlands átökum sem þú varst að lýsa. Þannig þó við nýtum hernaðarlega vernd Bandaríkjanna á tímum kalda stríðsins, kostnaðurinn var í gríðarlegu átökum innanlands sem líka bara splundraði heilu fjölskyldunum. Splundraði fjölskyldunum og var sömuleiðis fjármagnaðar ekki bara, ég er ekki eitthvað svona svokölluð rússagulli frá Bandaríkjunum, heldur bara eins og með samningum verktakavinnu á Keflavíkurflugvelli sem var skipt á milli Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks til þess
þess að fjármagna þá flokka að ykkur leiti. Þannig að það var bara raunveruleg afskipti og þetta er saga sem að ég held að við mættum nú aðeins skoða betur á Íslandi. Mér finnst það allt of mikið verið að fjalla svona vinstri hlutan af þessu, einhver svona menn að ganga þar upp og játa á sig einhverja syndir. Mér finnst það vanta eiginlega hinasöguna inn í svona seinni hluta 20. aldar sögu í Íslandi. Já. Það sem ég ætla að draga í það. Nei, algjörlega. Ég finnst það gaman að því það, ég veit það er allt annað en ég finnst það best gaman að því, sko, vinstri sinnaðir þingmenn og þingi eða í miðjunni, þeir fá mestu fyrirsagnir í íslensku blöðum ef þeir biðja sjálfstæðismenn afsökunar. Það er eftir það. Ef þeir játa ef þeir hafa gert eitthvað á hlut sjálfstæðisflokksins, sko, þá fá þeir fyrirsagnir í íslensku blöðunum. Því það er það sem menn eiga náttúrulega að gera. Hvort sem það eru óbreytti þingmenn að forsetar Alþingis, þeir þurfa að biðja sjálfstæðismenn afsökunar. En þið út af þannig skjól og ég hef grunað að þú ættir að fara að benda að við að fá skjól í Evrópu, að þeir eru með Evrópu að hangi saman á óttanum við Rússa og fordæminu frá Bretlandi. Það vantar svolítið að ef við hefum verið að tala um Evrópu, segjum 95, þá hefur við verið að tala um eitthvað svona hugssjón, hvert við ættum að fara með samfélagið og þannig að núna er þetta meira svona viðbrögð við aðstæðum og fleira og kannski eftir að koma í ljós hvernig þeim gengur. Þú trúa því að fólk tali sér niður á góða niðurstöðu. Við erum utan. Þannig þetta er það sem heldur þeim saman sem eru inni. En það er ekki þar með sagt að þetta sé góðu kostu fyrir okkur sem er fyrir utan eða normenn. Það er ekki þetta merki skoðanakönnunum í Noregi að það sé að aukast fylgi við að gangi í Evrópusætið og stjórnmálafólk þar bara þvertekur fyrir það. Við ætlum ekki að fara aftur í þær erfiðu umræður innanlands sem að fólust í þjóðaratkvæðagreiðslunum 73 og 95 ef ég maður rétt. Þeir ætla bara aldrei að gera það. Þú sagði ég að minna aldrei. Ég hugsa ekki að komið fyrir að því heldur með höldum. Að norðmenn gera það? Já, umræðin er í vaxandi mæl og ég sé það á síðustu dögum að það eru aðeins innan verkamannaflokksins sem eru farin að tala fyrir því að norðmenn þurfi bara að ræða þetta. Þetta þurfi að vera upp að borðinu. En sko, varðandi fyrst sem hún nefnir, varðandi sko hvað Evrópa stendur fyrir, ég held einmitt að það hafi sjaldan er aldrei blasa skýrar bara við höfum aldrei séð skýrari mun annars vegar á því hverju Evrópusambandið og ríki Evrópusamvinna þeirra á hvað grunni hún byggir á miðað við Bandaríkin. Menn er að hafa dustað ríkið af því að Evrópusambandið er myndað til þess að koma á friði í Evrópu, stuðla friði, byggja upp lýðræði, virða mannréttindi og koma frjálsum viðskiptum. Ég held að það sé einmitt þessi gildi sem ríki Evrópu, minnst kosti í Vestur-Evrópu, hafi hávegum sem séu sterkustu stoðir samvinnurinn í dag. Og í vaxandi mæli erum við að líta til þeirra og þá er svo kontrastinn, ef ég má sletta, við Washington orðin svo mikil og þá sjá menn þetta betur og þú hefur Evrópa á milli, við sjáum stjórnina í Moskvu, við sjáum stjórnina í Washington og við sjáum stjórnina í Brussel. Það getur vel verið okkur líka ekki við hún eða við stjórnvöld í Evrópu en við vitum það á hvaða grunni ríki Evrópu stjórna og hvað hugssjónum þeir byggja á. En það er ekki vandi að svara og segja að allt sem hún nefnir, að það er í svona hörnunastigi í Evrópu. Þú talar frið, það er bara stríðin í Evrópu og herrvæðing. Þú talar lýðræði, ég held að sé bara vaxandi tilfinning almennings fyrir að þau hafi lengi stjórn í samfélaginu. Þú talar mannréttindi, kannski svo málfrelsi og svona, við höfum séð að í tengslu við Gaza, það er verið að þrengjað málfrelsi fólks í Þýskalandi, það er fólk í fangelsum í Bretlandi, það er fólk í hungurverkfalli, búið verið 50 dagi í hungurverkfalli vegna þess að það fær ekki að mótmæla Palestínu, verið þjóðarmorðinu á Gaza. Þannig að það eru mörg merki þess að þessi hrörnunar enginn innan Evrópu. Og því Evrópu sinna verið að svara því svona. Sko, ég myndi... Við viljum ekki tala um heiminn eins og nætt að vera, við erum að tala um heiminn eins og hann er. Já, ég myndi ekki vilja ganga þetta langt. Það er vissulega í umræðinni og hjá sumum stjórnvöldum er bakslag í kvennabaráttunni, það er bakslag í réttindum hinsegin fólks, sérstaklega trans fólks og stjórnvöld er að grípa til
takmarkan á tjáningafrelsis vegna stríðsins í Gaza vissulega. Þrengingar réttindum, hælisleitið þetta sem líka kannski mannréttinda bara okkar tíma? Já, en ég velti fyrir mig hvort þetta sé ekki meira sveiflur tíðarandans, skilurðu, sem eru bara svona pólitískar sveiflur, hægri, vinstri í þessu, heldur en það sé eitthvað svona langtíma stefnumótun og breytingar sem eiga sér stað. Þannig við mögum ekki gleyma okkur því að þetta sé bara endalega komið til að vera. Við höfum séð hægri bylgjur, vinstri bylgjur, miðbylgjur í evrópskum stjórnmálum og þær ganga yfir álfuna, skilurðu. Svo yfirleitt eru menn við stjórnvölinu einhver tíma og þá komast andstæðingarnir að. Þannig að styrkleiki þessa populísku hægri öfgaflokka eru sterkir, en þeir eru líka að svo múið deilum það leiðin að leyfa þeim að komast til valda, setja við ákvarðantökuborðir, það hafa öll hinn Norðurlöndi gert. Sko ég er ekki að mæla með þessu. Þeir hafa dregið úr, getur við sagt, ítrustu, róttækustu stefnum hægri populísku flokkana í Norðurlöndunum með því að setja þau við ríkisstjórnarborðið. Eða við stuðningu við ríkisstjórnina, meðan þeir eru útilokaðir til dæmis í Þýskalandi. Hvor leiðin betri? Ég ætla ekki að dæma það, mér langar að benda á það hvernig glímt við þetta á hinum Norðurlöndunum. Þannig að sko, ég ekki svona hvorki svartsýnn sem margir eru á innanlandsmálinn í Evrópu og ekki, ég vil líka leyfa mér að ég ekki eins svartsýnn sem margir eru á innanríkismálinn í Bandaríkjunum. Því við sjáum sveifluna til þess að trú á okkur viðspyrnu. Ég trú á viðspyrnu sem ég bara dæmir sko söguna. Þegar pendúllinn sveiflast mikið til vinstri þá kemur viðspyrna frá hægri, ef hann sveiflast til hægri þá kemur hún frá vinstri, skilurðu. Og þá má sé viðspyrna núna er frá hægri, skilurðu, hún það. Það verið að mótmæla þeir breytingum sem hafa átt sér stað í samfélaginu, sem mörgum finnst það hafi farið allt og mikið til vinstri, bæði Bandaríkjunum og Evrópu. Hægri menn að rísa upp á mótmæla og vilja færa pendúlinn nær sér, þeim að taka stað. Ég ekkert þessum að sveiflist alla leið til hægri. Svo það líka kosningar sem við séð undanfarið að þessi stórkostli sigur ysta hægrisins, hann kemur ekki alltaf sko. Við erum með kosningar í Hollandi, sveitarstjórnarkosningar í Danmörku, við erum með forsetakosningar í Írlandi og ég lað flestar kosningar sem hafa verið. Þetta ekki að birtast sko. Nei, og við skulum líka það bør líka segja, þegar segja þessi hægri populísku öfgaflokkar, eins og Ólafur Þ. Harðarson kallar þá, jafnvel þegar þeir komast til valda á hinum Norðurlöndunum eða bara nýlega í Hollandi, það var engin umbylting á Ítalíu, það var engin sko umbyltingin á stefnu ríkisstjórnarna. Jú, vissulega, réttindi kvenna eru takmörkuð einhverju leyti, réttindi transfólk geta verið takmörkuð. Ég ætla ekki að bara mæla þessu bóta að vita það, held að vonandi vita það allir, en skilur það engin algjör umbylting á stjórnarháttum. Þannig við sko megum ekki missa okkur til dæmis við andstöðu við þá og segja að það bara alltaf hverfandi hveli ef þeir komast til valda. Ég ekki alveg viss að svo sé. Þú vilt leiða að pröfa. Ég vonum að fylgið þér að falli. Ég sé hvað að gera á Norðurlöndunum, að þeir þegar þeir setjast við ákvarðanatöku borðið, þá verða þeir skynsamari, þeir fara að stjórna meiri praktík, eins og maður þurfa ofta að gera, þeir horfast í augu við raunveruleikann og ítrasta öfgastefna þeirra dempast. Nú hljóma ég eins og ég fara að tala fyrir hægri flokkum. Nei, ég nú bara reyna að greina því ég skrifaði fyrir nokkrum árum einmitt grein flokkakerfið á Norðurlöndunum og mér fannst skemmtilegast, ef maður segja sem svo, að skoða hvernig Norðurlöndin í lengri tíma hafa beitt alltaf aðferð að eiga við þessar hægri populíska flokka með einmitt að gefa þeim sæti við ákvarðanatökuborðið. Þeir hafa verið í stjórn í Finnlandi og tapað miklu fylgi. Þeir hafa verið í stjórn í Danmörku og tapað miklu fylgi. Fyrst voru þeir í svipari stöðu og Svíþjóðardemókratar eru núna sem stuðningsflokkur og þá heldu þeir fylgi sínu og Svíþjóðardemókratar halda því. Framfaraflokkurinn í Noregi náttúrulega svolítið öðruvísi heldur en þessi flokkar, en hann í miklu uppsveiflu, en það má líklega rekja til þess að hægri flokkurinn þar í einhverju stórkostluðu tjóni, svona svipað og sjálfstæðisflokkurinn hér, bara verið í frjálsu falli, bara undarfarið í bara miklum erfiðleikum með innanflokksmál sem að þá bara færist fylgið á hægri vangnum til. Þannig ég veit ekki alveg hvort að þetta
lesa út úr því að það sé endilega allir norðmenn að taka undir málflutning framfaraflokksins. Nei, sko, norski framfaraflokkur er náttúrulega lengi stutt ríkisstjórn til hægra megin þar við miðju eða verið í stjórn sko. Já, það er ekkit nýtt sko. Hann fór niður. Já, og ég er ekkit að mæla þessu bót, ég bara benda á þetta að ég er ekki að, heimurinn er ekki að hverfa þetta kveli. Og þú vilt að við förum og leitum skjóls í Evrópu? Já, ég er bara benda á það. Ef við verðum að ganga til, nú erum bara komið þjóðaratkvæðagreiðslan. Ef við halda áfram, halda viðræðum Evrópu, hvað ætlum þú að gera? Við þurfum að má ekki spyrja prófessor á því að þú mátt alveg segja það má alveg spyrja því. Ég hef lengi talið bæði út frá mínu fræðum og persónulega að við þurfum á efnaðslegu og samfélagslegu skjóli Evrópuríkja að halda á báðum sviðum. Við njótum mikils samfélagslegs skjóls af þeim þegar í þessum rannsóknarprógramum, frjálsur flæði fólks og svo framvegis. Ég hef skrifað margar fræðigreinar það mikilvægi þess að njóta efnaðslegs skjóls af Evrópusamvinnunni. Mér finnst við lítið ræða það hér á landi, það hefur einhvern veginn gleymst í umræðinni. Annars sem við ræðum lítið eiginlega utanríkisstefna sem var hérna eftir hrun í mjög skamman tíma, sem var að þegar við var gerður fríverslunarsamningu við Kína og undirbúin, ég held að það hefur verið klárað líka fríverslunarsamningu við Indland, sem var svona hugmyndum að við gætum sem lítið land verið eiginlega góður vinnur allra. Já. Eftir Úkraínu þá er enginn til að ræða þetta sem valkost. Þannig að því að þú ert að líta við verðum að vera í skjóli og það er hluta þínu kenningum. Það að vera utan allra blokka og segja bara við ætlum ekki að taka afstöðu í neinum deilum þar sem að því að við erum bara svo fá að við viktum alla sko, þannig við ætlum ekki að gera. Þannig að þú hafnar sem valkost. Já, ég bara bæði sögulega ef maður skoðar hvernig smáríki hafa valið, hvernig þeim hefur vegnað, þá geta þau ekki til langs tíma verið það. Sérstaklega ef þau séu á okkur svæðum sem stórveldi girnast, þá þurfa þau að taka af skarið og ég held að sé einfallega bara ákveðin útapía að halda það að við getum verið í einhverju sem menn voru hér bara ekki fyrir nokkrum árum að sérstaklega góður í samvinnu við rússnesk stjórnvöld, kínversk stjórnvöld og bandarísk stjórnvöld og Brussel. Þetta er bara einhver útopía að mínu mati. Þetta er ekki að ganga. En þú segir að sem að stórveldi girndast að því varum að tala hvernig Bandaríkin skilgreina og þú er búin að lýsa því mjög ágætlega hvernig Bandaríkin skilgreina okkur sínu orðasvæði og það er eiginlega, maður getur bara séð fyrir svona myndrænt að það sé eitthvað flæði sem að kæmi frá Norður Atlantshafinu til Bandaríkjana. Þetta maður getur vísað í það sem að Rússar segja Úkraínu að við verðum að því að það verður bara opnar slétturnar bara beint inn í Moskvu ef við verjum okkur ekki þar og líklega að horfa Bandaríkjamenn á Ísland með sama hætti. Þannig að það mun engin snerta þessa eyju sem ekki treysti sér í stríð við Bandaríkin. Ekki hernaðarlega og öryggislega, en ég held að við klárlega höfum val að vinna náið með Evrópu og nánar efnaðslega og samfélagslega og Bandaríkin eru heldur ekki að mæla því mót að við vinnum nánara öryggis- og varnarmálu með ríkjum Evrópu. Vegna þess að það kannski bera þau meiri kostnað á okkar vörnum heldur en þau. Þau eru ekki að standa í vegi fyrir því, gleymum því ekki heldur. Þau eru ekki að standa í vegi fyrir því. Nei, þau eru ekki að gera það. En þau myndu ekki líða það að við segðum með varnarsamningnum að ég held í þessari stöðu mála. Skilur, það er annar mál. En við getum fengið nýjar stóðir undir. Skilum ef við höldum bandaríkjastóðinni. En til hvers er það að fara stóðir ef að þessi stóð er svona augljós að bandaríkjamenn munu ekki verið okkur, þeir munu verið sína hagsmuni þannig að engin utanakomandi getur komist til vald og áhrif á Íslandi án þeirra samnings. Til hvers eru við með eitthvað svona belgíski herin eitthvað 3 vikur ári? Jú, það skiptir máli, það styrkir stöðu okkar. Ég til dæmis tel að ef að Grænland væri innan Evrópusambandsins, það væri í sterkari stöðu. Ég er ekki að segja að það myndi útiloka það að Trump tæki landið yfir, það væri sterkari stöðu. Ef að danski forsætisráðherrann og grænlenski landstjórinn hefðu þegið boð franskra stjórnvalda að staðsetja franska hermenn á grænlenskri grundu, það styrkir aðeins stöðu, það hefði styrkt stöðu Grænlands á þess að ég sé að segja að það myndi komið í veg fyrir að bandaríkjastjórnvöld gerðu það. Það er að það gerir ýmislegt til að styrkja stöðu þína.
Það er að gera ýmislegt eins og að vinna nána með Evrópuríkjónum á öllum þessum sviðum sem við erum að gera. Þannig að stjórnvöld eru í svona varfærnislega að fikra sig í átt að Evrópu. Herru, Baldur, gaman að fá þig hingað að spjalla þessi áhugaverð mál. Það vantar ekki að sé heimilið skaffi ykkur áhugaverð umhugsunarefni í þínu bransa. Heldur betur, það er mikið að takast á við. Já, vonandi hættir það bara. Vonandi hefur ekkert að gera það bara. Já, ekki þið sest bara í Helgan Stein. Ég held ég þurfi ekki að ágjöra því á næstu missurum. Nei, en þú ert búin að, þú ert ekki með neitt svona sterkan ugg gagnvart framtíðinni. Þú sérð alveg hættunar og svona. En þú hefur trú á því að þetta fari vel. Já, ég hef trú á því að verði viðspyrna í ríkjum Evrópu og í Bandaríkjunum og við veljum líka rétt að lókum. Kæra þakki, Baldur. Takk. Og við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðurum, ætlum að skilja hann heim næsti kaplir eftir augnablik. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, næst ætlum við að ræða pólitík á sveitarstjórnargrunni aðalega, en það er nú eiginlega bara erfitt að ræða alla pólitík á Íslandi í dag án þess að hugurinn hverflega einhverju leiti til móðurskipanna og fara einhverju leiti út í heim, þannig að við förum ef til hér víðan völl á eftir. En þau eru komin hingað þau Sara Björg Sigurðardóttir sem gefur kost á sér í annars sætið, ekki satt? Þriðja. Já. Þriðja fyrir Samfylkinguna í Reykjavík. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert að koma hingað í fyrsta skipti og gaman að fá þig. Breiðhyltingurinn í hópnum, ekki satt? Já, það eru nokkri breiðhyltingar en ég er breiðhyltingurinn núna. Og svo Vilhjálmur Árnason, ritari Sjálfstæðisflokksins, vertu velkomin einnig. Já, takk fyrir. Þú ert nú ekki að koma hérna í fyrsta skipti? Nei, ég er búin að koma hér mörgum sinnum. Já, þú er komið alltaf gaman að koma. Já, og þú hefur svona verið síðast í deiglu fjölmiðla sækir þeirrar ákvörðunar þinnar að gefa kost á þér í oddvitasæti Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Já, það passar. Stærsta sveitarfélag fyrir utan höfuðborgarsvæðis. Nákvæmlega. Mér langar til þess að biðja ykkur að leiða saman hestana í pólitískri umræðu sem sagt að einhverju leiti nær og fjær. En við skulum byrja á því að svona heyra, þú hefur náttúrulega fært rök fyrir því að hverju þú býður þig fram sem oddvitaefni Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ. Þið eruð 3 frambjóðendur núna sem að ætla að taka þann slag. Það hefur heyrst að Sjálfstæðismenn sé að flýja sökkvandi skip. Við erum með Áslaugu Örnu sem fór í nám og ég geti talið upp svolítið lista svona, já. En sko, ertu að gefast upp á Sjálfstæðisflokknum á Alþingi og Guðrúnu Hafsteins þegar þú tekur þessu ákvörðun? Nei, síður en svo, og ég hef nú bara fulla trú á því að þessi ákvörðun mín getur frekar bara styrt flokkinn á landsvísu. Og eins og ég kom inn á er nú Reykjanesbær stærsta sveitarfélagið fyrir utan höfuðborgarsvæðið og þar á meðal stærsta sveitarfélagið í Suðurkjördæmi, þar sem við Guðrún erum þingmenn flokksins. Og við teljum það styrkja Sjálfstæðisflokkin mikið, hvort sem sé hér í höfuðborginni og höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, ef að Sjálfstæðisflokkurinn nær að vera í meirihluta í þessum stóru sveitarfélögum. Barstu ákvörðunina undir Guðrúnu? Já, ég er búin að þetta er búið að vera umræðan. Getur upplýst hvernig hún tók í það? Já, það er ekkert mál, sko. Guðrún
sagði bara skýrt að hún styði mig því sem ég tek fyrir hendur og treystir mínu mati í það hvað ákvörðun ég tek, þó að hún vissulega myndi sjá eftir mér úr þingflokknum og annað slíkt. En það liggur alveg fyrir þú myndir hætt á þingi ef þú... Já, þegar ég verði orðinn bæjarstjóri Reykjanesbæjar, þá myndi ég hætta á þingi. Það liggur alveg fyrir. En ég verði á þinginu fram að því og svo eru bara komið ljós hvernig niðurstaðan fyrir, maður fyrir náttúrulega í þetta þess að komast í mark. Ef þú komast ekki í mark þá heldur bara áfram á þingi, það bara fyrsta sætið eða ekkert, það eða hvað? Já, ef ég vinn ekki prókjörið og annað slíkt, sko. Og þá bara höldu áfram, en ég hef bent á það að ég með langa og mikla reynslu á þinginu, þannig að, og ég ekki að fara langt, þannig að ég mun styðja þingflokkin. Ég líka ritari flokksins og hef fullan aðgang að þingflokki flokksins sem ritari, þannig að ég verði alltaf til staðar og mun hafa mína reynslu og þekkingu til þess að vera í samskiptum við allt stjórnkerfið og styðja þingflokkin og flokkin allt land áfram. Þannig að þetta bara svona eins og ég sagði þegar ég gaf þetta út, að í stjórnmálum maður að taka stórar ákvarðanir og maður þarf að vilja fá áskoranir, og nú ég búin að vera þetta lengi á þinginu og bara í minni sterkustu stöðu þar, myndi ég segja. Og ég held að svo sá ég bara þarna svona spennandi áskorun og mikilvægt tækifæri sem ég bara einhvern veginn fannst ég varð að taka með mínu stuðningsfólki sem að svolítið hafði trú á þessu verkefni, að vera hægt að innleiða mikla sókn inn í Reykjanesbæ. Hvað viltu segja við Ásgeir Elvar Garðarsson, framkvæmdastjóra bílaleigunnar Geysis, sem segir, ég verð að segja það hreinskilnislega, að það kemur verulega óvart og kemur öðrum frambjóðendum í leiðtogaprófkjörinu í flókna stöðu að standa í framboði gegn ritara Sjálfstæðisflokksins og eina þingmann okkar Suðurnesjamanna. Það er mín skoðun að leiðin áfram að upp á við sé ekki svo að veikja þingflokk Sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi, sérstaklega í þeirri ásýndar krísu sem Sjálfstæðisflokkurinn komin í. Já, ég vil bara þakka Ásgeiri fyrir þessi hlýju orði minn garð. Þannig að hann lýsa hversu sterkri stöðu ég í. Ég ritari flokksins og nýtt stuðnings. Já, vissulega. Ég skil hann vel að auðvitað maður í annari stöðu sem ritari flokksins, kjörinn á landsfundi. Og eini þingmaður Suðurnesja, eins og hann bendur á. Já, eini þingmaður Sjálfstæðisflokksins á Suðurnesjum, akkurat. En eins og ég sagði áðan að þá, eftir mína miklu reynslu, þekking og annað slíkt, að þá tel ég mig geta lagt jafn mikið á mörkum til þess og eiginlega enn meira fyrir Suðurnesin, með því að koma sterkur inn í oddvita sæti þar. En kom þessi andstæða þér óvart? Áttur ekki von á því að menn myndu stíga fram með svona ummælum eins og þarna hefur verið? Nei, það kemur mér ekkert óvart lengur í stjórnmálum, sko. Þannig að mér fannst þetta bara hlý orð hjá Ásgeiri að benda á þá sterku stöðu sem ég hef og þykir bara vænt það að hann horfi til mín sem öflugs og sterks þingmanns og finnst vænt að honum þykir ég mikilvægur fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins og við Ásgeirum unni mjög vel saman í mörgum baráttumálum fyrir Suðurnesin og hann öflugur drengur sem hefur verið mjög skýr í máli alltaf og við erum sammála í skoðunum. Áður en ég sný mér að Söru Björgu, þegar þessi þáttur tekinn upp, þá klukkan ekki orðin 12 á þessum fallega þriðjudegi á nýju ári, 13. 7. janúar. En sú frétt sem hefur vakið athygli í morgun að Guðlaugur Þór ætli ekki að taka leiðtogaslag í borginni. Hvað viltu segja það? Kemur það þér á óvart?
Já, ég átti nú vona á því að Guðlaugur væri að fara í framboð svona með að við umræðuna og annað slíkt undan farið og Flestir fréttaskýrendur voru þeir sammála það, hann stemdi þangað. Já, en líka bara það að það svolítið sérkenni Sjálfstæðisflokksins eru þessi prófkjör að leyfa fólkinni í flokknum að velja sér sína fulltrúa og við höfum svona, prófkjörin ekkert alltaf, það ekki allt gott við prófkjörin, en þetta hefur verið svona lýðræðislega leiðin og við höfum svona sagt stundum, þetta illskásta leiðin annars slíkt sko, þannig að það var ekkert óeðlilegt að fólkið í borginu og stuðningsmenn Guðlaugs myndi leggja hart að honum að bjóða sig fram. Og það stemdi svona í það að hann var að gera það. Maður hefur heyrt að Sjálfstæðisflokkurinn í borgarmálum hafi verið alltaf 3 klofin, þannig að þetta sé líka svona ólíkir armar. Já, við hefum oft heyrt það sko, en í grunninn erum við alltaf bara sjálfstæðismenn með sjálfstæðisstefnuna og ég sé það bara yfirlýsingu Guðlaugs að hann metur það bara sem svo að við erum með miklu fleiri sameiginlega málefni heldur en það sem sundrar okkur, þannig að hann vildi ekki fara að ýta undir þá sundrun í gegnum flokkadrætti, heldur bara einbytta sér að verkefninu sem það mikilvægast. Hann kannski svolítið að tala inn í það sem ég nefndi áðan, að að flýja sökkvandi skip. Þetta hefur kannski ekkert litið allt og vel út í kjölfar þess að Guðrún Hafsteinsdóttir verður formaður Sjálfstæðisflokks með minnsta mun. Maður getur svo sem tekið undir það hjá honum að þú ert á leiðinni í Reykjanesbæ ef hann hefði verið á leiðinni í borgina og Áslaug Anna þarna úti og eins og ég segi fleira mætti telja, stundum sagt að Þórdís Kolbrún sé ekki í réttum flokki og hún geti verið á leiðinni eitthvað annað. Já, ég held að þetta sé nú, ég verð bara að segja eins og að ég nú bara á þessu kjörtímabili verið í þessum 14 manna þingflokki Sjálfstæðisflokksins sem bara mjög samhentur og öflugur flokkur og Áslaug Arna nú bara í tímabundnu leyfi og kemur held í 2 tilbaka bara núna í vor og Sigurður Örn sem hennar varaþingmaður kemur gríðarlega öflugur bara eins og fullmótaður þingmaður inn í þingflokkin og ég vil ekki meina að við séum eitthvað sökkvandi skip þetta reynir á í stjórnmálum og það brekkat, já, það fylgir sígur annars líkt, en við komum bara mjög samhent og styrkjar inn í haustið eða inn í desembermánuð, börðumst með kjaft og klóm gegnum öllum þessum skattahækkunum, við komum með útfærðar efnaðastillögur, við komum með samhendin hópur með fullt af skattalækkunartillögum, hagræðingartillögum og allt saman. Við erum að koma með fullt af lausnum í hinum og þessum málum þannig að það kemur bara maður í manns stað og við erum breiðfylking sem að þetta byggist ekki á persónum, þetta byggist á okkar grunnstefnu og hvernig okkur sem hópi tekst að koma henni á framfæri. Byggist ekki á persónum, segir Vilhjálmur Sarabjörg, en tilhneiging stjórnmálana undanfarið hefur verið svo að það hefur verið, getur maður sagt, oddvita blæti. Það skiptir mjög miklu máli virðist vera hverjir í stafni í leiðtogar út allan heim. Að svona persóna áhrif hafa orðið sterkar og sterkari og margir sem falla milli skips og bryggju sem eru þar fyrir neðan og fá lítið plás, fá lítinn tíma hjá fjölmiðlum og svo framvegis. Þú ert í Samfylkingunni og þið hafið alveg gríðarlega lengi verið með stjórnartaumana í borginni og nú verður sem sagt Heiða, hún fær Pétur Martinsson á móti sér í afstasætið. Finnst þér að þar fari í flokki sem mælist með heiminskautum í hvað fylgi varðar á landsvísu, finnst þér að Samfylkingunni hafi tekist að finna 2 öflugustu oddvitana til þess að vinna góðan sigur í sveitarstjórnarkosningunum í vor með Heiðu og Pétri? Það þetta ekkert launungamál að það flókið að vera í stafni í svona langan tíma eins og hefur verið. Flokkurinn hefur verið leiðandi afl í borginni núna í næstu 4 kjörtímabil og það þarf þetta að koma endurnýjun inn. Ég bara, eins og ég tala fyrir sjálfa mig,
Þannig að ég bara fagna þessu framboðum, það eru 17 kandidatar búin að gefa kost á sér í borgina fyrir Samfylkinguna og þetta eru bara sýnir hversu breiður hópur að baki Samfylkingunni í Reykjavík. Þannig að, og þetta framboð, þessi oddvita lína sem tekið núna, þetta framboð sem að þessi 2 kandidatar, þetta náttúrulega bara styrkir oddvitan hversu sem hann verður áfram í að leiða vagnin. Þannig að ég hef bara trú að því að þessi lýðræðisveisla verði bara ákveðin svona innspýting inn í nýja Reykjavík, þar sem við getum bara móta til framtíðar og haldið áfram að móta borgina vel og við höfum gert. En auðvitað má laga og má gera betur, alltaf. Það er þannig, það er bara, og við, eins og mitt framboð, ég hef alveg búin að vera á kantinum, ein af þeim sem hefur verið á kantinum, þannig að ég tel mig að fullt erindi inn í stjórnmálin núna og hlakka bara til að taka baráttuna framöndan, þessar 3 vikur sem eru til stefnu. Já. En gefur það upp hvort þú styður Heiðu eða Pétur? Nei, ég vil einbeita mér að mér og Söru. Ég stend fyrir hverju mitt sem Breiðholt og hef unnið mjög mikið og gott starf fyrir Breiðholti síðustu árin og bara sæki brautagengi í 3. sæti til að halda áfram því góða starfi sem ég hef unnið þar, en ég hef ekki verið borgarfulltrúi. Ég er búin að vara á kantinu núna. Þannig að nú er bara komin tími til að sækja fram og ég bara er stolt af því að hafa tilheyrt þessari liðsheild þótt að ég hef verið varamaður á kantinum, en ég vil núna fá brautagengi í 3. sætið og tilheyra nýrri liðsheild, nýjum vindum í borginni. Ég held að það verði mikil breyting. En þegar ég fyrir í sund og þegar ég fæ mér sæti í heitapottinum, þá bara bregst það ekki að þar verður umræða að það mætti nú gera betur í Reykjavík. Umræðan er tafirnar í umferðinni, umræðan er ofþétt hús og ljót hús, umræðan er að það sé verið að taka bílastæði núna, bara svo ég vitni nú til Vesturbæjarlaugar sem er mitt annað heimili. Þar skils mér að fara 17 bílastæði eða eitthvað svoleiðis á næstunni. Og mér finnst allar þessar sögur vera frekar neikvæðar þróun borgarinnar. Og svo það náttúrulega leikskólamál og það hafa verið einstakar skipulagsframkvæmdir eins og græna gímaldið og svona. Ertu vissum að þið fái gott veður fyrir kosningarnar? Auðvitað má alltaf gera betur og við vitum það alveg að það hafa orðið mistök. Græna húsi við Álfabakka, ég hef kannski gímaldið en svolítið stórist en græna húsi við Álfabakka auðvitað birtingamynd af bara hlutum sem að við þurfum að laga. Við þurfum borg sem er bæði með fulla af atvinnulífi og tækifærum til þess að þjónusta íbúana í öllum hverfum, en við þurfum líka að huga að nábýli við fólk. Og þarna urðu ekki bara borginni á mistök, þetta urðu bara, það voru svona röð mistökar sem átt sér stað þarna og við þurfum auðvitað bara að gera betur. Og ég ætla ekki að fara í launung með það, þetta er auðvitað í hverjunu mínu og þetta mál var bara mjög erfitt fyrir okkur sem búum í Breiðholti. Það er bara þannig. En síðan með aðra þætti, það er áhugavert að heyra þetta með umræðinu heitapottinum að því að ég sækjum mínar sundlaug líka sem er enda Breiðholtslaug. En mér veist, heyra líka það er enginn að tala annars konar þjónustu greinlega. Hvernig með þjónustu við eldra fólk? Nú erum við er þjóðin að eldast og við þurfum einhvern veginn að endurhugsa þjónustu við eldra fólk. Ég held að við séum komin á svona ákveðin stað hvað það varðar, að við erum við þurfum að horfa í þjónustuna, hvernig við getum einfalda líf ákveðins hópa líka og tala fyrir nýjum lausnum og nýjum leiðum. Svo er líka eins og með mjóddin hefur 800 högg að sækja. Mér finnst að við þurfum líka að huga betur að hvernig við horfum á útkverfin og við þurfum að hlusta fólki sem að býr í útkverfum eins og mig. Viltu endurreista lögreglustöð þar eins og komið hefur fram í rauðum sjálfstæðismanna í borginni? Það er lögreglustöð við Dalveg í Kópavogi. Löggæslan þarf auðvitað að vera sýnilegri og ég veit að ríkisstjórnin hefur náttúrulega var kappmála að fjölga löggæslumönnum. Sýnileiki lögreglu skipti máli en hvort það sé hagkvæmt að hafa aðra lögreglustöð í Breiðholti þegar að lögreglustöð er eiginlega við Dalvegin, þetta þjónustar svæði þarna mjög
vítt og breytt, þetta kannski snýst hvernig þjónustan veit ekki kannski hvar hún staðsett. En sko Sara, þú hefur kynntir niðurstöður skoðanakannan og mælinga og sko óanægja borgarbúa gríðarleg. Hún reyndar allstaðar. Hún sko, það engin meirihluti vinsæll, það engin minnihluti vinsæll. Maður skildi ætla að núna, ég veit ekki með þig Vilhjálmur hvort þú boðar eitthvað róttækt í Reykjanesbæ, en maður skildi ætla að sko að þeir sem að bjóða sig fram til trúnaðarstarfa, þeir einhvern veginn séu í liði með almenningi með það að sannarlega telur fólk hér í borginni að þurfi róttækar breytingar. Eða hvað? Já, hvað eru róttækar breytingar í nærþjónustu? Hvað þýðir það? Veist, við erum náttúrulega, staðan svo að það talað 70 bílar mæti í hverju viku á götur höfuðborgarsvæðisins og það þýðir tæpi 3.500 bílar á ári sem gera 12-15 bíla á kjörtímabili. Og við Vilhjálmur, hann fer nú mitt á milli á Reykjanesbrautinni og við erum með, sko, það ekki bara fjölgun bíla í umferðinni, heldur líka bara annars konar lífskeiði sem þú einmitt búin að minnast á. Hvar eiga bílarnir að vera? Hvar eiga að geyma þá? Fólk kemur og að ferðast og við erum líka með ferðamenn sem koma hérna og sækja í okkar umhverfi, sérstaklega höfuðborgina. Þeir lenda í sveitarfélagi annars Vilhjálms og keyra Reykjanesbrautina. Talið að 1 af hverjum 3 bílum á Reykjanesbrautinni séu bíl frá ferðamönnum. Og við þurfum auðvitað að koma þessu fólki og bílum fyrir og umferðin auðvitað einn þáttur. Á sama tíma hafið þið verið að hægja á umferð og teppa sumpart. Já, hægja og teppa, ég held, sko, það þegar bílarnir auðvitað komast fyrir allir á einum stað og þá hægist auðvitað á umferðinni. Þetta auðvitað fjölgun ökutækja og einn liður í því af hverju við erum á þeim stað sem við erum og okkur heldur bara áfram að fjölga. Bílunum mun bara halda áfram að fjölga. Við þurfum þá að hugsa hvernig við viljum koma bílunum fyrir. Við viljum borgarlínu. Við þurfum að auka... Vandinn við hana að sko, fólk alltaf að bíða. Já, ég segi sko, einn sterkasti vingillinn í borgarlínu þetta sérakreinar fyrir borgarlínuna. Já, og ég meina, ég veit að þetta kannski hljómar eins og einhver svona framtíða tálsýn fyrir en við sem ferðumst og höfum heimsótt aðra borgir og við vitum alveg hvað almenningssamgöngur skipta íbúa þar og þetta gangverk hversdagssteikans. Jú, en svo spurning menningar einkenni Íslendinga, hvort við munum lúta öðrum lögmálum. Já, en borgarlínan mun draga úr umferð annar ökutækja. Fólk, það þannig. Það þessi umræði búin að vera svo lengi. Já, það tekur tíma að snúa að þessu skipi sem við erum á. Mér ekki fundist ganga undan. Nei. En ég meina, þetta auðvitað samstarfsverkefni, samgöngusáttmálinn samstarfsverkefni ríki og sveitafélaga. Þannig að við erum auðvitað og þetta auðvitað risastórt verkefni. Þetta ekki bara verkefni Reykjavíkur, þetta risastórt samgönguverkefni fyrir allt höfuðborgarsvæði í heilsinni. Aðeins að henda boltanum til þín, sko, Vilhjálmur, ef þú hefði verið borgarstjóri Reykvíkinga síðustu 4 ár, hvað hefðir fundist árangurinn og hverju hefði þú breytt? Já, sko, árangurinn náttúrulega bara skelfilegur og bara aftur á bak því miður og hefur verið samt mikill ávinningur fyrir okkur í sveitafélögunum í kring að því að fjölskyldufólki flýr til okkar og við fáum að njóta þess. Málið það sem ég hefði gert að það að gefa fólkinu alvöru val það hvaða samgöngumáta það notar. Hvort sem séu almenningssamgöngur, gangandi hjólandi eða einkabíllinn. Og svo erum við að athuga að það ekki bara einkabíllinn sem á götunum. Það líka allir atvinnutækin. Og við erum hér með 80% af öllum vöruflutningu landsins inn í miðri borg í gegnum Sundahöfn. Og þessi umferð þarf að komast hér Og þannig að það sem ég hefði gert, ég hefði sett strax ljósastýringarnar á. Ég hefði þá strax unnið að skipulagsmálum, flýtt öllum skipulagsmálum sem hægt var, þannig að væri hægt að auka umferðarrýmdina, þannig að væri hægt að greiða fyrir umferðinni og að höfuðborgin fengi þá fjármagn til þess að byggja upp samgönguinnviði. Það
stóra vesinni við af hverju samgöngusáttmálinu og uppbyggingu hans hefur gengið svona illa skipulagsmál hér í Reykjavíkurborg. Aðalskipulag Reykjavíkur. Nei, nú ertu á villigötum. Nei, ég get rökstutt þetta og ég er búin að ræða þetta við allt stjórnkerfi og þarna eru allir sammála það að það ekkert að því að byggja hér upp öflugar almenningssamgöngur og sjálfstæðisflokkurinn er alltaf stutt það. En það hefur bara ekki máttur á kostnað annarra samgöngu innviða eða aðra samgöngumáta og það sameiginleg niðurstaða höfuðborgarsvæðisins og vegagerðarinnar og samgöngu yfirvalda í skýrslu frá 2018 að borgarlínan heppnist hún 100% mun hún aðeins draga úr vexti umferðar. Hún mun aldrei draga úr umferðinni, hún mun draga úr vexti umferðarinn. Þannig heppnist hún 100% þá þið samt einhver 14-20% aukning á umferðinni og því þurfum við að hafa skipulagi hér til dæmis með að nota nýjustu tækni í ljósastýringum þá ertu að nota núverandi innvið þú losar ekki umferðarstíflun og það ekki töfralaust en þú notar núverandi innviði og greiðir fyrir umferð þú getur sett mislæga gatnamót þú getur sett þó að séu auka akreina fyrir almenningssamgöngu þá getur þú sett þetta til hliðar en ekki draga úr öðru það fullt af svona hlutum sem hægt að gera strax en í staðinn höfum við farið í mjög flókna og skipulagslega útfærslur þar sem á að taka bílastæði sem að lengir allan skipulagsferil þar sem á að þrengja umferðinni og framkvæmdir sem áttu að vera búnar núna eru ennþá í skipulagsferli út af svona rugli og það þetta sem búið að rústa samgöngusáttmálunum og búið að setja fólkið og þú ert að tala stóryrtur ég get rökstutt þetta allt og ég með öll þessi mér þetta aldrei svona stóryrt tal hjá félaga mínum sem býr nú ekki eins og í borginni þú býr nú í öðru sveitafélagi ég meina það mjög auðvitað að tala mislæg gatnamót það mjög mikið tala mislæg gatnamót það bara borgarlandið bara mjög verðmætt land og þetta bara takmörku gæði sem við sem höfum í borgarlandinu að hafa og ef við ætlum að taka meira pláss undir umferðarmannvirki sem er mjög auðvelt fyrir því að segja ekki búandi í borginni heldur nýtið góðs að því að koma eitthvað við þurfum að gæta hagsmuna allra aðila eins og til dæmis hvernig við nýtum landgæðin og þetta tal það er svo auðvelt fyrir fólk sem býr annars staðar það er svo auðvelt fyrir fólk sem býr í öðrum sveitafélögum að tala svona með þeim hætti að við getum haft bara við sem er ótakmörku landgæði að það sé ekkert mál að blasta mislægum gattamótum allstaðar það þarf auðvitað að huga af öllum ferðamótum og ef þú greiðir fyrir akstri bíla og annarra umferðar að þá dregur úr öðrum gæðum líka þá ertu að taka frá land sem að væri hægt að byggja fyrir byggð og við þurfum líka húsnæði. Ég bara ekki séð íbúa Kópavogs og Garðabæ sjá mikið eftir þegar landgæðum eftir miklu umræðu þegar það voru gerð mislæg gatnamótum með hringtorgjum og allt það. Kópavogur er eiginlega búið með landið sitt. Ekki út á mislægum gatnamótum heldur greið umferð þar í gegn út af því að þeir fundu svona laust sem bara er engum til ama og það hægt að þetta snýst allt bara hönnun og útfærslur og það ekkert mál og við erum að einu strábílasta landi heims og ætla að fara að reyna að byggja þannig að það sé bara skuggavarp og sviftivindar hér allt engin bílastæði hljóðvist og mikið af svifryki og loftgæði svifryki og loftgæði kemur auðvitað umferðinni líka það kemur bara því að göturnar eru ekki þrifnar og það er nú mikill miskilningur hjá þér að það sé gott bara að þrífa hvernig ætlar það að forgasa veistu hvað kostar að myndi gera það ef við myndum þrífa nú eru 40% bíla í Reykjavík á nagladekkjum það er þess og 1 bíl á nagladekkjum hann mengar á við 6 aðra þannig eigum við þá bara að þrífa á hverjum degi og moka upp svifrykinu eftir 40% bíluna hvernig nýting er það á fjármunum En Sara, hvar liggur flöskuhálsinn því að þetta er gamalkunnug umræða að það er rifrildi á milli Reykjavíkurborgar og ríkisins og samkvæmt Vilhjálmi þá er flöskuhálsinn hjá Reykjavík en hvar er flöskuhálsinn að þínum mati? Ég meina þetta þetta bara flókið verkefni Já, en við erum búin að hlusta það í mörg ár ég veit það, en ég meina þetta snýru þetta að mörgum þáttum þetta er ekki bara í Reykjavík þetta eru líka framkvæmdir sem snúa stoppkerfi sveitafélagin í kringum okkur og þetta þetta áfanga
áfanga svona eins og þessi uppfærsla á síðasta samgöngusáttmála þetta bara mjög skýr hvar á að byggja og hvenar og fjármagn fylgir honum þannig að ég myndi nú seint telja að samgöngusáttmálinn sé eitthvað ónýtt plagg, þetta bara frábært verkfæri og með skýra sín en það breytir ekki það sem mér finnst svo dapurlegt að heyra mann eins öflugan og hann Vilhjálmur þegar hann stillir upp fólki og valmöguleikum fólks eins og það sé bara það bara staðreind að það eru til hópar af fólki sem vilja hjóla. Það hópur af fólki sem kýsa að fara í almenningssamgöngur og svo eru við líka með hóp af fólki sem kýsa einkabíl sinn. Það eitt vinnur ekki gegn öðru. Við þurfum að vera í þessum saman. Við erum í þessum saman. Ég veit að fólk hafi frelsi til að ferðast og eitt samgöngumóti gangi ekki á annan. Nei, en hann ekki að gera það. Nei, hann það ekki. Ef það strætó á að minnka umferðarrýmdina, að þá hann að ganga á það eru sérakreinar sem tryggja flæði fólks og umferðar. Ég var ekki að tala gegn sérakreinum, ég var að segja að ef að flokkurinn hefur samt verið að gera það, sérstaklega á Suðurlandsbrautinni. Útfærslunni og skipulagsmálunum. Flokkur minn hefur sagt að sérakreininni ætti frekar að vera í aukarými til hliðar en ekki að taka af núverandi akreinum. Það munurinn. Og þannig erum við ekki að tala gegn því. Þá bara að ganga á Laugaveginn. Þér finnst bara í lagi að ganga á Laugardalinn og íþróttamannvirkin þar og að þú ert að tala loftgæð. Laugardalinn, það nóg plása til hliðar og þetta skipuleggja þetta fullt. Ég ekki vissum að íbúar í Laugardalinn væri sammálaðir sko. Að því að annars eitt samgöngumóti að taka á hinn. Og þannig að það þið sem að stilla þeim upp ekki við. Nei, við viljum að gefa öllum frelsi til þess að velja. Já, við erum með frelsi. Og ég sagt ykkur það ástæðan fyrir því að Vegagerðin neitaði stokk Miklubraut og fært yfir í göng. Það út af því að aðalskipulag höfuðborgarinnar og skipulagsyfirvöld Reykjavík, sem sagt meirihlutin Reykjavík, neitaði auka umferðarrýmdina. Ætti að fara í margra milljarða stokk Miklubraut án þess að umferðarrýmdin myndi aukast. Og þá var það bara verkefni stoppað. Þetta eru bara allt staðreyndir sem verður að liggja fyrir, þannig að þetta er engin stór yrði hér og þannig að aðalatriði bara það að það þarf að gera þetta skynsamlega þannig að sé hægt að auka umferðarrýmdina allra faramáta. Það það sem verkefnið er. Það sem ég heyri út í bæ er að það skorti pólitískt hugrekki og það skorti bara meira hugrekki til þess að láta hendur standa fram úr ermum. Það er svolítið það, sko, maður bara, þetta er svona Groundhog Day. Ég myndi samt að segja að það þetta samspil og milli samgangna og húsnæðisuppbyggingar og við höfum verið bara, það bara mikil þörf fyrir húsnæði og við þurfum líka að kasta því fram hvernig við viljum þróa byggðina áfram á hvaða gæði viljum við þróa byggðina inn á við eða viljum við dreifinni og samgöngur lykill af því hvernig byggðin mun rísa hér, ekki bara í Reykjavík, heldur á öllu höfuðborgarsvæðinu og þess vegna sko að því við vorum að tala loftgæð og ég hef verið mikið hugsað yfir loftgæð því að mér finnst gott að stíga á hjólið og skilja bílinn eftir heima af og til og það eru fleiri sem eru á þeim stað en loftgæðin okkar eru lífsgæði og það eru þetta bara eins og í desember það kom hérna dagur eftir dagur þar sem var bara loftgæðin voru á rauðu, leikskólabörnum var haldið inni, eldra fólk og fólk með undirliggjandi sjúkdóma ráðlagt að halda sig hérna innandyra og þessna sko þessa vídd þurfum við líka eiga að því að við viljum tala fyrir lífsgæðum hérna íbúa, hvað sem við búum í Reykjavík eða hvað sem við búum í Reykjanesbæ og þetta auðvitað bara mikið ágefni að loftgæði ætlum við að vera, að þú talar pólitískt hugrekki, ætlum við að vera hérna kjörnu fulltrúarnir sem að skerðum gæði næstu kynslóða. Ég ekki viss sem að ég kæri mig það sko, þannig að ég bara... Þetta bara mikilvæga punktur, ég ætla bara að benda á það að einu framkvæmdirnar í samgöngusáttmálunum eru í nákvæmlega sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins að því að skipulagsmálin og allt það ekki rétt að við erum með Arnarnesveg í gegnum Breiðholtsbraut. Arnarnesvegurinn tafðist 2 ár og hækkaði 100% í verði út af skipulagsbreytingu Reykjavíkurborgar sem að gera kröfu. Nú ertu ennþá að fara milli farðu bara í gögnin og kynntu ég er búin að kynna mér Arnarnesveginn mjög vel búandi í Breiðholti. Þannig að þú þarf ekki að segja mig það, þetta nú bara vinnubröðin í ráðuneytinu undir ykkar forystu í ríkisstjórninni, hvernig vinnubröðin og forgangsröðin fjármálum að það hátt að varandi. Já, ég meina það náttúrulega gefur auga leið að 1,5 eða 2 milljarða framlag hérna inn í Arnarnesveginn var náttúrulega bara algjörlega nei, þetta var bara áætlanagerð frá upphafi. Varandi íbúðirnar, sko, maður að skoða hérna í blokkar íbúð fyrir
150 milljónir og verður að koma gangandi því að gengur hvorki strætóðangað og ekkert bílastæði. Og þetta gengur ekki upp og það sýna alla kannanir og HMS nýbúin að gefa út könnun núna. Þannig að flestir óska eftir að búa í sérbíli. Og ef að fólk vil auka notkun almenningssamganga, þá það ekki gert með að fæla fjölskyldufólk sem vil búa í sérbíli og hafa efnað að eignast íbúð, að þau þurfa að flytja í nágrannasveitarfélögin og keyra til borgarinnar í vinnu. Það ekki til þess að auðvelda það. Og það það sem að gerast. Og það hefur engin efnaði að kaupa hérna á þessum þéttingareitum sem alltaf rándýrar íbúðir. Og þannig að við þurfum að brjóta meira land og hafa greiða samgöngur þannig að þú sért ekkert lengi að ferðast hérna á milli. Við erum alltaf að brjóta meira land. Allt og lítið. Þú ert með Höfða sem í uppbyggingu, þú ert með Keldnalandi á dagskrá, þú ert með Heklureitin hérna rétt hjá. Og það bara staðreind að fjölskyldufólk, það kaupir notaðar íbúðir. Þannig við þurfum að skipuleggja landið þannig og hverfin okkar að fólk sem börnin eru flúin heiman, að þau geta minkað hans við sig innan hverfis og flutti í húsnæði sem að þau óska eftir og þá getur fjölskyldufólki keypt til. Að fjölskyldufólk ekki að kaupa nýja 3 herbergja blokkaríbúð. Það bara ekki, og það eru íbúðnar sem setjum uppi núna án bílastæðis. Og þetta bara sem að þarf að taka mið af í skipulagsmálum og svo erum við að tala alltaf hátt vaxtastig á Íslandi. Málið bara það að innviðagjöldin, lóðakostnaður og allt sem kostar að byggja hér á höfuðborgarsvæðinu, það hæsti vaxtakostnaðurinn. Ef þú kaupir 100 milljón krónar blokkaríbúð, ertu að borga vexti á 20 milljónir sem fer að beint hérna til Reykjavíkurborgar eða einhverja braskara með lóðir. Og þetta bara kostnaði sem var ekki hér áður. Þetta bara nýr kostnaði sem var ekki. Öll gögn sýna okkur það. Sjálfstæðismenn tala svona og eru búin að gera í borginni núna, þetta svona gömul tugga sem maður heyrir. Nei, farðu bara í opinber gögn og skoða þetta. Já, ég hef alveg kynnt með Ertu að neita því að lóðakostnaði sé ekki 80%? Ég ætla að segja það að borgin hefur verið leiðandi afl í uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis. Það eru þúsundir íbúa sem hafa fengið örugt þak yfir höfuðið, mjög víða í borginni, hvort sem það eru verkalýðsfélög, þetta eru félagsstofnun stúdenta, þetta er byggingafélag námsmanna og það er bara mjög mikilvægt. Mér er bara mjög mikilvægt að halda því til haga að húsnæðisuppbygging á óhagnaðardrifnum forsendum að því þú varst að tala hrægamanna þannig að það er bara mjög mikilvægt að halda til haga með að við sveitarfélögin í kringum með að við sveitarfélögin í kring hefur Reykjavíkurborg verið leiðandi sem er búin að fá niðurgreitt fyrir ríkinu þá ætla rétt að vona að þau bjóðu það til kaups þannig að allir eigi rétt að eignast sitt eigið húsnæði. Svo langar mig aðeins að koma inn í mig langar aðeins að taka því að maður að tala um fjölskyldu fólk vill einbýlishús ef ég tók það. Nei, sérbýli, ok. Ég held að og ekki nýtt, þú vilja nota. En ég held að kynslóðirnar, það eru þetta, það sem er svo gaman við sveitarstjórnarpólitíkina, eru þetta að hverfi þurfa að vera sjálfbær. Þau þurfa að vera sjálfbær innan hverfana því að það er við þannig að þegar þú flytur inn í hverfi, að þú bara lifir inn í þínu hverfi og börnin vaks úr grassi og þú vilt eldast í þínu hverfi líka. Þannig að þessi hringrás sé heilbrigð, þannig að við nýtum innviðin í skólana, við nýtum leikskólana. En Grafavogur til dæmis dæmi hverfi sem að ungt fólk hefur ekki sótt í að búa í. Þess vegna þurfti borgin stóð frammi fyrir því að þurfa að fara í erfiðar ákvarðanir tengt skólamálum. Að því að innviðnir voru bara á veikir, að skólarnir voru orðnir og fámennir, það þurfti að fara í leikskólasamningar, það þurfti að fara í grunnskólasamningar og svo erum við að tala um uppbyggingu í Grafavogi, það átti að reyna það var nú aldeilis hefur verið á dagskrá að þetta byggði í Grafavogi og reyna að búa til aukinn hreyfanleika þar, en þinn flokkur hefur ekki viljað tala fyrir því. Nei, en þinn flokkur hefur ekki viljað tala fyrir aukinni húsnæðisuppbyggingu innan Grafavogs. Flokkum sem að fólki vill ekki flytja í innan hverfis. Það er það sem það hafa talað gegn. Já, en ég meina að við erum að tala um hreyfanleika innan hverfis. 50 pluss segjum það bara. Já.
að þau það geta flutt inn í lágreista byggð. Þetta var ekki mjög háreist byggð, þetta var bara mjög snyrtilega útsett. Fólk sem er að minnka við sig og losa sérbýlinn fyrir fjölskyldufólki. Það var þannig. Að það hefði, og þannig á líka að hugsa skipulagi frá upphæfi. Já, en það var þannig var það að hugsa að það átti að reyna að ýta undir það. En svo líka staðan sem er búin að gerast varandi Grafarvogi, að fólk sem á einbýlishús þar, ef að það ætlar að minnka við sig og þó það færi fjölbýli, að þá kostar það sama, ný íbúð í fjölbýli. Það er út af þessum blessaða innviðagjöldum og lóðakostnaðu og öllu sem er búið að rjúka hérna upp og keyra upp verðbólguna. Ekki vaxtastigið. Það hefur skapað vaxtastig. Þessi íbúðastefna hér í Reykjavík. Skiptum taktina sko Reykjavík líka í þeirri stöðu, Vilhjálmur, að veita þjónustu sem önnur sveitarfélög njóta og þurfa ekki að standa fyrir, eins og dæmis með heimilislausa, fíklar og svoleiðis, og stundum eru nágrannar sveitarfélögin pínlítið ábyrgðarlaus. Þau standa svolítið hjá þegar kemur að hópum sem standa báast, og það eru einhverjir aukapeningar sem að fara út úr borginni vegna þessa, en það eru líka margir bara hneykslaðir á fjölda borgarfulltrúa og að varamenn fái full laun og við erum mjög hugsi yfir því hvað báknið, hvað sko rekstrarkostnaður Reykjavíkurborgar er hár. Við fengum samanburðartölur til dæmis við Akureyri daginn og það er miklu minni rekstrarkostnaður Akureyringa per íbúa, og einhverja hagfræðingar stigu fram og sagði Reykjavík ætti að njóta stærðar hagkvæmni, en svo eru aðri sem er bent á þætti eins og þennan. En það er ekkert keppikefli þitt að fækka borgarfulltrúum reynilega. Ég held að þetta hafi nú komið í gegnum löggjafann. Þetta hafi verið lagabreyting sem gerði það verkum að það þurfti einhvern veginn að þetta var hlutfallsbreyting með við íbúafjölda þannig að það þyrfti löggjafinn þyrfti bara að taka þetta upp, og Vilhjálmur geti þá bara gert það. Við höfum marglagt það fram sjálfstæðarflokkurinn að fækka borgarfulltrúum og það var breytt lög. Þeim var nú fjölgað í ykkar tíð. Nei, Ögmundur Jónasson breytti þessu og þetta var í hans tíð og við töluðum alltaf gegnum. Það eru 6 ár síðan þessu var breytt, held ég, minni mig. Nei, sko, það var það voru sveitarstjórnarlög sem Ögmundur Jónasson setti sem að heimilaði þessa breytingu og var með eitthvað það fjölgað 2018. Já, sem að fjölgaði, en lagabreytingin var fyrr sem að heimilaði aukninguna og það þurfti að samþykkja aukninguna sérstaklega í borgarstjórn og þar var miðað við vissan íbúafjölda og hlutfall, þannig að þetta innleiddist einhverjum tíma, þannig að við sjálfstæðismennum höfum alltaf talað gegn þessu og lagt fram lagabreytingu til þess að breyta þessu aftur. En talandi stærðarhaggjafnareksturinn, að sko þetta er svo mikið væl í borginni að vera að væla yfir því að vera með einhver önnur verkefni. Þetta er höfuborgin sem að fær langmestu fasteignagjöldin, með langmestu stærðarhagkvæmnina, með alla stjórnsýsluna hjá sér og allt það. Sveitarfélögin út á landi þurfa að sækja alla stjórnsýslu hinga með miklu meiri ferðarkostnað. Akureyri sendir ekki heimilislausa til Reykjavíkur og við í Reykjanesbæ hefum meira Jú, það hugsa ég geti alveg gert. En við í Reykjanesbæ hefum nú bara fengið mikið af þessum áskorunum sem að þegar ég var bara lögreglumaður í Reykjanesbæ og þá hringdi fólk að því það fekk betri þjónustu í Reykjanesbæ, viltu koma frá Reykjavík þangað því að þjónustan var svo léleg hér Þannig að við höfum þurft að taka á þessu líka. Þannig að bara í svona stórum sveitarfélögum eins og í Reykjanesbæ og hér í Reykjavík þá er hægt að sýna miklu meiri stærðarhagkvæmni og það er hægt að laga hlutina til þess að veita borgurunum miklu betri þjónustu, hafa bara skipulagsmálin í lagi, hafa reksturinn ábyrgan þannig að þú getur lækka fasteignagjöldin, haft öflugra íþrótt- og tómstundastarf og haft þessa nærþjónustu í lagi sem skiptir fólki máli og hjálpað þessu öfluga fólki í skólunum að hafa skólastarfið öflugt og gott. Og þetta snýst þetta verkefni þess vegna er svo vont að sjá alla þessa yfirbygging og batnað og peningarna fara í eitthvað annað. Mér finnst svo dapurlegt þegar sjálfstæðismenn tala opinbera starfsmenn sem bákn og grunnsamneyslan okkar. Þú ert að tala að bákni blæs út og mér langar að koma inn að þú varst að tala að varaborgarfulltrúar væri á launum. Það er ekki þannig. Varaborgarfulltrúar fá greitt þegar þeir eru kallaðir inn
til að leysa af aðalfulltrúa. Það bara fyrsti vara sem fær greitt. Fyrsti, já. Já. En auðvitað má reyna að velta steinum og skoða hvar má gera betur. Ég fer ekkert í grafgötu með það. Allt til þess að mynda að tryggja betri þjónustu við fólkið í borginni. Og en það breytir því ekki að framlínur fólkið okkar, hvort sem það í leikskóla eða grunnskólum eða í þjónustu við eldra fólk, þetta eru lykilstarfsmenn. Ég geri skýran greinamun á þessum hópi sem þú nefnir og öllum millistjórnendunum og öllu fyturlæginu sem við sjáum, bæði hjá ríkinu og sveitarfélögum eins og Reykjavík. Og það eru mjög margir sem segja það við gjámyndast á milli hins almennamanns á einkamarkaði og þeirra sem eru í opinberri þjónustu og það er umhugsunarefni. Og ég vil bara benda það í lokin að það fullt á opinberum starfsmönnum í sveitarfélagum sem Sjálfstæðisflokkurinn stýrir og bara öfluga fólki, en samt útsvarsprósentan lægri þar, samt fastanagjöldin lægri þar en þeir sækja líka kannski þjónustu og reksturinn ábyrgari. En í lokin langar mig, ég þakka ykkur nú kærlega fyrir þessar samræður sem eru að mörguleiti upplýsandi og áhugaverðar og ég óska ykkur báðum góðs gengis í ykkar framboði. Takk fyrir það. En svona rétt í lokin, maður einhvern veginn, ég get ekki skilið við ykkur þótt séu hér á grunni sveitastjórnarkosninga sem í maí framundan og þar séu við mest að ræða staðbundin daglegt líf íbúa. Þá finnst manni eins og að sérhver stund núna markist af óvissu vegna þess sem að gerast utan landsteinana og núna andar köldu niður í hálsmálið á manni út af Grænlandi í kjölfar þess að maður, Bandaríkjaforseti, sem við höfum alltaf talið meira og minna bandamann allt frá allavega, marga síðustu áratugi og við erum með varnarsamning við, stýri þjóð sem við erum með varnarsamning við höfum svona fleiri Íslendingar en færri hafa hort til Bandaríkjanna sem einhvers konar alheimslögreglu og fyrirmyndar en nú eftir Venezuela, eftir kúpið þar eða mannránið þá talar hann Trump þannig Grænland að eiginlega maður bara fær hroll og allt í uppnámi og ESB það sumir líta þessa atburði sem ég þarf ekki að fara grúndikt í sem annarkort ástæðu til þess að hraða sér inn í ESB í öryggislegu tilliti af því að við þurfum einhvers staðar að fá nýjan bandamann en aðrir segja að þetta þýðir það við alls ekki að fara í ESB bara svona aðeins ykkar hugleiðingar og sérstaklega hvað var það Grænland eigum við skortir á stuðning Íslendinga núna og baráttu fyrir Grænland í orði kveðnu og þá ég að tala hvað ríkisstjórn Íslands ætti að gera, hvernig hún ætti að tala, utanríkisráðherra, eða skynsamlegast að fela sig bara bak við stein eins og mús? Nei, sko, ég vil horfa á þetta öðru að þú sagðir réttilega að þetta snýst svolítið varnarmálefnin og þetta varnarleg staða og munurinn á okkur og kannski þá Grænlandi náttúrulega að Danmörk í Evrópusambandinu og Danmörk með her og svona vissar varnir annað heldur en við. Okkar varnir varnarsamningu beint til Bandaríkin. Þannig að við erum búin að Bandaríkin eru í allt annari svona varnarlegri stöðu hér heldur en kannski gagnvart þá Grænlandi. Þannig að ég tel verkefni núna. En það sem hefur verið ekki endilega í dag. Já, býtu. Þess vegna segi ég. Þetta bara breytt landslag, algjörlega. Þess vegna segi ég að stóra verkefni núna eru fyrir lýðræðislega kjörin evrópsk stjórnvöld í Danmörku og Grænlandi að ná einhvern veginn varnarlegri samstöðu og samtali við Bandaríkin það hvernig Bandaríkin getur verið róleg með sína varnarlega stöðu á þessu svæði sem þau vissulega hafa áhyggjur af. Þau verða svolítið að gera það og við skulum fara varlega í því að blanda lýðræðislegum kjörnum vestrænum stjórnvöldum eins og í Evrópu og Danmörku og Grænlandi saman við það þegar tekin einræðisherra
sem að vissulega flytja fíkniefni og allt það. Það er hvernig hann tekin, það er kjarni málsins. En það er ekki lýðræðislega kjörin stjórnvöld. Mér finnst það bara ekki skipta máli. Mér finnst það bara risa munur. Það er allt öðruvísi að taka einhvern veginn stjórnvöld þar sem að vissulega lýðræði og þannig eða einhverstað sem hefur ekki verið neitt lýðræði, fólk að deyja út á stjórnvöldum. En þegar sá sem situr efst í valda píramíta heimsins gerir bara það sem honum dettur í hug, þá geta það verið alveg skelfilega fréttir fyrir þig og Suðurnesin og Reykjanesbæ og Reykjavík og landið allt og nágrann okkar í kring. Og þess vegna þetta fyrst með mjög finnst mér þetta að vera lykilatriði hvort það sé vera að ganga svona hvort lýðræðislega kjörnu stjórnvöldum eða ekki eða hvort þessi einræðisherra sem búin að svelta fólki sitt í dauða og vissulega en þetta snýst stóru myndina stóra myndin þetta forseti Bandaríkjanna bara að taka sér, hann að breyta takt og við sem örþjóð hérna í úthafi með opaslega sterkar stöðu varnarlega hvað varðar landfræðilega legu þurfum náttúrulega að hugsa félag okkar í Evrópu, hugsa Norðurlöndin og standa með þessum þjóðum og fara í Sara, af því að þú ert í flokki sem reyndar mér finnst tipla óskaplega feimnislega á ESB aðild Viðreisn einhvern veginn bara búin að eigna sér þetta mál þið virðist vera mjög tvístígandi það eins og þið þorið ekki að ótta við að styggja eitthvað fólk í skoðanakönnunum að taka þetta skref sem að flokkurinn var sumpart búin til utanum en af því að þú ert í samfylkingunni og af því að aðild að Evrópusambandinu á stefnuskrá samfylkingarinnar finnst þér að í ljósi heimsatburða þeirra sem við erum að ræða hér að Íslendingar hafi færst nær inngöngu í ESB? Innganga í ESB eitt, en þetta aðalega, ég sé þetta núna bara eins og, að menn þurfi einhvern veginn að átta sig á bara þeirri stöðu og þessi atburðarás sem hefur verið núna frá því að nýr forseti tók við völdum og verið eins og til dæmis þú segir, valdamesti maður í heimi með einn öflugasta her á bakvið sig, að við þurfum einhvern veginn að og mér finnst stjórnvöld hafa gert vel að því að þetta þetta samtal menn þurfa að tala saman. Þú samt ekki svara spurningum. Nei, það getur verið. Ég persónulega finnst mér að við að horfa til Evrópu. Ég þar. En þeir finnst ekki svona aukin ástæða til þess í ljósi? Já, ég held að óhjákvæmilega þá þurfum við að taka þetta samtal áfram og mögulega hraðar heldur við gerðum ráð fyrir í upphafi. Vegna þess að þetta skiptir máli. Ég held að líka út á við að við eigum hérna félag við erum náttúrulega bara við höfum alltaf átt mjög gott og náið samstarf og samtal við Danmörku og þarna eru vinir okkar og bara og hvað var að segja ekki bara vinir heldur bara óbærslega tengt stjórnsýslan og lagaumgerð og reglverk og við höfum litið til þeirra mjög langt skeið og okkar stjórnsýsla og uppbygging og henni í rauninni sækir fyrirmynd sína til Danmerkur. Þannig að mér finnst einhvern veginn þessi staða sem kom upp helgina, hún kemur einhvern veginn ekki óvart. Ef ég var að vera heiðarlega með það, að þá þetta, ég held eins og Baldur Þórðarsson, gamli lærimeistari minn í háskólanum, hann búinn að vera að tala fyrir þessum smáríkja fræðum lengi og það einhvern veginn svolítið skrítið þegar maður hugsa tilbaka að einhvern veginn veistu leiti þetta raungerast og líka mér langar samt að lokum segja líka ef einhver hefði sagt við okkur fyrir veiruna að það kemi veira sem myndi lama heimsmyndina þá myndi allir bara já, nei, þetta bara eitthvað bull og vitleysa. Hefði einhver sagt Trump veira? Nei, ég að segja svo ertu með með Rússa, hvernig þeir hafa verið núna í stríði í alltaf í 4 ár í bakgarðunum á Evrópu að þá einhvern veginn hefði maður líka hugsað, nei, hann mun aldrei fara þetta skref. Við erum með 2 heimsstyrjaldir á bakinu, við vitum þessa reynslu. Fólkið í Eystrasaltslöndunum og Finnlandi, það man þessa tíma. Við erum með fólk sem lifði þessa tíma af og ég hefði aldrei getað trúað því að við værum stödd á þeim stað eins og við erum núna. Þannig að þetta kemur ekkert óvart. Svona bara rétt í lokinu við þurfum að hætta núna. Eru þið sammála mér að sveitarstjórnarkosningarnar gætu svona upptaktur þeirra gætu með einhverjum hætti orðið pínlítið öðruvísi heldur en alla jafna út af þessari óvissu? Ég alveg sammála
sammálaður í því að svona að út af þessari óvissu og að svona þjóðfélagsumræðan, fjölmiðlaumræðan og svona samfélagsmiðlaumræðan gæti verið sko kannski minna, veist, að sveitarstjórnarumræðan fá ekki jafn mikinn sess þar þó að umræðan heim í nærsamfélaginu verði kannski ekki mikið öðruvísi. Það snúist móður hugmyndir, móður skipana sem eru þessir flokkar. Það verður fróðlegt að sjá hvernig miðflokkurinn kemur inn í sveitarstjórnarmálin. Það verður mjög fróðlegt en ég vil bara líka segja að lokum í hinu sko að ég bara ekki miskilja mig alþjóðalög og þeim sé fylgt skiptir Ísland miklu máli upp á sjálfstæði okkar en ég segi bara, vildi ítreka að það mikill munur á því hvort það sé ólýðræðislega kjörin sko einræðisherra eða hvort það séu lýðræðislega kjörin stjórnvöld sem við stöndum með nágrönnum okkar í Grænlandi að sjálfsögðu. En ég vil líka benda á eitt í þessum varnarmálum að Evrópusambandi eiginlega ekkert að hjálpa okkur. Það ekki nema 10-13% af NATO sko meðan að Bandaríkjamenn eru með meirihlutann þar og við erum með beina varnarsamning þannig að NATO og varnarsamningurinn eru okkar varnir og Evrópusambandið ekkert að fara að hjálpa okkur neitt þar. Já, þetta er mjög erfið og flókin mál. Já, en ég ætla bara aðeins með langaðans að koma inn að þú ert auðvitað með opbáslega öfluga leiðtoga í Frakklandi, í Þýskalandi, á Norðurlöndunum og þegar menn koma saman sem ein heild að þá eru þeir sterkir og svellir og það er enginn að segja með það. Já, en eitt er auðvitað útgjöldin til varnarmála. Manni sýnist Evrópuríkin mjög vanbúin til þess að fara að senda þeirra unga og besta fólk í En að því þú varst að tala um tenginguna við sveitarstjórnarmálin og þessi tengingu að þá held ég sko bæði því nú við erum með alþjóðaflugvöll í Reykjanesinu. Þetta mun sko ef að þessi atburðarás heldur áfram sem að við okkar vesti ótti liggur til að þá er þetta pínu flókið fyrir höfuðborgarsvæðið í heild sinni. Þetta er mjög flókið. Þannig að ég held að þetta samtal sé bara rétt að byrja sko. En við förum glöð og brött inn í nýtt ár en þá jólin. Og kæra þakkir, Vilhjálmur og Sara Björk. Takk kærlega fyrir að koma, búið að vera gaman að fá okkur og við þurfum að gera meira af þessu að blanda saman ólíkum efnum. Já, það er bara gaman að því. Takk fyrir mig. Takk. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram eftir andartak með nýja kafla. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, Rauðaborðið heldur áfram. Til mín er komin Ásta Logadóttir sem er verkfræðingur og lýsingasérfræðingur. Ertu velkomin. Takk. Ástæð þess að ég baði að koma er svo að ég rakst á grein sem þú hefur skrifað ljósvist í íbúðum. Já. Og að lesa greinina þína þá er bara víða pottur brotin. Það er eitt eftir það eru margar íbúður sem að hafa mjög skert ljós, er það ekki? Jú, það passar. Þessar nýju íbúðir, þær eru á þéttingarreitum. Já. Það er engar kröfur og við erum byrjað að þétta án þess að taka tillit til dagsljós og þar að leiðandi erum við bara með fullt af íbúðum sem eru ekki með góð skilyrði fyrir dagsljós íbúðum. Já. Og erum að byggja svoleiðis. Já, við erum að gera það og við erum ennþá ekki komið með neitt sem passar upp á að það gerist ekki. Þannig að það er skilin sem við búum við í dag, sko. Já, við erum með myndir sem ég tók bara í gær við orkureitin. Já. Það sem orkuhúsi gamla er og þarna er þetta bara mjög þétt og annað líka ef við sjáum íbúðnar á þessi græna húsinu og húsinu þar við að þetta snýr bara í hánorður. Já. Allir þessar íbúðir taki bara alla heiðinni, ég efast það. Sko, í rauninni það sem maður þarf að spá í þegar maður er að skoða dagsljósan í íbúðum, þá er til dæmis norður er
svolítið vannmetin átt, bara svona almennt, af því að það svo þægilegt, maður þarf ekki að vera að stýra, sko, sólin eins og hún æðisleg, og þetta líka verið til ama, og en í norður átt þá það síður svo allavega á Íslandi, og þannig að fá stóra glugga til norðurs, það getur bara verið bara svona stabíl, góð dagsbirta þegar hún til staðar. Þannig að það í rauninni, mínum að þá þetta svona vannmetnustu gluggar sem við höfum á Íslandi. En það að sjálfsögðu þá er erfiðara að uppfylla þessi í rauninni lágmarks þörf sem við höfum fyrir dagsljós til norðurs, af því við fáum einmitt ekki þetta frá beinu sjólarljósi. Þannig að það þetta kostur og gallar, en í þessu tilfelli þá það sem aðalega til norðurs þarna á þessari mynd, það ef það ekkert sem engin fyrirstaða, þá það dásan, með gott útsýni og beint aðgengi að dagsljós, bara alveg, það ertu bara með kremdala krem, sko. Og eins og þarna, það ekki engar svalir, þannig að ekkert að hindra, þannig að þarna ertu með í rauninni, flott, er það innbyggðarsalir? Jú, það er innbyggðarsalir, ok, það svolítið annað mál, innbyggðarsalirna nefnilega, það stela ljósinu fyrir rýmin sem fyrir innan. Þannig að þannig að ef þú ert með innbyggðarsvalir þá dagsljósið á svölunum, en svo ertu búin að í rauninni bara taka rosalega mikið af ljósinu, þannig að rými sem fyrir innan þessar innbyggðarsvalir, það verður ekki bjart. Sérstaklega ekki ef það mjög djúpt, það rými. Þannig það eitthvað sem það þarf að spá í. Byggingamestari sem var að lýsa því fyrir mér að hann byggði hús sem ég átti íbúð í, og þar voru utanaliggjandi svalir. En svo eru 3 aðrar blokkir hérna, þær eru með innbyggðar. Og þá var hann að segja að að aðalmálið, segir hann, það það að þú gangir að gluggunum og fáir þannig útsýnið þitt. En ekki þú að fara út til að fá útsýnið. Akkurat, Það er kannski, þetta er ágætt rök. Og það er sama með ljósiðið mitt, bara það, leiður byrja að byggja, og djúpir veggir sem hindra aðkomi dagsljósins, þá ertu bara missa, og sérstaklega þú ert ekki með ljósari fleti, til dæmis eitthvað svona mjög ljósa eða hvíta fleti, þá er allavega eitthvað endurkast, en þú ert samt sem áður alltaf að draga rosalega mikið úr magninu af dagsbirtun sem kemst þarna inn, fyrir innan. En það ekki rétt að þetta hefur aukist talsvert með þessu þéttingu byggðar víða, að það hefur aukist að það ekki tekið tillit til eins nauðsynlegs hlutar eins og birtunar. Við í rauninni fórum af stað að þétta byggð sem er virkilega af hennu góða, gott að þétta byggð, en við bara glemdum að skoða dagsljósið. Og það er bara, við fengum bara fallengun fyrir það, og bara erum bara svolítið að súpa seiði af því. Þannig að og við erum ekki ennþá byrjuð að taka tillit til dagsljósins. Þannig að það þessar nýbyggingar, þá er á þéttingareitunum, að þá er það í rauninni þannig að það hluti af íbúðum sem að mun vera mjög góðar, sem eru efstu hæðirnar og sem eru með ekkert eins og þarna Suðurlandsbrautina bara opið svæði, Laugardalinn fyrir neðan, æðislegt, bara og Esjan og allt það sem akkurat, þú ert með bara Akrafjallið og allt. Dásamlegt, en svo erum við með bara aðra hluti, þar sem að það er ekki þar aðstæður, við erum kannski bara með byggingu sem er bara 5 hæðir pluss, og það er bara nokkri metrar í þá byggingu. Þannig að það er vandamálið okkar, og það er ekkert sem passar upp á þetta, því að byggingarreglugerðin okkar passar ekki upp á þetta, skipulagið eins og passar ekki upp á það, þannig að við erum bara eins og ennþá þann dag í dag, þá erum við bara með kjör aðstæður til þess að klúðra málunum, og við erum bara að því. Og sendum við vel í því. Já, við sendum virkilega vel í því að klúðra málunum. En svona samaburð hvernig annars þar í öðrum löndum heldur að það sé nánast bara frjálst?
Nei, það er svo sannarlega ekki frjálst. Nei. Ekki svona eins og, við erum með bara gömlu regluna sem hinir föttu að vera ekki að virka þegar maður byrjaði þetta byggð. Þannig að við sindum bara uppi með það, þú veist, þannig að gamla þumaputtareglu sem hinir notuð þarna, 1960, 70, eitthvað svo leis. Við bara sittum ennþá með þá reglu á meðan að hinn Norðurlöndin, þau eru öll farin að reikna hlutfall dagsljós inn í byggingum á einn eða annan hátt. Það eru mismunandi aðferðir sem fólk er að nota, eða fólk, þess að löndin eru að nota, en svona stefnir í að það kom dagsljósa stað all evrópskur 2018 og Danmörk er eina landi sem hefur svona tekið það til sín en þann dag í dag, en það stefnir í að hinn Norðurlöndin gerir það líka. Það er verið að svona vinna hægt og rólega í þá átt, sko. Allavega notið sömu aðferðina, svona auðveldar okkar að geta. Það er svolítið dýrkeypt fyrir okkur. Þetta er það nefnilega. Þú kannski að velja eftirsóttar lóðir til þéttingu byggðar og gleyma að taka tillit til bara hvernig er að eiga heima þar. Já. Núna er það, staðan er núna þannig að byggingaverktökum gengur bara illa að selja. Já. Og þá erum við yfirleitt alltaf að tala um að það er ekki nægt bílastæði sem er eitt svo sem, en þú ert komin inn heima þar. Það skiptir meira máli og mestu máli. En þetta er við erum að fjölga íbúðum sem eru óvistvænar. Já. Og sko máli er, þú veist, að því það var svo mikil vöntun til að byrja með að þá seldist eiginlega hvað sem var og þar að leiðandi þá var samtök innræðins mátuð það sem svo fyrst þetta er að seljast, þá eru gæðin og góð. Ég hjá eftir þessu og en það bara passar ekki þegar vöntunin er gífurlega mikið, þá kaupir bara næstum hvað sem er. En núna er komið aðeins meira frambóð greinilega og þá vil fólk fara að fá ykkur gæði og fá eitthvað fyrir peningin. Og þá erum við bara að sjá að við erum með gífurlega mikið magn af íbúðum sem að ég persónulega myndi ekki velja mér að kaupa ef ég var út að skoða núna, af því að ég myndi bara vilja fá aðstæður þar sem að ég get átt gott líf inn í íbúð. Þú veist, þetta snýst í rauninni bara að fyrirbyggja sjúkdóma, af því að við erum að bara, við fáum nóg mikið ljós til þess að hafa góð áhrif á dægursveiflunar okkar þegar dagsljós er á nógu góðum skammti, ekki eins og núna, við þurfum aðeins meira rafljós akkurat núna á þessum árstíma. En dagsljósi er alltaf langbest. Þannig að okkur langar að hafa góðar íbúðir sem að hafa góð skilyrði fyrir dagsljós innandyra, þannig að við getum verið inni og sérstaklega líka fyrir eldra fólki okkar sem kemst minna út og svoleiðis, eitthvað maður er veikur og svoleiðis, bara þá þarf maður að hafa aðgengi að dagsljósi innandyra, því líka það bara svo mikið kalt hjá okkur og svoleiðis. En svo er þetta líka umhverfið í kringum byggingarnar okkar. Þú veist, þegar við byrjum að byggja svona hátt og svona þétt, þá erum við að búa til í rauninni bara svona skuggasund út allt. Og það þýðir að það er ekkert sérstaklega huggulegt að fara út að labba alltaf í skugganum og í trekkinum sem er hérna á Íslandi. Þannig að það hvetur okkur heldur ekki til þess að fara fótgangandi til þess að fá þá dagsljósi sem við þyrftum, sem var alltaf langt best að fá það utandyra, fara bara í hálftíma göngutúr úti. Það er bara virkilega, það virkar jafnvel eins og að taka þunglyndislyf. Þannig að við á Íslandi sem tökum alveg heimsmeistar. Já, við erum virkilega góði að bryðja þunglyndislyf. Þá getum við bara í rauninni farið út í hálftíma göngutúr yfir bjartasta tíma dagsins. Þannig að þú veist, klukkan, ef við getum verið úti í hálftíma í kringum 1:30 á daginn á þessum árstíma, þá er það eitthvað sem gerir okkur virkilega gott. Já, allir sem geta að ganga sem mest, það er
góði göngutúrar eru fínir. Já. Tala nú ekki fyrir okkur sem eigum hunda. Nei, það er hérna, sko, þetta virkar þannig að þetta hafi, eins og þú segir, þetta hefur verið svolítið svona frjálst, hvernig þið byggja þetta og hvernig íbúið snú og annað, það bara gerir það. En svo er það, sko, þá sitjum við uppi með þetta. Já. Þessi hús verður ekki brotið niður. Og svo lækkar verði kannski eftir þessi neða dregur í húsunum, því að þá er það bara orðið bara, hérna, skuggi bara alla daginn jafnvel, sko. Já. Bara aldrei dagsbyrta. Ekki óhindruð. Akkurat. Já. Já, þú veist, það er í raunin, en ég er ekki að sjá að það sé að skila sér í verði eins og er. Eina sem ég held að svona eitthvað að skila sér í verði, það er útsýni. Já. Í dag er það eini innivistarþátturinn sem er eitthvað verðmetin og það er þá útsýni. En hérna, og það hangir aðeins saman með dagsljósinu að sjálfsögðu, að því lengra sem þú hefur útsýni því hérna meira dagsljósferði líka, sko. En hérna, en það er ekki í dag verið að meta í rauninni innivistarþættina sem eitthvað sem að er, sko, krónur og aurar komið á, sko. En skipta, sko, eins og þú skrifar þetta skiptir verulega miklu máli. Þetta gerir það nefnilega. Þetta er heilsan okkar sem er að veði og í rauninni þá erum við að koma, þetta er fyrirbyggjandi. Við erum að, og í rauninni af því að ef að við erum bara förum að loka okkur af inn í litlum myrkum kompum, þá erum við bara að fara að vera þunglind, við erum ekki að fara að fá góðan svefnvenur, það er svo margt sem að þarna er, framleiðinni, þetta er bara allt, bara, við þurfum bara að fá góðar umhverfisaðstæður til þess að þrífast, við erum bara dýr, við erum bara, hérna, og þannig að við þurfum gott umhverfi, það þýðir ekki að vera að tróða okkur, ég meina, það er að berjast fyrir réttindi, þú veist, kjúklinga og hérna, svína, þú veist, bara, við þurfum bara líka að vera að berjast fyrir okkar réttindum sem manndýr, sko, þú veist, þetta er bara, við erum bara hreinlega komið þangað. Já, við séum að fara þannig með hluta á okkur. Já, í rauninni, sko, þú veist, þetta er bara, við þurfum bara að fara að hugsa það er eitt í þessu, sko, að þetta er svona meira núna á þéttingareitum, en áður fyrir voru mjög mikið kjallaríbúðir. Já. Og þú nefnir þær líka. Já, akkurat. Það voru, hérna, og það kom breyting í byggingarleikinu þar sem var komið í veg fyrir að gera kjallaríbúðir. En málið er að núna erum við bara farin að færa þessar kjallaríbúðir bara upp á efri hæðir af því að skilurinn er orðin þannig. Þú veist, við erum alltaf komið 8 hæða byggingu bara nokkrum metrum frá og þá er það bara sömu skilurinn eins og voru eða jafnvel verri í einhverju tilfellum, sko. Og sá sem fyrir er á enga rétt í þessu? Nei. Það bara verður alveg eins og ykkur var deilt, sko, að þú getur ekki keypt útsýnið. Nei. Og átt að hér, sko. Nei, nákvæmlega. Það svipa það með þetta. Já. En maður getur náttúrulega tekið tillit til skipulag, sko. Ég veit það er að vinna að, þú veist, hérna, að þessu að við förum að hugsa betur þetta. Já. Ég veit það liggur fyrir, sko, ég meina, Svandís, hún bara tók sér til og hendi í samráðsgátt þarna tillögum að breyting á byggingarreglugerð og það komi bara 9 umsagnir sem voru bara allar mjög jákvæðar þannig að það er til alls til þess að fara að taka þessu alvarlega og fara að passa upp á ljósið inn í byggingunum okkar en það er eins og það strandar alltaf ykkur það er einhvað sem er að halda aftur að ykkur þarna af því að þetta Inga þegar hún tók hún var bara til í að bara hendur sinn strax hún leist bara mjög vel að fá dagsljósin í byggingarnir okkar sérstaklega eftir græna gímaldið var í umræðinu fyrir ári síðan þú veist þá var sem þetta er hillingur nákvæmlega og bara dæmi en málið er bara að græna gímaldið er víða það bara eru gluggar í staðin fyrir bara grænt veggur sko að þessi hlutföll eru bara út allt á þéttingarreitum og á leiðinni á fleiri sko. Já, þú meinar það? Já. Þetta er bara íktasta myndin? Já, þetta er bara... Og jafnvel ekki eða hvað? Nei, þetta er bara orðið, þetta er að fara að verða nýja normið sko. Já, ég las grein eftir ágætt arkitekt Hilmar Þór Björnsson. Já. Já, hann fór þarna og græna gímaldið sem hann finnst
eins og allum öðrum afspyrnulegt bygging. Já. Svo kemur gula gímaldið þarna sem að bílanust að byggja. Og það er jafnljótt, segir hann, sko. Já. Og svo kemur hann að Garðheimum, þann er arkitektur. Já. Þann er hús, sko, Já, sem er. já, nákvæmlega, já. Og reyndar hínum við Reykjanesbrautina, þar eru svona kassabyggingar stórar. Já, akkurat. Við höfum farið svona í þessa gámabyggingar nánast eins og til dæmis í þessu hérna, já, því er þessi mynd sem er birt með þessu. Já. Og við erum með þarna líka náttúrulega af orkureitnum. Já. Að það er hérna. Það er alltaf að vera svolítið einsleitt hérna hjá okkur, það er alveg rétt. En sko, já. Þetta er ekkit, þessar teikningar eru ekkit fínar, sko. Sko, það sem að mér finnst líka áhugavert er, þú veist, ok, eitt er að hvernig þetta lítur út utan og eitthvað, þú veist, bara, og það er náttúrulega Hilmar miklu betri til þess fallin að meta það heldur en ég, því ég er ekki arkitekt. En hérna, en málið er að það sem ég horfa á það er, þú veist, það er ekki bara einslætta utan, það er líka einslætta innan. Þú veist, við erum komið með, þú veist, í rauninni, ég er í hópi sem heitir Híbýlaauður og þar erum við að skoða, hérna, í rauninni bara gæði íbúða og þá vorum við kuppum upp bara í rauninni svona típiskar íbúðir, hvernig það líta út og hérna vorum við það á Hönnunarmars hérna fyrir, hvað er það, allir komin 2 ár síðan núna og það var svo áhugavert, þú veist, þetta er þessi íbúðir sem eru núna í þessum þéttingareitum, þær eru alltaf svo keimlíkar, þær eru mjög djúpar og það er mjög slæmt fyrir dagsljósi, því dagsljósi kemst bara cirka 4 metra inn fyrir glugga og svo er þetta eldhús, það er búið að færast svona alveg frá glugganum, þannig að það er bara komið þarna inn í endan á rýminu, þannig að það eru allir hættir að geta eldað með einhverju útsýni eða vaskað upp og dúlla sér með því að njóta útsýnisins þarna í svona tegund af íbúð. Þetta hvetur ekki beint til þess að við séum að elda okkur hollan mat, þetta hvetur mann frekar til, þú veist, í staðinn fyrir að standa í myrkrinu þarna lengst inn í íbúðinni, að þá er bara þægilega bara að panta sér eitthvað að fara eitthvað út, sko, þú veist, bara því þetta er ekkert vinnuðastöður sem þið langar til þess að dvelja í langan tíma í myrkrinu þannig. Á meðan að áður fyrir þá var lögð mikil áhersla á að þú veist, gluggar í eldhúsum og þetta er eitthvað sem var í Danmörku kom inn í byggingareglugerðina hjá þeim, sko, hérna hvað var það, cirka 2011-12 eitthvað svo leiðist, þá allt í einu var bara sett inn, þú veist, það þurfa að vera gluggar í eldhúsum og hérna og það er bara af því að það á bara hveti fólk til þess að vera að vinna þar og hugsa þú veist, heilsan er, þú veist, svo margþætt, þetta er ekki bara ljósið, en hvernig getum við líka nota ljósið til þess að hveti til þess að við fáum bara fleiri góða þætti inn í lífið okkar, eins og til dæmis hollan og góðan mat sem okkur finnst gaman að dunda við í góður dagsljósi hérna í Þetta er bara í eldhúsinu við bara komin inn í stofu. Nákvæmlega. Og svo er við, sko, í rauninni þá er hægt að búa til íbúðir í þú veist, nú segi til að djúpum einingum, þú veist, yfirleitt er ekki ráðlegt að fara dýpra en 12 metra. Ef maður er að skoða íbúður og það kjarnarnir eru meira en 12 metrar, þá skal maður virkilega fara að passa sig að skoða hvernig uppröðin er á rýmunum. Af því að þessi 4 metrar eru svona þumabuttaregla, sko, ljósið inn í íbúðina frá glugga og þá er kjarnin hérna í miðjunni, því dýpri sem þú ert komin með kjarnan, því meiri plássertu með sem er bara ekki með neina dagsbirtu inn í íbúðinni þinni. Og þar með talið þá þessi klósettin eru mjög oft sett þarna í miðjuna sem er náttúrulega ok, það er með góða loftrastingu, þá er það kannski allt í góðu og allt þannig. En þetta er ekki, það þarf að spá svo mikið í rauninni, bara uppröðunni inn í þessu hvernig íbúðin er sett upp, sko. En annað sem að ég las líka hérna í greininni, það er hérna næturnar. Já. Það skiptir miklu máli að síðan stint og hægt er. Já.
það er ekkert vandamál núna, en á sumrin er það svo sannarlega vandamál og þá þurfum við bara að draga fyrir allt og við þurfum að sofa með helst bara með nætugrímur svona. Það er bara virkilega af henni góða. Já, það er bara mjög gott fyrir okkur. Svefni verður eitthvað dýpri? Já, þetta er sem sagt, í rauninni þetta er þessi melatonin framleiðsla sem við erum að hafa áhrif á með ljósinu. Þannig að það er gott að fá mikið af ljósi fyrirpart dags og það er rosa gott að koma með ofan, þú veist, eins og himinninn er fyrir ofan okkur, þá viljum við fá það bara hérna og að því við erum með nema í hérna augunum sem liggja hérna neðan til, sem að nema þá ljósi sem kemur þarna að ofan. Það er endar mjög áhugavert af því það eru margir sem að kaupa sér eitthvað svona lampa svona til þess að hafa áhrif á í rauninni svona vörn gegn þunglyndi og svo leys á þessum árstíma og margir þessar lampa, þeir eru staðsettir hérna niðri og þeir lýsa þá upp og þar alvegandi, þú veist, eru þeir að hafa minni áhrif heldur en ef þeir eru að vera staðsettir hérna uppi og af því nemennir okkar liggja hérna niðri. Þannig að það er í rauninni, þetta er bara smá útudur, en allavega við viljum fá sem sagt bara ljósið að ofanverðu. Náttúrulega ljós. Dagsljósið er náttúrulega best, það er bara mest og best og líka við fáum svo mikið af því, fáum ekki aldrei jafn mikið og jafn þægilegan hátt með raflýsingunni. Raflýsingin er svo sannarlega við háð henni hér á Íslandi og raflýsing getur gert rosa góða og skemmtilega hluti en heilsufarslega séð þá er langt best að fá dagsljós og fá það sérstaklega fyrir part dags. Þá erum við bara að segja líkamann nú erum við vöknuð, nú er bara má aktivera allt, við ætlum að verða aktív hérna yfir daginn og lifa góðu lífi basically sko. Og hérna en svo kvöldin þá þurfum við að passa okkur svona 2 tímum fyrir svefn. Þá viljum við ekki vera með þessar aðstæður. Þá viljum við fara að undirbúa svefnin okkar. En þá viljum við fara að kveikja svona lömpum eins og þú ert með hérna. Myndum til dæmis ekki vilja vera með þetta sem við erum með hérna framan í okkur núna. Hérna við viljum bara hafa eins lítið ljósa hægt þú veist, bara að gera kósí og sjá hvert maður er að fara og hafa hugulegt og þannig. En við viljum alls ekki vera að fá mikið ljósa ofan og sem lendir hérna á augnbotnunum okkar. Og það er líka annað í þessu, það er sem sagt að þessi þú segir hérna svo að það bitni á augnbotnum sem eru mjög viðkvæmur hluti. Sérstaklega fólk eldist. Já. Þá þarf maður ennþá meira til þess að komast í gegn. Já, maður var vel með augnbotnum. Já, en við þurfum ennþá meira ljós eftir því sem við eldumst líka. Þannig að það er líka annað þáttur. En við erum líka viðkvæmari fyrir ljósinu. Þannig að það er alls konar, það er svo margir þættir sem spila inn. En nú segi ég bara, sko, ég get alveg eins sofnað í björtu eins og í myrkri, ég er bara... Frábært. Mér er bara alveg sama. Já, þá ert þú bara einn af þeim sem er, hérna, ekki viðkvæmur fyrir þessu og það er bara æðislegt og það er alveg sumir sem eru þar en við erum bara svo ólík þetta er bara svona, sumir eru virkilega viðkvæmur fyrir ljósi og aðrir ekki fólk sem er það er svona, hlusta á þetta sem þú ert að segja það að fólk getur hugsanlega bætt líðan sína talsvert mikið með því að fá ráðgjöf eða hlusta aftur á þennan þátt. Já, akkurat, nákvæmlega, já, akkurat. Og í rauninni, þú veist, þetta líka, þú veist, hvað er holdt fyrir okkur og gott fyrir okkur og hvað þolum við að hvað finnst okkur allt í lagi. Þú veist, við getum alveg, ég held ég gæti alveg lifað á að borða bara nammi og ís. Minnunum á mig finnst það rosalega gott. Maganum ekki sérstaklega, sko. En ég veit það er rosalega vont fyrir mig, þannig að ég vel mér ekki að gera það. Þú veist, þetta er alveg eins með ljósið. Þú veist, ég veit að það er gott fyrir mig að fá mikið ljós á morgnana og yfir daginn og svo veit ég að ég á að hafa það kósí á kvöldin og svo ég hafa alveg myrkur á nóttunni. Og þá veit ég að það er best fyrir líkamann minn og þess vegna vel ég mér að gera það. Þannig að þetta snýst líka bara þú veist, bara svona hvað við veljum okkur að gera, ekki bara hvað við þolum, þú veist, bara svona, þú veist, það, þetta er
eins og að segja, þú veist, að þú getur sofnað hvar sem en það samt betra fyrir líkamann þinn ef þú fylgir þessum tilmælum. Ég að hlusta á það að segja, það svona að þó ég geti sofnað við peruljós, að þá gera meira gagn að ég geri það ekki. Já, akkurat, já, nákvæmlega. Já. Og ég kannski þá sé betur að vakna út kvildari. Akkurat. Er það ekki þannig? Jú, nákvæmlega. Já. En hvað svo, sko, þetta svo, ég var að hugsa að taka líka mynd að það er nýbyggingar á horni Háaliðsbrautar og Safamýri. Já. Hvað heitir það, miðbæri við Háaliðsbraut og bara hinum með við Safamýrina. Það er að vera að byggja 2 blokkir og önnur, svo sem nær Háaliðsbrautinni, er bara nánast út á Háaliðsbraut. Það er bara gangstéttin. Já, þetta svolítið trendið með byggingaræti að það vera að nýta alla, bara hvernig einasta fermeter þarna og það er alltaf verið að tróða öllu alveg út í bara jaðar. Það við erum að hafa lítið af svona dvalasvæðum þarna. Svo stoppustöð við strætó og ég þekkti mann sem hafði búið við stoppustöð og halveg getur ekki lagað bremsunar á þessum bíl, var alltaf þetta er bremsuborðandi búin og þeir eru á ferðin alveg fram eftir öllu og koma eldsnemma á mótana þannig að það er ekki sniðugt. Nei, þarna kemur hljóðvistin inn, það er þú veist bara, það er annar jafn mikla í rauninni innivista þættirnir sem við tölum yfirleitt, þú veist, það er það bara ljós og hljóð og loftgæði og hitastig. Þetta er svona 4 innivista þættirnir og til þess að okkur bara líði vel þá þarf þetta alltaf verið í lagi. Og til dæmis þarna, það sem þú svo tala með íbúð þarna alveg út við eitthvað svona stoppstöð, þá erum við með flotta hljóðvistar fræðingas, hljóðhönnuði sem að rauninni geta séð til þess að þannig skilir sér góð. En það krefst þess að sé, þú veist, tekið tillit til þeirra og líka ef að þau segja að það er ekki hægt að byggja svona nálagt, að þá þurfum við líka að hlusta á það. Af því það er í rauninni, þú veist, nú er ég ekki hljóðvistarfræðingur eða hljóðhönnuður, þannig að það eru aðrir sem eru mun fróðar en það heldur en ég. En ég hef bara heyrt að það er verið að gera virkilega erfið skilyrði í dag þegar það er verið að byggja svona alveg út við. En ég er að vinna með mjög flottri konu sem getur reiknað þetta allt fyrir því að vantar. Þetta skiptir verulega miklu máli og líka þó að sé sko búið að taka út íbúðum hvernig þetta þurfa að vera, trefalt gler eða eitthvað í þá veru. En þá getur fólk aldrei opnað gluggann. Sko. Nei, nákvæmlega, þá kemur það. Ég bjó við Hringbraut í Reykjavík sko og allt í góðu, en svo ef ég opnaði gluggann sem sneri sko út á götu, þá bara tala hann ekki um og veturna sko þegar nagladekkjum komin. Þannig að þetta er kannski allir lægi sko ef allt er bara lokað og maður bara opnar aldrei í þess áttina. Já, nákvæmlega. Það er bara, það líði ekki þannig. Nei, en svo er þetta líka með sko, svo að þau eru farin að velja glerið út til þess að takmarka í rauninni hljóðið. Þá það er svo mikilvægt að horfa ekki bara á þann þátt sko, því þessi innýrstu þætti þeir spila allir saman sko. Þannig að þú vilju glerið, það var ekki nóg að spá í bara hljóðið, þú ert líka að spá í hitamyndinu, þú ert með bara eitthvað sem snýr í hássuður og með þess að lágu sól á landinu, þú veist, það hitnar virkilega mikið. Þannig að það getur verið að tekið tillit til þess líka í glerinu og svo þarf að passa að komast ljós í gegnum þetta gler líka. Þannig að það að velja gler, það er bara gífurleg ábyrgð upp á innivistina inni í byggingunum okkar í dag. Sko. Sérstaklega við erum farin að setja okkur í aðstæður sem að við vorum ekkert í. Það var alltaf miklu einfaldara hérna þegar það var ekki svona þétt byggð og við vorum ekki farin að byggja alveg út í einhverjum umferðargötum. Sko. Þannig að þetta er orðið, þetta kallar á í rauninni meiri sérþekkingu og fagmennsku, en það er ekkert alltaf verið að gera það hérna í Íslandi. Við erum bara í þessu villta vestri og þess vegna þurfum við í rauninni bara, við þurfum að setja kröfur og líka bara byggingarreglugerð, skipulag, þetta þarf allt að passa upp á okkur
og þessi stefna núna sem þú veist bara í rauninni einfalda regluverkið, það þarf að einfalda það með því að gera það skýrara að mínu mati, af því að eins og þetta er gert í dag, þá í rauninni þannig að það verið að leita staði að rífa í burtu, þú veist, einhver ákvæði, og þá erum við bara komin í virkilega vond mál, af því að við eigum bara alltaf mörg dæmi það, bara eins og við sjáum bara dagsljós á þéttingarreitum. Þegar það enga kröfur, þá gerum við bara eitthvað. Og það ekki af því við eigum ekki fagfólk sem langar til að gera vel. Það er bara þrýstingur, þetta kostaði svona mikið og það þarf að byggja svona mikið af þessum reitum og þannig að við verðum bara að passa upp á gæðin okkar með einhverju regluverki, eins leiðilegt og það hljómar kannski, að þurfa að fylgja einhverjum, samtöku iðnaðarins sett út einhverja auglýsingu, hvað að leiðilegt að smíða pipakökuhús, að því maður þurfti að vera passa upp á gluggastarðina, eitthvað. Já, getur alveg vel verið að það sé ekkit ógeðslega gaman að þurfa að þræla sér í gegnum byggingarreglugerð sem segir... Þessi leiðilegi pabbi í auglýsingunni, hann veit hvað hann að segja. Já, af því... Hann að stakka, gluggjafnir sér og stóri. Já, þetta bara þannig að við þurfum að passa upp á okkur og við ætlum að passa upp á heilsun okkar. Af því að bara raunin sýnir það að þegar það er enginn að passa upp á það, þá komum okkur bara í vandræði. Og þú veist, við erum núna bara með rosa mikið af íbúðum sem að fara að vera með léleg skilyrði fyrir lífsgæðin okkar. Hvað var það dagsljós? Ætli íbúður sem eru þannig, allir það skipti oftar eigendur, að fólk veit ekki út af hverju, en það er eitthvað, mér líður bara ekki nú vel. Það bara verður mjög áhugavert að sjá. Nú HMS farið að fylgjast eitthvað betur með þessu, þannig að mögulega getur það verið eitthvað af gögnunum, ég veit það ekki. En þú veist, ég hef hitt fólk bara sem hefur komið bara máli við mig, þú veist, bara heyrðu, ég keypti mér íbúð og ég bara gerði mér ekki grein fyrir að ég þurfti að spá í hvort það kæmi sól á svalirnar. Svo bara uppgötaði ég var bara, þú veist, ég gerði bara ráð fyrir að hönnuðirnir væri búin að sjá til þess að ég var að kaupa mér íbúð sem væri nógu góð fyrir mig til þess að bara líða vel þarna inni. Svo er ég bara í myrkri því ég var á annarri hæð, þessi viðkomandi einstaklingur, og það bara kom eiginlega engin dagsbirta inn gluggana hjá mér. Og þetta var eitthvað sem að viðkomandi var ekkert meðvitaður að því hann var á þessum tíma árs að kaupa sér íbúðina og svo bjóst hann bara við að þetta yrði dásamlegt yfir sumartíman, en svo bara kom það var ekki að koma, og hann er ekki vanur að þurfa að spá í sig, af því að hér áður fyrir þá bara höfðu í rauninni arkitektar meiri völd til þess að gera vel. Já, og líka, áður var ekki, fyrir kannski 20-30 árum, þá var ekki byggt svona alveg hús í hús. Nei. Það var í rauninni, þú veist, bara, arkitektarnir vissi þetta þá og þeir viti þetta alveg í dag. Þetta er bara einhver þrýstingur og við ætlum að verða eitthvað meira eins og þú veist, hinn löndin með því að fara að byggja svona hátt. Við erum bara ekki að gera eitthvað grinn fyrir því hvað afleiðingar það hefur á okkur, þú veist, að vera að herma svona eftir, af því að þú veist, þegar þú ferð sunnar þá er dásamlegt að komast í skuggan. Þú vilt ekki fá hitan inn gluggan hjá þér, þú veist, inn í íbúðina þína. Þú vilt hafa skjólið inn í íbúðinni fyrir þessu mikla hita sem er hérna fyrir utan og svoleiðis. Það gengur ekki að draga þar aðstæður til okkar bara á þess að hugsa sig. Mamma mín og maðurinn hennar, þau fluttu í íbúð í Krummahólum, sem var fín fyrir þau, bara hentu íbúð, og þar sneri þetta sem sagt svalirnar mjög skemmtilega. Það sáu veturnar ljósin í Bláfjöllum og var kósí og fínt, En svo hinu megin, norðan megin, þar voru geymslurnar. Þar voru geymslur. Það sem að þú segir að geti verið, norðan klukki getur bara góður. Talan ekki með útsýni sem áttu þetta að hefði í Krummahólum. Já, nákvæmlega. Þar voru geymslurnar. Já, þarna hefur ekki verið tekið til þess greinilega á þeim tíma, en það er svo sannarlega
bara glata tækifæri þar sko. Vonandi hægt að breyta sem geimslum í eitthvað góðari byggjum. Það er allavega tækifæri. Já. Þetta er búið að vera fróðlegt og hérna þarft. Já. Ég vona bara að fólk hlusti athygli á þetta. Já, ég vona það líka. Ég vona bara að sem flestir Íslendingar hérna fáið góða dagspyrtuskilyrði inn í íbúðarnar sínar og við hættum að fara að byggja svona ofþétt og í rauninni þannig að við séum ekki taka tillit til þess dagsljós sem er að komast inn í byggingarnar. Það er svo sannlega þörf að því fyrir heilsuna okkar. Góða byrt á daginn og dimmt á nóttinni. Já. Ásta Lóðadóttir, þakka kærlega fyrir. Takk kærlega. Og ykkur fyrir að vera með okkur en Rauða borðið heldur áfram eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, það er ekki oft sem að bækur svona sagnfræðileg málefni eru endurútgefnar. Það gerðist núna fyrir jólin. Sjálfstætt fólk, vistarband og Íslands samfélag á 19. öld eftir Vilhelm Vilhelmsson var endurútgefni á sögufélaginu. Til hafa ekki með það. Takk að þið fyrir. Hvað er þetta svona frábært hjá þér eða vistarbandið eitthvað svona sem að við viljum endilega fá að fræðast eða hvort ekki kannski? Ég held að vistarbandið sé eitthvað sem að hafi kveikt svona mikið áhuga hjá lesendum. Já. Það kemur oft til tals hérna þegar við erum að reyna að skilja heiminn og söguna. Já, það gerir það. Hvaða fyrirbrigði þetta var. Þetta hefur svona stundum er vitna til þess en kannski án þess að fólk viti nákvæmlega í hvað það er að vitna. Hefur tilfinningu fyrir því? Já, það er svolítið svona miskilningur á lofti og á kreiki hvers eðlis vistabandið var. Já, hvort það hafi verið líkt og þrælahald eða bændaánauði í Rússlandi eða... Já, það er sko því stundum líkt við þrælahald og jáfnvel kalla vistara ánauð en það er tvennt ólíkt og ekki þetta líka því saman. Og kannski ólíkt innan kerfisins hérna á Íslandi, hvernig fólk hafði það? Já, alveg klárlega. Já, því að sumt vinnufólk gat átt eitthvað smá fé og... Já, og flestir voru bara til skamms tíma, eða ekki til skamms tíma, en voru í takmarkaðan tíma í vist og útskrifuðust svo yfir í stétt bænda, ef svo má segja. Reyndu fyrir sér að vera smábændur og leiguliðar. Já. Og gekk ekki alltaf upp eins og... Nei, gekk ekki alltaf upp. Eins og hin bókin sem heitir Sjálfstætt fólk segir... Jú, einmitt. Akkur er valdur þennan titil Sjálfstætt fólk? Þetta er ótrúlega... Af því að... Það getur verið biblían. Bókin fjallar það sem ég kalla andóf vinnufólks og sem að svona tilraunir þeirra til þess að öðlast aukið sjálfstæði eða sjálfræði og þess vegna fannst mér að borðleikinda að fá þennan fína titil lánaðan. Já, þannig að þú reykja sjálfstæðis og réttlætis baráttu vinnufólks. Já. Herðu, en þetta er á reiki hvað þetta er og þannig er það bara. En við skulum bara byrja á því. Hvað er vistarbandið? Vistarband var skylda fullorðins fólk sem var ekki búandi til þess að ráða sig til ársvista hjá búandi fólki. Almennt á Íslandi hjá bændum að því það voru svo til eingöngu bændur hér á landi en þó líka hjá kaupmönnum og svo framvegis. Sem þá vinnukona heima hjá þeim Já, sem svona þjónustu fólk. Þjónustumaður í búðinni eða róa jafnvel. Fyrst og fremst þá sem þjónustu fólk heima fyrir hjá kaupmönnum. Þeir sem voru að róa voru þá kannski frekar bændur og leiguliðar og svo vinnu fólk þeirra. Og ég mátti sérst ekki vera frjáls, þannig að ég verði að skrá mig einhvers staðar ef ég var ekki eignamaður, ef ég átti ekki jörð eða var að leigja jörð.
þá verið að skrá mig í vist. Já, og það var þeir sem að réði sig til vistar í ár í senn og þetta var hugsað sem eins konar svona millistig á milli barnæsku og fullorðinsára. Þarna áttir að vera að læra allt sem að þar þurfti til þess að verða búandi maður sjálfur, bæði handtök en líka kannski til þess að tilengja þeir siði og venjur og svona hugarfar. Það var nú sakfræðingar skrifað þetta út frá konum að það hafi verið sumir bæir, ég held mér þarna fyrir norðan sem að þú kemur, sem að þóttu vera bestir skólar. Já. Það hefur mjög verið happafengur fyrir stúlkur að komast á þá. En þannig var náttúrulega ekki verið allstaðar, þannig að maður var kannski ekki allstaðar að læra, það voru ekki allstaðar myndarbíli. Nei, það voru nefnilega ekki allstaðar myndarbíli og það var mjög misjafn búskapur, bara einstaklingsbundið, hvernig heimili voru sem að vinnuhjú komu inn á. Og sums staðar var bara allt til fyrirmyndar og annar staðar var kannski allt í ólestri. Hvernig voru kaupin og kjörin ef að ég gat hverki skráð mig í vist og verða að koma til þín í síðasta bænum í dalnum? Já. Og hvað fæ ég? Já, fæði og húsaskjól, klæði. Og bara flokkur fólksins, fæði, klæði og húsnæði? Já, fæði, klæði og húsnæði. Og kallar fengu eitthvað svona, þetta svolítið misjandi eftir tímabilum. En einhver laun fengu kallar og konur talsvert lægri laun. Konur fengu kannski helming á við kalla og eins líka minni mat og færri klæði. En laun voru ekki, það ekki útborgað? Þetta var eiginlega peningalust samfélag að stóru leiti? Að stóru leiti peningalust samfélag, þá borgaði í fríðu að langmestu leiti, borgaði í afurðum, stundum sauðfénaði. Eða vaðmáli eða tilbúnum flíkum. En þetta var ekki eignalaus tötralíður, eins og sagt er. Það verið aðeins sakfræðingar líka verið að skoða bara hvað fólk skildi eftir sig. Já. Lesa þegar fólk deyr, hvað það á. Já. Og það er náttúrulega ekki mikið, en það er eitthvað kistill með hín og þessu og stundum kom fólk með sér einhverja skjátur og Já, það þekktist vel að vinnufólk hafði með sér ef það átti búfjárnað, þá gat það fengi að hafa búfjárnaðinn stundum með sér í vistina og þá var sko hluti af launum vinnufólksins var þá fóður fyrir búfjárnaðinn. Og fólk var yfirleitt með kistil meðferðis með sínum lítilfjörlegu eigum, klæði og svona ýmislegt smálegt, verkfæri og annað slíkt. Á tímu þar sem var kannski ekki mikla regnir. Já. Bændurnir voru ekkert, þeir áttu ekki einhverja hlaða af eignum. Nei, bændur áttu náttúrulega ekkert mikið af eignum heldur, þetta var fyrir almennt frekar eigna lítið samfélagi. Þannig ef við kæmum inn á svona bæ og segjum að séu 3 vinnumenn og svo bóndahjónin og einhver börn þeirra, og það er einhver búfénaður og þá á vinnufólki svona hlutaði. Já, stundum. Þannig að þetta er svona ekki félagsbú en svona hálft skref í áttina því. Þau eru saman að reka þetta. Já, og vinnufólkið átt að teljast sem hluti af heimilinu og það er sko og hluti af fjölskyldinni og fjölskylda í þessu samhengi er þá svona víðara hugtak heldur en í dag. Í dag nærða fyrst og fremst utan kjarnafjölskylduna en á þessum tíma nær orðið fjölskylda yfir alla sem búa á heimilinu. Þú eru ekki alveg sömu stöðu og Ítalarnir segja sko blóð er þykkar en vatn. Þannig á endanum þá er það ættin eða fjölskyldan sem að togar í þig, þannig að fólk hefur ekki haft sömu stöðu í baðstofunni. Ef að ég er óskyldur vinnumaður, þú kemur ekki fram við mig eins og sonðinn. Nei, það gerir það ekki, en það átti samt að vera þannig, svona ídealið var þannig
Hver sagði það? Var það eitthvað í lögum eða var það hékk bara í loftinu? Það er svolítið hékk í loftinu og var að einhverju leiti í lögum að því leitinu til að það átti að ala hjú upp eins og þau væri börn húsbænda. White man's burden, hugsun. Já, kannski. Hugtakum það að við eigum að ala upp þá sem standa veikar eða... Já, að einhverju leiti, já. Og það getur verið þrúandi að verða fyrir því. Já, og þetta er þetta, sko, samfélag þar sem að húsbændur hafa agavald og ekki bara og þeir hafa ekki bara heimild til þess að beita aga og það er að segja líkamlegum aga á bæði börn sín og vinnuhjú heldur beinlínis var þeim skylt að gera það því það var litið á það sem uppeldistæki og leið til þess að halda aga og reglu í samfélaginu var það að færa þetta vald í hendur húsbænda. Já. Og hvernig gat líkamlegt agavald verið? Það voru þá einhvers konar líkamlega refsingar. Hýðingar, já. Já, fyrst og fremst hýðingar gerir ég ráð fyrir. Heimildir ekkert rosalega nákvæmar það í hverju þetta fólst. Einhvers konar höggum. En höfuðhögg voru sérstaklega bönnuð. Það var sérstaklega tilgreint að það mætti ekki vita höfuðhögg og það mætti heldur ekki slá í reiði. Það heldur átti þetta að vera svona af yfirvegun. Refsing. Ég ekki að slá þig af því að mér er illa við þig. Ég að slá þig til þess að halda upp aga á þessu heimili. Já, akkurat. Það var hugsunin og þetta var í lögum, í húsatilskipuninni frá miðri 18. öld. En þegar maður færi svona í huganum inn í svona baðstofu, þar sem að bóndinn og kona hans sofa þarna við endan og við erum vinnumenni sikkoru fletinu, kannski með hrepsómaga uppi hjá okkur, vinnu fyrir kallinn, sofum inni hjá honum, borðum með honum og hann bara agavald yfir okkur. Það hlýtur að vera ótrúlega þrúandi, en kannski blekking að vera að horfa hérðan þar sem við erum, þar sem á þessum tíma var náttúrulega kannski allt aðrar hugmyndur þess prívatlíf heldur en að við höfum. Já, og svo líka þekkti fólki í raun og veru ekkert annað. Það var kannski ekkert, þetta var bara ráðandi heimilismynstur og þannig að fólk hafði engar hugmyndur og þekkti ekkert annað fyrirkomulag. En samt það í hinni bókinni, sjálfstæðu fólki, þar þessi þrá að verða sjálfstæður, að losna einmitt undan þessu. Að vera einhvern veginn háður yfirbúðara sínum allt. Já, og það svona svolítið þessi þráður sem ég reyna að rekja í þessari bók eru tilraunir fólk til þess að öðlast aukið svona olnbogarými, getum við sagt, innan þessa kerfis. Fólk beitir ýmsum þá aðferðum, bara sem einstaklingar, til þess að reyna að bæta kjör sín, bæta aðstöðu sína til þess að setja húsbændum sínum einhver mörk og það beitir til þess ýmsum leiðum, kannski svo áhrifaríkasta það að flýja úr vistinni. En það bannað? Það bannað, já. En þá ertu hvað? Það það handtakaðið ekki? Jú, en það var almennt ekki gert samt. Og þegar við erum komin fram á 19. öld sem það tímabil sem ég með til skoðunar í bókinni og mínar heimildir eru frá og þá eru starfa hér á landi svo kallar sáttanemndir og þær taka fyrir misklíðar efni fólks. Það leitur svo á ef ég flý þín vistina hjá þér að þú hljótur að einhverja sök á því því að ekki nema ég sé alltaf að flýja frá einhverjum að þá vill ekki taka mig í vist þannig að ég verði flökkumaður á endanum. En svona ef það kemur upp einu sinni þá leitur svo á að líklega ég báður einhverja sök. Já, þá ljóst að það einhver misklíð í loftinu og málið tekið fyrir hjá þessari svokölluðu sáttanemnd
og sem á að miðla málum. Í þessir sáttanefnd sátu yfirleitt prestar og hreppstjórar eða aðrir svona betur stæðir bændur. Og þær höfðu ekki refsivald en þeirra hlutur hvað að miðla málum. Þannig að ég sem vinnumæðurinn kemur fyrir sáttanefndina, ég er ekki að fá verið dæmdur af jafningi mínum eins og sagt í kviðdómi í Bandaríkjunum. Ég er dæmdur af mönnum eins og þér. Já, þær höfðu ekki dómsvald. Nei, en ég meina, en það er svona frekar svona þitt slekti og þín stétt sem er að fara að úrskurða. Það er ekki vinnumenn hann. Nei, það er ekki vinnumenn þar. En sko... Vinnumenn höfðu engin borgarleg réttindi, gáttu ekki fengið að kjósa þegar það þurfti að kjósa. Nei, en á þessu tímabili sem ég með til umfyllanir í bókinni höfðu bændur þannig ekki heldur, sko. En það var nú að koma svona á 19. öldinni. Það er svona síðari hluta 19. aldar, já. En þá eru kannski bara, það eru örfáir, ég held ég einhvern veginn tekið þetta saman, ég hefði fyrstu kostningar, þá voru 7% af þeim sem eru með kostningarétt núna sem að kusu þá. Já. Þannig að þetta gerist mjög hægt. Þetta gerist mjög hægt og sko, ég fjalla fyrst og fremst fyrri hluta 19. aldar og tímabilið frá sem að ég með svona liggur undir í minni bók er frá 1783 til 1863. Og upp úr því ferða svona rakna upp úr því? Já, eftir það fer nefnilega aðeins að svona losna þetta vistarband. Það er strangast á þessu tímabili. Já. Og það gátu haldið uppi út af efnaðslegri stöðu en eftir kannski tímabili sem þú ert að skoða þá koma vestufarirnar, þannig það eru valkostir og það koma líka aukin sjávarútvegur við strendurnar sem er þá valkostur fyrir þá sem ekki vilja skrá sig í vist. Jú, og það verður auðveldara fyrir fólk að kaupa sig úr vist. Það var reyndar mjög dýrt upphaflega og þú þurftir að vera orðin 25 ára gamall til að byrja svona fyrstu árin. Hvað ef ég kaupi mútu vist, hvað þýðir það? Þá getur þú verið lausamaður og þá getur þú ráðið þér sjálfur. Og samið kaup og kjör. Annars gengi bara inn í eitthvað system. Já. En ég get líka losnað ef að ég fæ útlutað leigujörð, eða var það fádýtt að vinnumenn fengið það beint? Nei, það var langflestir úr stétt vinnuhjúa eða úr hópi vinnuhjúa urðu síðar á lífsleiðinni bændur og þá gjarnan leiguliðar og nánast alltaf leiguliðar af því meiri hluti bænda voru leiguliðar 90%. En það sem að kannski hefur oftast verið fjallað í þessu er svona að þetta fólk hafi verið dæmt til geldlífis, að það mátt ekki stofna fjölskyldu, af því það hafði ekki rétt til þess. Það er nefnilega ákveðin misskilningur, sko. Vinnuhjú máttu tæknilega segja alveg giftast og það eru mörg dæmi gift vinnuhjú, enda algengt að bændur sem flosnuðu upp úr búskap að þeir fóru þá aftur í vinnumennsku en voru áfram giftir en það var hins vegar fátítt að gift fólk fengi vist á sama bæ þannig að sko, oft var hjónabandinu svolítið svona sjálfhætt í kjölfarið. Já, bara bændur höfðu oftast nær ekki tök á að ráða fleiri en eina mannski í einu. Ekki það að bændunni vildi ekki að það væri svona trúnar á milli tveggja? Nei, ég held ekki, sko. Ég held að það hafi ekki spilað neina rullu þar í, sko. Þó að það hafi þekkst að vinnu fólk væri gift, þá eða sömuleyti þá máttur það ekki? Já, það var... Þú mátt ekki stofna fjölskyldu ef þú átt ekki jörðu? Það var ætlast til þess að þegar þú stofnaði fjölskyldu þá ættir að geta séð sjálfu þér og fjölskyldinu farborða. Já, svipað þeirra innflytjendur að koma hingað, flóttafólk? Já, þetta er sambærilegt. Þannig að það var ekki blátt bann við giftingum vinnuhjúa og ekkert sem tæknilega sé bannaði það, annað en það var ekki ætlast til þess að fólk að hefja búskap var í tvöfaldri merkingu, það er bæði gifting og að
hefja búskap á jörð. Það var nú komið fram í mörgur rannsóknum að til dæmis ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi að það magnast eftir því sem að valdahlutföllin eru ójafnari. Já. Og svona þegar maður hugsar til þessa tíma þá sér maður eiginlega fyrir sér og ég þekki það bara í minni ætt. Vinnukonur sem að verða óléttar og óljóst hver er faðirinn og raktar í burtu. Já, þetta var mörguleiti mjög erfið, mjög ókvenvænt fyrirkomulag, getur við sagt, að vinnukonur bjuggu við verri kjör, þær bjuggu við meiri ógnir, þar að segja að það var þetta sem hefur stundum verið kallað húsbóndaréttur, að húsbændur eigi einhvers konar rétt til kynferðislega samneytis með vinnufólkinu þeirra. Þetta er auðvitað hvergi skráð í lög eða skráð í heimildir. En er augljóst að vinnukonur máttu þola, margar hverjar máttu þola kynferðislegt áreiti og ofbeldi. Og einir enna af að margir voldugir og ríkir kallar telja sig geta haft aðgengi að konum. Já, já. Í krafti einhvers valds. Í krafti valdsins, já, og krafti stöðu sinnar. Og einmitt, sko, ef þeir geta barn svo með þessum vinnukonum, sko, að þá eru þekktar sögur af því að þeir reyna að koma föður hlutverkinu yfir á húsbændur, yfir á vinnumenn sína. Eins og kemur fram í hinni bókinni, sjálfstætt fólk. Já, akkurat. Þannig að hún er náttúrulega að fjalla um þetta. Já. Hvernig finnst þér það, talandi um hana, hvernig finnst þér hún ná að fjalla um svona þessa stöðu, þetta er náttúrulega samfélagsleg greining hjá... Já, hún er því mjög vel. Sérstaklega þessu tímabili sem að hún fjallar sem er, sko, þarna, þetta er svona í kringum aldamótið 1900 þegar það er komið svolítið los á þetta kerfi og orðin fólksfjölgun, þannig að það er fjölgun þessara svo heiðabíla sem að voru valla tæk sem bú voru alltaf lítil til þess að hægt vera framfleyta fjölskyldu þar. Þannig að sömur þetta í fjallabókinu um það hvernig sko samfélagsaðstæðunar móta einstaklingin og móta karakter hans og viðhorf. Já. Þannig að Bjartur náttúrulega skilgetið afkvæmi af eitthvað svona ánöð. Já. Og hann er náttúrulega kemur sko brengluð persóna út af því. Hann er ekki... Já. Þannig að hann kemur með eiginlega alltaf illa út úr kerfinu. Það er einhvern veginn sekkur inn í hann. Það gerir það. Já. Og beitir síðan sitt fólk sama órétti og yfirgangi eins og hann var betur. Já. Og mikil harmsaga þessi bók og það sumir telli þetta sé hetjusaga. Já, ég myndur frekar kalla hana harmsögu. En þó hann sé ákveðin svona kannski kundags hetja líka, ég veit ekki hvort maður getur sagt það samt, sko. Það er svolítið skrítið með hann. Þegar maður er til þess að sjá uppfæslur í leikhúsum, að hvað fólk vill endilega hlæja, hvað hann er nittinn, en hann er eiginlega illmennið í sögunni. Já, hann er það mörgu leyti. Herðu, sko þú, þetta heitir sjálfsagt fólk, þegar þú ert að leita þræði þar sem að sko hinnir valdalausu og blöngu eru að reyna að berjast fyrir einhvern veginn betri kjörum og meiri rétti. Já. Og maður getur sagt að þarna ert að leita að einhverju sko frelsissögu. Ég meina það eru glæsustu sögur síðustu alda er frelsisbarátta kvenna, frelsisbarátta svartra í Bandaríkjunum. Við alkarnir eigum sko dásalega frelsissögu þess að við börðust út eða losna undan af geðveikrahælunum og fá stjórn yfir okkar eigin meðferð og margar svona stórkostlegar sögur. Fannst þú svoleiðis stórkostlegar sögu hjá íslensku vinnufólki? Ég fann allavega mörg dæmi vinnufólk sem að leta ekki hvað sem er yfir sig ganga og rek þau, þó nokkuð mörg slík dæmi í bókinni. Vinnufólk sem lætur ekki hvað sem er yfir sig ganga, vinnufólk sem að tekst að skapa sér aukið olnbogarými og ekki bara vinnufólk heldur líka þá
flakkarar sem að sko þó að þeir séu álitnir svona botnin á samfélaginu og þá voru þeir líka að einhverju leyti frjálsastir og ég svona reyni aðeins að fjalla það líka í bókinni og þetta svona anarkísk saga að því leytinu til að þetta einstaklingsbundin barátta. Þetta engaleg saga frekar en saga einhverja hreyfingar en það var kannski ekki til hreyfing. Það var engin skipulöð hreyfing. Félagslega vakningin, hún var ofta á vegum bændana, lestrafélögin, kauffélögin, bindindisfélögin, pennfélögin. Og þá erum við aftur komin yfir á tímabil þar sem að þetta kerfi komið svolítið losa á þetta kerfi. Já, og svona þínu tímabil, það var eiginlega engin svona félags... Nei. Það var ekki orðið til. Þannig að þú er ekki fundið neitt Malcolm X þarna. Nei, engan svoleiðis. Og enga Rosa Parks. Nei, það er ekki svo gott. Já, það eru gaman að fá svona þá sögu líka. Já. Það er náttúrulega að segja þetta sem kúunarsögu. En eins og þú ert að reyna í bókinni er að benda á viðspyrnuna. Já, ég er að reyna svona að draga fram viðspyrnuna, já, og svona að því með því sýnir maður að kerfið, sko, þó að þetta sé svona niðurnjörfað kerfi, að þá er það samt ekki alls ráðandi. Já. Það eru, þeir sem að þurfa að lúta kerfinu, þeir geta spyrnt við fótum. Já, og við þrælahaldi það sem að þú átt bara engar rétt og ert bara skilgreitur sem búfénaður. Já, sko, þrælahald er svo yfirgengilegt ofbeldi að það er ekki hægt að bera þetta tvennt saman. Það er stundu sagt með Íslandssöguna því að við erum ofta að reyna orðana bara með örfáum setningum. Ein útgáfan er að við landnám og frameftir var þrælahald hér. Þangað til að bændunum komist að því að það var eiginlega miklu dýrara því að samkvæmt kristnum rétti þá berðu ábyrgð á þrælum að þú mátt ekki brjóta gegn honum og verður að tryggja það hann fá að borða og hann viðhaldi sér, þú mátt ekki láta þrælinn eyðast. Þess vegna tókur upp vistabandið. Hvað segirðu þessu? Hefur ekki heyrt þetta? Jú, ég hef heyrt þetta. Ég held að þetta sé flóknari saga. En það er samt enga síður rétt að, sko, að vistarskyldan og þetta vistarfyrirkomulag sem að það tekur við af þrælahaldinu en það má samt ekki gleymast að, sko, að vinnuhjú þekktust á sama tíma og þrælahald var ennþá við lýði. Þannig að á sama tíma og hér voru þrælar þá voru unnuðir saman með vinnufólki á sama tíma. Þannig að þetta er fyrirkomulag sem að þekktist á öllum Norðurlöndum og það er vistaskylda tíðkaðist í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, Þýskumælandi löndum, Englandi. Þannig að þetta er ekkert sér íslenskt við þetta fyrirkomulag, þvert á móti er þetta svona norður-evróst fyrirkomulag og en tók vissulega við af þrælahaldi sem svona kjarnin í atvinnufyrirkomulagi. Það sem allt var unnið með höndum. Jú. Þannig þetta var bara, þetta er orkan og vélarnar og allt saman. Já. Sem er í mannskepninni. En þegar kemur félagaskiptagluggi, þegar má skiptu vist, segjum að ég sé vist hjá þér. Hvaða tækifæri hef ég til þess að finna mér skári vist? Verði ég að sverma fyrir einhverjum sem að samþykkir það og kannski er það óvinsælt að einu bónda að taka vinnumann frá þér eða hvað? Já, sko, það gildu bara að skýra reglur það hvenær þú þurftir að vera búnar að útvega þér nýja vist. Það var fyrir kyndilmessu og já, þá þurftir að einmitt, eins og þú segir, að sverma fyrir því. Þú þurftir að finna eitthvað sem væri reiðubúin til þess að ráða því í vist. Og það var tiltölulega auðvelt verið þeirra því það var mikil hreyfing á vinnufólki. Þannig að þú skoðaði það, hvort það hefði verið raunverulega hreyfing á fólki. Já. Og alls ekkit
óþekkt að vinnufólk skiptum vist jafnvel hverju ári. Já. Og verið kannski bara betra út af þessu, því þetta getur náttúrulega verið þrúandi ástand að vera einhvern veginn bara inn á gafli hjá þeim sem hefur yfirmanni allt vald, sko. Já, og þetta leitast fólk líka eftir því að komast í bæði náttúrulega leitast eftir að komast í betri vist þar sem að kjörin eru betri eða aðstæðir eru betri, en líka kannski leitast eftir að komast nær vinum eða ættingjum. Getur verið alls konar ástæður, efnaðslegar, persónulegar. Já, heyrðu, þetta fróðlegt að heyra. Það eitt sem að einhvern tíma vorum við að tala þetta tímabil og þá var sérfræðingur í því sem að kallast svona áföll og áföll sem erfast. Og þú þekkir þá sögu að það hefur verið sýnt fram á að áföll geti erfst kynslóð fram að kynslóð. Já. Ég held að þessi fræg rannsókn sem að tók var ekki gyðingar í Hollandi sem eru teknir, þar sem að þessi sko merkjum það að mikið áfall getur fyllt fólki. Já. Og svo getur við endalaust stilt það hvort það sé genist eða hvort það sé einhvern veginn verið innbyggt inn í kúltúrin, en viðbröðum við áfallinu erfast kynslóð fram að kynslóð. Og því var haldið fram hér að eitt af stóru áföllunum, að því að stundu þegar verið að tala áfall þá heldur fólk að segja atburður, sko. En það að vera við þetta kúunar ástand sem við erum búin að vera að tala þótt að það hafi kannski ekki verið eins slæmt og menn vilja sko í verstu tilfellum draga upp, að þá er það svona ákveð áfall, brotni draumar að geta lifað sjálfstæða lífi og öðru slíku og þetta ófrelsi sem að fylgir því. Þessu er haldið fram að þetta væri eiginlega langstæðsta óuppgerða áfall íslensku þjóðarinnar. Það væri vistabatið. Því að við höfum allt og lítið talað þetta og þá er ekki að tala að við höfum að tala þetta til þess að við þurfum eiginlega bara að tala þetta til að losa það. Til dæmis að þekkja áhrif þess inn í okkar ættarsögu og bara verða, eins og maður fæst við áfall, að gera þau svona hversdagslegri, að maður geti talað þau sko án þess að verða reiður eða að fara að gráta. Já, ég held að þetta sé partur af sögu Íslendinga sem er vanmetin og sé stærri þáttur einmitt þess að þú segir í svona skapgerð þjóðarinnar og bara svona persónusögu ætta sem að fylgir og hvað þetta var mikill áhrifavaldur á bara á líf, hversdagslíf fólks þar sem að fólk fluttist jafnvel þurfti að flytjast í burtu frá ættmennum sínum og bara það sem eftir var og og þetta er kannski helst gert upp þá einmitt af einhverjum svona ættfræðingum og einhverjum svona en mætti alveg skoða betur einmitt í einhverju svona samhengi sko. Hvort það hefði til þess mótað afstöðu okkar svona félagslega afstöðu getur verið afstæða til valds og eitthvað fleira að hafa búið við svona ástand. Já. Að það verður til svona viðbrögð sem að hinn veiki verður að hafa til að lifa af í slíku kerfi og það er það sem að getur svona haldið áfram sko, sem eru þá varnarviðbrögð við einhverju áfalli sem að verða síðan bara svona álæður í hegðun eða svona, það er alveg þess virði að skoða þetta í því ljósi sko. Það er kannski ástæðan fyrir því að margir eru að gera það að bókin er endurprentuð. Ég held, er þetta ekki rétt hjá mér að það er ekki oft sem að bækur sagfræðiseðlis eru endurprentaðir? Nei, það gerist ekki oft, held ég. Ég ætla bara að óska til hamingju með það aftur. Já, takk fyrir. Þetta er áhugavert efni. Kannski finnum við ykkur leið til þess að fjalla frekar mynda því að þetta er náttúrulega hluti og ég held að því flestum það er fáir nema kannski einhverjir afkomendur embættismannastéttarinnar sem hefur bara gifst innbyrðis, sem ekki eiga sögur af vinnufólki bara í afa og langafa og langömmu og þar fyrir aftan. Já. Og það getur verið erfitt fyrir okkur sem eigum þannig bakgrunn að lifa alltaf í hetjusögunni sem er alltaf skráð. Þannig að við verðum að fá þessa sögu fram til þess að passa við söguna. Já, og fá fram svona sögu
það sem við getum kalla venjulegs fólks, alþýðunar. Já, alveg á sama hátt og konur verða að fá sína sögu. Já. Herðu, þetta var áhugavert, Vilhelm. Þú byrjið á Hvammstanga, þar að vinna í Háskóla Íslands á Hvammstanga? Já, það passar. Já, það stórt útibú. Hvað eru margir sem vinna þar? Ég reynda svo eini sem að vinna þar. En jú, við erum þar hérna með rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Norðurlandi vestara. Og ert að stunda þar sagnfræðirannsóknir? Já, þar stunda ég sagnfræðirannsóknir. Hvað er þetta að gera núna? Ég núna að skoða sögu konu sem að fór til Grænlands árið 1921 og bjóð þar í 2 ár og hérna starfaði þar sem svona tóvinnu kennari, kendi íslenskar aðferði við hérna tóvinnslu og spinna og þæfa og þetta allt saman og hélt dagbók meðan hún var þar og skrifaði bréf heim og þess aftar og ég er að hérna vinna upp úr þessu svona söguð nýlendustefnu Dana á Grænlandi á þessum tíma. Í gegnum sögu einstaklings. Já, í gegnum sögu þessara konu. Og þú hefur trú á þeirri aðferð að horfa á heiminn í gegnum svona hið enganlega eða? Já, ég held að það sé mjög góð leið til þess að skoða söguna. Það er að fara í gegnum einstaklinga og nota þá sem svona aðferð til þess að spyrja stærri spurninga og grafast fyrir stærri ferla út frá sjónarhorni einstaklinga. Já. Þannig þú er ekki trú á því að hérna draga svona stóru línur með þverum penslum eins og Jónasson Hriflu? Ekki alveg jafn gróft og hans allavega. Það er okkur aldrei þess að þá sögur. Já, það þarf, báðar aðferðir þurfa að vera til staðar. Já, þegar það er komnar margar svona bækur en engin litla bókin með hérna, stóru sögunni. Já. Þá verðum við svolítið skökk í hausnum, sko. Já, akkurat. Þá vaða hérna upp stjórnmálamenn og veifa, sko, löngu úrsirgengin Íslandssögu og tala hana eins og hún sé bara sannleikur. Jú, mikið rétt. Við erum að auglýsa því að við þökkum áttur að fyrir ykkar starf, við auglýsum eftir einhverju til þess að skrifa Íslandssöguna með stóru pensli. Já. Gaman að fá þig hérna, Vilhelm, og góða ferð norður. Já, takk fyrir það. Þetta er þá lokinn á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hingað komið og Birni og Sigurjóni fyrir að taka viðtöl og Laufi Linda Lólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég náttúrulega mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytti þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Bendi á að þið getið hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þið sjáuð hér og heyrið og ykkur líkar. Þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu á 89,1 á FM. Það má líka segja þær útasendingar á spilarann, spilari.is er á netinu og svo er spilari líka app sem að má hlaða niður í síman og hlusta á íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum meðan annað Samstöðuna. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kabelkerfinu en það suður með sjó, en kannski eftir, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptarum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma svona ring, 7 daga vikunar, allan á svo syng, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunar. Það sem knýr Samstöðun áfram er fyrst og fremst og næstu í einverðungu sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem heldur samstöðunni gangandi, veit eða upplifir að þannig að samstöð sé mikilvægt fyrirbrigði í íslensku samfélagi sem umræðu vettvangur og kannski einhvern tímann aftur í framtíðinni fréttavettvangur. Við þurftum því miður að leggja þær af vegna afstöðu menningarmálaráðherra að samstöðin ætti ekki að fá styrk eins og önnur fjölmiðlafyrirtæki. Það kemur allt í ljós síðar meir. Ef þú vilt ganga í þann hóp, bakkjarla samstöðurinnar sem að haldin í gangandi, þá getur þú farið inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Og allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þakkum við kærlega fyrir. Þetta er alveg gott í bili, ég ætla að segja góða nótt. Svo hittist við aftur hérna á morgun, klukkan 8, að þá byrjar Rauðaborðið að 9. Segðu það á Samstöðinni.
Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.